Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Það margt í boði hér í kvöld, eins og vanalega. Hérna aftast í þættinum þá kemur hann til mín Viktor Traustason. Hann í forsetaframboði, var svo síðastur sem bættist í hópinn. Hann þurfti að kæra sig eiginlega í gegnum kjörstjórn, en með löglegt framboð og leggur fram svona tilteknar hugmyndir hvernig hann muni beita sér í embætti forseta frekar heldur en að sé eiginlega bjóða upp á sjálfa sig. Hann hefur sagt að hann sé ekki að biðja neinn að kjósa sig, en þið megi kjósa hann ef þið viljið. Hlustið á viðtali hér og eftir, hérna aftast í þættinum, og þá getið þið tekið afstöðu. Einar Löfdal rithöfundur sem gaf út bókina Gegnumtrekkur, sem að einhver leyti fjallar svona kynslóðir. Hann að skrifa eigin kynslóð, kannski mann sem kannski eilítið yngri en hann, en þetta kynslóð sem gæti verið börnin mín til dæmis. Hallgrímur Helgason, rithöfundur, sem á aldri við mig, aðeins eldri, hann var að hæla þessari bók mikið og ég fekk þá tvo til þess að koma til mín að ræða þetta. Það Einar Löfdal Gunnlaugsson sem höfundurinn, sem skrifaði Gegnumtrekk, sömuleyti kynslóðasögu, en náttúrulega miklu meira annað, og Hallgrímur Helgason sem nú mætir ekki sem höfundur, heldur sem lesandi. Og við ætlum aðeins að ræða þetta, bókina og kannski svona efni hennar og erindi. Björn Þorláks kemur hérna inn í þáttinn og ætlar að ræða við krakka í Hagaskóla sem eru með söfnun bæði fyrir börn á Gaza en líka fyrir fatlaðan dreng. Hann ætlar að ræða hvað getum við sagt, samfélagslega ábyrgð grunnskólabarna. Þannig það verður gaman að fylgjast með ungu kynslóðinni hér sem að Björn Þorláks ræðir við. Ég fór í leikhús og sá óperu sem heitir Óperan 100.000. Þar tónskáldið Þórunn Greta Sigurðardóttir, semur tónlist sína við ljóð Kristínar Eiríksdóttur skálds. Það Salvör Gullbrá Þorsteinsdóttir sem setur verkið upp og Herdís Anna Jónasdóttir sem syngur 3 hlutverk. Ég ætla að fá þær allar hingað, eða allar nema Kristínu reyndar, til þess að koma og ræða aðeins verkið og erindið þess, hvort að óperan sé að koma, hverju það breytir að þessu mest konur sem eru að setja þetta upp og vinna að þessu, hvað verkið fjallar. Það fjallar svolítið vald og kúgun, stéttakúgun, en í öll hlutverkin eru kvenhlutverk og hvaða svona merkingu það hefur. Ég reikna með skemmtilegu og líflegu spjalli við þær Þórunni, Salvöru og Herdísi. En áður en því kemur þá kemur hingað Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hann félagsmálaráðherra og hann að leggja fram eitt af stóru málunum núna á vorþinginu. Það eru breytingar á almannatryggingum. Við höfum svolítið rætt það hérna við Rauðaborðið síðast núna á sunnudaginn þegar við fengum formenn ÖBÍ, Þroskahjálpar og Geðhjálpar til þess að ræða þetta mál. Nú komið að því að ráðherrann standi fyrir máli sínu. Við ætlum að spjalla við hann almannatryggingar og breytingarnar sem hann vil gera á þeim lögum og kannski ræðum við pínlítið pólitíkina, VG og ríkisstjórnina, hver veit. Þetta prógrammið í kvöld. Við tölum byrja hérna eftir smá innskot frá auglýsendum, en áður en því kemur að þá vil ég, eins og ég geri alltaf, minna ykkur á að samstöðin tilraunaverkefni og sem að vill vaksa, en það hefur vaxið hingað til af bara góðum viðtökum ykkar áhorfenda sem hafið sagt frá efni sem ykkur líkar og þannig spyrst það út og þannig stækkar dreifikerfið okkar. Þannig virka hlutirnir á Facebook og á YouTube og á hlaðvarpssveitum og raunverulega líka í útvarp og sjónvarpi þar sem má finna efni okkar. Aflið sækjum við til áskrifenda. Við búum hérna til efni og við byggjum fólk að gerast áskrifendur til þess að við getum haldið áfram að búa til efni og kannski búa til ennþá meira efni. Ef að þú hefur lengi verið að hugsa að slást í hópinn og verða meðal áskrifenda samstöðuna, þá hvet ég til þess að láta verða að því sem fyrst, því að það ræður því hvernig við sjáum fram á það, hvernig við förum til þess að yfir í sumarið og hvernig við ætlum að birtast síðan í haust. Metnaður okkar náttúrulega að búa til frábæra sumardagskrá og mæta svo fíleld til haustsins og kannski með vísi af fréttastofu, hver veit. Það fyrir eftir því hvernig almenningur tekur í þetta verkefni okkar, hversu margir
slá til og gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði, þið megi borga meirið þið viljið, þið farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið ætti að vera nokkuð augljóst. Þið getið valið það hvort áskriftin verði jafnframt félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónur á mánuði getið þið fengið allt efni sem við búum til, en jafnframt 8 fjölmiðil í félagi með öðrum í alþýðufélaginu. Pælið í þessu á meðan að við spilum auglýsingar og svo kemur hingað Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður VG og félagsmálaráðherra eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að ræða almannatryggingar eins og við höfum verið að gera hérna svolítið við rauðaborðið og nú komið að Guðmundi Inga Guðbrandssyni, félagsmálaráðherra, sem að leggja fram breytingar á almannatryggingum. Af hverju? Já, vegna þess að það virkilega komin tími til að bæði að bæta kjör örorkulífeyrisþega, gera kerfið réttlátara. Það hefur verið bent á til dæmis að það sé allt of flókið. Það hefur verið bent á að fólki sé í rauninni eiginlega refsað fyrir að reyna að vinna. Það hefur verið bent á að það þurfi að stoppa í göt þegar kemur að endurhæfingu og auðvitað síðan líka verið bent á að sérstaklega þau sem að búa ein, að þau hafi svolítið dregist aftur í kjörum á undanförnum árum og ég myndi segja allt þetta rétt. Og það markmið frumvarpsins að bæta úr þessum ágöllum. Það mismikið hver árangurinn á þessu sem þú taldir upp. Já, það auðvitað svona stór kerfisbreyting þar sem við í rauninni, má segja í fyrsta lagi við að einfalda kerfi sem slíkt. Það að segja í dag eru margir bótaflokkar og við að fækka þeim. Það eru skerðingar á þessar greiðslur ríkisins, bótaflokkana, í dag frá fyrstu krónu, ekki krónu á móti krónu en frá fyrstu krónu. Þau getur valdið því að eitthvað sem gert á einum stað sem lítur út eins og sé til þess að bæta hag viðkomandi að það bara beitir engu. Já, og í rauninni kerfið orðið svo ofboðslega plástrað og svo ofboðslega flókið og hann sýndi þetta ágætlega, hann Bergþór varaformaður ÖBÍ, hann var með 2 glærur, önnur sem var með einhverjum 10 eða 15 línum í Excel sem voru þessar mismunandi skerðingar sem að fólk verður fyrir þegar að það fær tekjur og svo yfir í rauninni nýja kerfi þar sem þú bara með eina skerðingaprósentu en ekki fyrr en að þú búin að ná ákveðnum frítekjumörkum. Það að segja örorkulífeyrisþegi í nýju kerfi getur verið með tekjur upp að 100.000 krónum áður en að greiðslur ríkisins fara að skerðast. Og það þá alveg sama hvaðan þær tekjur koma, hvort sem það eru atvinnutekjur eða lífeyrissjóðstekjur. Ég ræddi hérna sunnudaginn við formenn ÖBÍ, Þroskahjálpar og Geðhjálpar og sumt voru þeir alveg sammála að væri velgert og það sem var kannski mest afgerandi hjá þeim var að það eru núna í dag gríðarlegt vandamál að þeir sem að fara á endurhæfinga örorkulífeyri og eru þar tíma þau geta lent á milli kerfa. Ég hef talað við svoleiðis fólk sem hefur dottið og verið tekjulaust í 3 mánuði, konur sem ég talaði við. Það eru lagfæringar á því. Já, það eru lagfæringar á þessu. Í fyrsta lagi þá erum við að taka upp sjúkra og endurhæfingagreiðslur. Það nýtt heiti í rauninni á því sem í dag eru endurhæfingagreiðslur.
Og ástæðan er svo að við erum einmitt að reyna að stoppa upp í þessi göt þar sem að fólk hefur verið að missa framfærsluna. Þannig að nýjar greiðslur munu taka til fólks sem að er að bíða eftir því að komast að í einhvers konar úrræði eða meðferð og líka ef að fólk er ennþá of veikt til þess að geta hafið meðferð. Og þetta er ekki í dag og mun að okkar mati stoppa upp í þessi göt þegar fólk hefur verið að missa framfærsluna. Og fólk sem að sísta öllum á við því, sko. Akkurat, þetta er eiginlega algjörlega til skammar eins og þeir í dag. Og þetta er í rauninni, þetta er oft fólki sem að er kannski að pingponga í kerfinu. Það byrjar kannski í atvinnutengdri endurhæfingu, til dæmis hjá virk kemst að því að viðkomandi á heima í heilbrigðiskerfinu, kannski þarf á aðstoð geðheilsuteymis að halda eða eitthvað slíkt. Og þá hefur í rauninni framfærslan oft dottið niður. Þannig að við erum líka að kveða þá á það í lögum að þeir endurhæfingar aðilar sem að eru svona halda meginstefnu til utanum þennan hluta kerfisins, það er að segja endurhæfinguna, þeim sem gert að vinna saman að málum þar sem eru svona flókin, þar sem að fólk er með fjölþættan vanda og það er kannski ekki alveg ljóst hvar áttu heima. Þannig að það sé hægt að leiða hvern og einn einstakling í gegnum kerfið og veita honum svona, getum sagt kannski rétt að þjónustu á réttum tíma. Þannig að hugmyndin er að þessir aðilar sem eru þá, þetta er heilsugæslan, þetta er virk, þetta er Vinnumálastofnun og félagsþjónusta sveitarfélagana og svo aðkoma tryggingastofnunar með greiðslur, að þau myndi með sér svona samhæfingar teymi til þess að leiða fólk þarna á milli og þessir aðilar skrifuðu undir viljayfirlýsingu núna í febrúar að ráðast strax í vor í gerð samnings, þannig að sé hægt að byrja að prófa þetta kerfi áður en að lögin verða eða koma til framkvæmda. Annað sem að þær drógu fram var að kjör þeirra sem að hafa aðra tekjur, atvinnutekjur eða lífeyrissjóðstekjur, að það virðist vera að kjör þeirra batni, sem ávið þetta sem við nefndir síðast, að eitt af markmiðunum er að bæta kjör öryrkja. En þeir sem að fara að snemma á örorku og hafa engar tekjur, ekki lífeyristekjur eða eitthvað, nýja atvinnutekjur, get ekki unnið, að kjör þeirra batna sáralítið, held að það hafi nefnt að séu 4.000 skall á mánuði, sem að í verðbólgunni sem er núna er eiginlega bara ekki hægt að nefna, sko, því að þetta verður bara brunnið upp eftir 4 mánuði eða 5 mánuði, þannig að það tekur eiginlega ekki að nefna það. Og það voru svona ákveðin vonbrigði að ef maður myndi halda að markmiðið væri það að lyfta upp kjörum öryrkja, að þá ætti að lyfta upp öllum hópnum en ekki bara þeim sem að minnka skerðingarnar hjá þeim sem hafa tekjur úr lífeyrissjóði eða atvinnutekjum. Akkur er ekki að lyfta upp fátækasta hópu öryrkja? Nei, ég er ekki sammála öllu sem að kemur þarna fram. Í fyrsta lagi eins og ég nefndi hérna í upphafi að þá hefur verið mikið ákall það að fólk sem að býr ekki eitt, býr með öðrum, sem að hefur dregist aftur á undanförnum árum, að það fólk þurfi að hækka. Og manneskja sem að fer unga á örorku, er ekki með neinar tekjur og býr ekki ein er að hækka rúmlega 30.000 krónur í þessu nýja kerfi, meðan að það er alveg rétt að manneskja sem að býr ein, hún er að hækka einhverja 4.000-5.000 krónur ef hún er ekki með neina atvinnu eða neina tekjur. Já, því að mikið af svona þeim greiðslum sem að lyftinni áður eru feldar inn í grunninn, fara til hinna, en þau sitja kannski uppi með því að vera í sama stað. Þau hækka minna, vissulega, það er alveg hárrétt. Og ástæðan er svo að þau hafa hækkað meira á undanförnum árum. Þannig að til dæmis 2017 þegar breytingarnar á ellilífeyriskerfinu gengu í gegn, þá var þessi hópur hækkaður. Þessi hópur er núna fyrir breytinguna, manneskja sem fer unga á örorku er með fulla aldursuppbót og heimilisuppbót er að fá 460.000 krónur cirka. Meðan að manneskja sem að hið sama gildur og býr ein er með eitthvað 375.000 eða eitthvað slíkt. Og svo ef að þú býrð ekki einna þá ertu lægri. Þannig að markmiðið er að reyna að jafna kjörin þarna á milli án þess þó að taka í burtu heimilisuppbót. Hún er þá 15% af grunnörorkunni, sem að er talið samkvæmt skýrslum sem að hafa verið unnar þessi málefni, eitthvað sem á að dekka þann aukakostnað sem er af því að búa einn, ekki samt leigukostnað, við notum húsaleigubótakerfið til þess
og manneskja sem þá með eftir breytingunum 467.000 krónur getur ekki unnið og býr ein, hún orðin svolítið hærri heldur en lágmarkslaunin sem að ég held að sé eðlilegt vegna þess að viðkomandi hefur ekki tækifæri til þess að vinna sér inn tekjur og við erum að hækka hinn talsvert meira, þannig að við erum svolítið að jafna þetta bil, því auðvitað það markmið mitt sem pólitíkusar að halda áfram þessari vegferð að bæta sérstaklega kjör þeirra sem að minnst hafa í hópi örorkulífeyrisþega. En á sama tíma erum við með þessari kerfisbreytingu að mæta þeirri gagnrýni sem hefur verið mjög hörð að ef að fólk með einhverjar aukatekjur að þá byrji þær strax að skerða hérna svokölluðu framfærsluuppbót sem að við erum í rauninni að eyða út. Getur orðið bara tekjulaust ef það verið hálfan sumarbústað? Til dæmis. Sem bara bölvöböl. Þannig að þú frá hrunið að þá voru skertar af ríkisstjórninni sem að þá tók við, sem að VG var aðeins, þá voru skertar lífeyrir, eftirlaun og örorkulífeyrir. Og það hefur verið mikil barátta meðal öryrkja að vinna það tilbaka og þau reikna þetta reglulega því að fyrir hrun að þá voru þau nærri lægstu launum og núna munar þetta held ég allt upp í 100-120 krónum sem að öryrkin hefur minna. Þannig að allir tók á sig ykkur byrðar við hrunið og það hefur verið létt af flestum nema öryrkjum. Og það hefur verið megin krafa þeirra í kjarabaráttunni undanfarið að við viljum lyftast aftur upp og munurinn töluverður. Já, hann alltaf mikill. Og ertu að halda því fram að með þessu frumvarpi að þá verði þessi munur lagaður, að hrunið sé búið í lífi öryrkja. Hann ekki lagaður að fullu leyti, en við stígum skref í þá átt. Þú nefnir það réttilega að þetta bil allt of mikið og ég hjartanlega sammála því. Eins og ég segi, þau sem að búa ein og fara snemma inn á örorku geta ekki unnið fyrir sér að þau eru eftir breytinguna í þessum 467.000 krónum sem náttúrulega hærra heldur en lágmarkslaun í landinu, meðan að hinn sem að búa þá ekki ein fyrirgefðu, að þau væru að hækka upp í með við sömu forsendur upp í 410.000 sem að sem ekki að ná upp í þetta sem að við erum að tala en við erum samt komin nærði og eins og ég segi, ég lít á það sem áfangasigur að geta fært þetta ofar. Svo megum við heldur ekki gleyma því sem hefur einmitt verið krafa til dæmis Öryrkjabandalagsins að það kostnaður sem að fylgir fötlun. Það alls konar auka kostnaður. Og ég til dæmis steig skref núna síðustu áramót og hækkaði styrki til bifreiðakaupa. Var líka að reyna að koma grænumálunum þar inn með því að það væri jafn hagkvæmt, eða kostaði ekki meira að fá sér bíl sem að væri rafmagnsbíl, bara til þess að taka þátt í þessum réttlátu umskiptum að þau geti líka átt við fyrir þennan hóp. Þetta svona eitt af því sem að maður hefur líka verið að reyna að kroppa aðeins í þegar kemur að þessum málum, en þarna tekið undir þær kröfur sem að komið hafa fram, meðal annars frá Öryrkjabandalaginu, að það verði að horfa á þennan auka kostnað og við erum að gera þetta víða í heilbrigðiskerfinu, sumstaður eins og þetta með styrki til að kaupa hjálpartæki og svo framvegis. En ég held að þetta sé sérstakt verkefni sem við þurfum að leggjast yfir, bera það saman við... Og ekki hluta þessum tillögum? Ekki hluta þessum tillögum, nei. Bera það saman við önnur lönd, sjá hvar við stöndum. Þetta eitt sem að mér finnst vera svona framtíðamúsík líka og bara hlakka til að vonandi sjá það gerast líka á næstu árum að við höldum þessari vegferð áfram. Hvatinn að breytingunum, ég veit ekki hvort að það sé lagfæring á kjörum öryrkja, einföldun á kerfinu, þannig að það sé ekki svona óréttlátt eins og dæmið sumarbústaðinn og fleiri. En það er líka krafa sem að liggur á baki og var komin í endurskoðun á þessum lögum áður en þú komst inn í ráðuneytið, sem að var eins og í starfsgetumat, sem var svona hugmyndum það að það þurfi að vera þurfi að vera smá svipa í kerfinu til þess að ýta öryrkjum út á vinnumarkaðinn, að við eigum ekki að meta þig af því að þú getur ekki unnið, heldur við eigum að meta hvað þú getur unnið og ef þú getur unnið
að einhvers mati 50% vinnu að þá þú að fara út á vinnumarkaðinn að reyna að finna 50% vinnu fyrir mann sem að kannski getur ekki lyft hendinni fyrir ofan axlir en getur hitt og þetta. Þetta var, þannig byrjaði þessi endurskoðun ekki frá kröfum öryrkja, heldur kröfu annara afla í samfélaginu sem að töldu að það væri vandamál í íslensku samfélagi að öryrkjum væri að fjölga of mikið. Og það væri, kerfið ætti að vera þannig að öryrkja kæmi ekki inn og bakveður einhver hugmyndum að þeim líði svo vel á sorglega lágu bótum að þau sitja þar eftir og fara ekki út. Þess vegna þurfi kerfið að vera að við ítum öryrkjunum svolítið út. Já, ég held að lang besta leiðin til þess að draga úr nýgengi örorku, þar að segja hversu mörg að bætast við inn í kerfið, að efla endurhæfinguna. Vegna þess að það svo margt fólk sem að detta úr vinnu og endar þannig inn á örorku. Hvort sem að það vegna einhvers konar slits eftir langa ævi eða vegna geðsjúkdóma til dæmis. Sem svona kannski, þetta svona stærstu orsakaþættirnir. Og við höfum náð árangur undanförnum árum með því að leggja meiri áherslu á endurhæfinguna. Og það skiptir máli að hún byrji sem fyrst eftir að þú dettur út af vinnumarkaði. Það sýna tölur frá virk til dæmis. Þannig að þess vegna erum við líka að leggja mikla áherslu á endurhæfinguna. En síðan sá hluti sem að snýra matinu, matið sem í dag mjög læknisfræðilegt, þetta örorkumat, að það hefur líka verið svona í fræðaheiminum hort mikið á það og leiðbenninga frá alþjóða heilbrigðismálastofnunin meðal annars að það þurfa að horfa meira til sálrænna og félagslegra þátta. Og við erum þá að stíga það skref líka í þessari breytingu að matskerfið horfi á þessa 3 þætti. Við erum ekki að horfa á kerfi eins og í Bretlandi, þetta breska starfsmatskerfi eða starfsgetumatskerfi. Sem hefur haft hryllilegar afleiðingar fyrir marga einstaklinga. Já, algjörlega og var ekki hugsað til enda. Það sem að við erum að gera umfram það sem að löndin í kringum okkur að gera, að það að horfa á þar sem eru kallaður umhverfisþættir og einstaklingsbundni þættir. Einstaklingsbundni þættir, aldur, kyn, dæmis ég tekið umhverfisþættir, til dæmis hverjir eru möguleika þínir á að fá vinnu á vinnumarkaðnum. Eitthvað í umhverfinu, í mögulegu vinnuumhverfi sem að þarf að breyta eða þá ekki til staðar fyrir þig. Þannig að þegar þú tekur þessa þættin í matið, að þá viljum við meina að við séum að passa upp á það að þó svo að fólk sé metið, að það eigi að geta stundað hlutastarf, að þá getur það náttúrulega ekki nema að fá í vinnu. Að þetta starf sér til. Já, og að starfi sér til og í sumum tilfellum að það fái þann stuðning sem þarf til þess að geta verið í starfinu, hvað sem að hann fýsískur, borðstóll eða hvað það eða annars konar stuðningur sem kannski hreinlega bara aðstoð inn á vinnustanum. Og þess vegna tvennt sem að við erum að horfa á í þessu nýja mati. Að í fyrsta lagi, ef að þú ert metin þannig að þú að geta stunda hlutastarf, að þá setjum við inn að þú getur hlotið svokallaðan virknistyrk á meðan að þú ert að leita þér að vinnu í alltaf 2 ár. Og á þeim tíma ber Vinnumálastofnun að aðstoða þig við atvinnuleitina. Ef að hún ber ekki árangur atvinnuleitin, að þá getur þú farið aftur í mat, þannig að þú er alltaf innkomu aftur í kerfið. Og þá hægt að taka tillit enn betur til þessara umhverfisþátta eins og til dæmis, það var bara enga vinna að fá. Það var ekki vinna sem að hendaði þessari mannesku miðað við þær færnisgerðingar sem að hún væri með. Og þetta gríðarlega mikilvægt til þess að loka lúppunni þannig að þú endir ekki á hlutaörorku án vinnu. Síðan ef þú ert á hlutaörorkunni sem þá 75% af örorkunni, að þá erum við að setja inn mjög ríflega hvata til þess að það borgi sig fyrir það að vinna. Og þú getur unni fyrir alltaf 350.000 krónum áður en að hlutaörorkan fer þá að skerðast. Þannig að við viljum meina að við séum búin að svona taka þessa hugmynd sem að einu sinni var uppi og útfæra hana með þeim hætti að hún geti í reynd aðstoða fólk og stutt við það út á vinnumarkaði.
Hin hliðin á þessu síðan framboð á atvinnu og líka annar stuðningur ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Og við erum núna, sem sagt ráðuneytið og Vinnumálastofnun, að vinna í endurskoðun á stuðningi ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Það til eitthvað sem að heita vinnusamningar öryrkja, það til ráðningarstyrkir og fleira og þarna erum við að horfa til þess að þetta geti tekið meira mið af fjölbreyttum þörfum fólks. Við getum tekið langtíma sjúkdóma eins og gikt eða geðsjúkdóma, MS-sjúkdómin og aðra slíka sem að koma kannski svolítið í bylgjum eða köstum. Þar hefur fólk verið að detta út á vinnumarkaðnum vegna þess að það frá vinnu í 2 mánuði eða 5 mánuði. Og hvernig getur þá ríkið stutt í rauninu við atvinnuþátttöku þessa fólks þannig að þegar að kastið kemur eða sjúkdóminu tekur sig upp, að þú hafir eitthvað möguleika á að halda áfram í þessari vinnu þegar þú kemur tilbaka. Þetta finnst mér líka mjög mikilvægt að við reynum að gera og það bara orðið svolítið langt síðan að við endurskoðuðum svona þessa atvinnuþátttöku ríkisins eða stuðning ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Ég held að í þessu felist eiginlega lykilatriði í því að formennirnir sem ég ræddi við geti í sjálfum sér ekki andmælt þessum tillögum, en geta heldur ekki stuttar vegna þess að það sjá ekki út fyrir það hvernig þetta verður í framkvæmd. Annars vegar hvernig matið og við höfum dæmum það í nágrannalöndunum að það geta verið, þetta getur orðið illkerfi sem að þrengir mjög að öryrkjum, rekur þá eiginlega af örorkulífeyri bara yfir á atvinnuleysisbætur þar sem að þau eru bara í vonlausri atvinnuleit, þar sem að fyrirtækin ekki að bjóða upp á þessa vinnu sem að kerfi kannski gerir ráð fyrir að þú átt að geta unnið 50% vinnu allavega einhvern sinn og svo þegar sjúkdómurinn veldur því að þú ert frá vinnu í 5 mánuði þá getur þú komið aftur en þessi vinna bara ekki til. Þannig að það tvennt sem annars vegar hvernig verður staðið að matinu og ég velti því fyrir mig þegar ég var að ræða við þar var ekki hægt að gera bara smá test að þessu eins og var gert við tilraunasveitarfélög og fleira, má ekki bara setja 1000 öryrkja í test að þessu og sjá hvernig það virkar áður en það sko samþykkt því að þetta virkar sömuleyti. Ég veit að þú getur hort á þetta og séð fyrir þér að þetta getur enda vel. En við getum fellt þessa ríkisstjórn og sett einhvern annan í þitt hlutverk og fleira og þá getur þetta orðið bara ekki gott, sko. Já, ég þakka tröstið í fyrsta lagi. En í öðru lagi, sko, þarna finnst mér vera algjört lykilatriði að það að við segjum það að manneskja getur aftur fengið mat þegar aðstæður breytast. Ef hún fær ekki í vinnu, þá getur við fengið aftur mat og það algjört lykilatriði og við erum að bæta náttúrulega bæði kjörin og aðstæðurnar fyrir fólk sem á örorkunni. Í öðru lagi, sko, ég skil rosalega vel að það sé hræðsla við þetta. Skilja, þetta hópur sem stendur svo veikt. Akkurat. Og náttúrulega bara vanur linnulausum afkomu kvíða. Og þegar á að fara að raska kerfinu sem að þá það bara skiljanlegt. Já, það bara mjög skiljanlegt en þess vegna skiptir líka máli og þar erum við að reyna að draga úr þessum kvíða og úr þessum áhyggjum að öll þau sem að á örorku í dag munu verða á örorku í nýju kerfi. Þannig að við erum ekki að taka fólkið sem með örorkumat í dag og láta það fara í gegnum þetta. Það bara fólkið sem kemur nýtt inn. Og við erum að tala að 14.000 manns það bil eru í dag á tímabundinni örorku. Þau fara þá bara varanlega í nýju kerfi. Það alveg ótrúleg breyting fyrir fólk sem hefur á nokkur ára fresti þurft að fara alltaf í endurmat. En það ekki þannig í nýja kerfinu að fólk þurfa að fara alltaf í mat aftur? Það var náttúrulega ekki dæmi af Unnur í formaði þroskahjálpar, tók dæmi á dóttur sinni sem með Downs, að hún þurfti að þegar hún kom á fullorðinsárin að fara í matum eða hvort þú var ennþá með Downs. Já, og þú kannastu þetta er stundum bara virkar eins og kerfið sé bara eitthvað bilað. Sko. Já, og það þetta sem við erum að segja með þau sem eru í kerfinu í dag. Þau halda áfram á örorkubótum nema þau óski eftir því að fara í matsamkvæmt nýju kerfi. Þannig að það í fyrsta lagi rosalega mikilvægt og í öðru lagi að þá auðvitað munum við núna áður en að lögin koma til framkvæmda keyra test á þessu. Það verður að gera það.
En matið í þróun, við eigum nú einmitt fund með öllum þessum félögum, formennu þessara félaga og fleiri sem að sátu hérna hjá þér á sunnudaginn eða maður rétt, á morgun til þess að fara yfir hvernig við sjáum fyrir okkur að samþætta sérfræðimati verði unnið og síðan líka þessar vinnumarkaðsaðgerðir því þetta eru 2 þættir sem að skipta mjög miklu máli. Og maður er á tilfinningunni eftir að hafa búið í íslensku samfélagi að vinnumarkaðurinn svona, hann er ekki að skána að þessu leyti sko. Mér finnst það þegar ég horfi til svona æskunnar að þegar maður var að vinna í fiski hér og þar á landið að þá voru oft fólk sem að bjóði í bænum eða þorpinu sem að var ekki með fulla starfsgetu en hafði vinnu og hlutverki í samfélaginu. Ég hefði á tilfinningunni að sko kröfur fyrirtækjaeigenda gagnvart starfsfólkinu og hvað það ætla að fá út úr því séu miklu harðar í dag heldur en var þegar ég var barn. Sko ég er alveg sammálaður að maður man alveg mjög vel eftir þessu sinni æsku. Ég er nú úr sveit og ólst upp þar og maður fór í kaupstaðinn og allt þetta sko. Þetta hefur kannski svolítið tapast í svona þessari þróun borgsamfélagsins og auðvitað hefur maður ákveðnar áhyggjur af því en á sama tíma erum við kannski komið með sterkara kerfi til þess að halda utanum og styðja við fólk til atvinnuþátttöku sem að ég held að sé bara mjög jákvæð. Eitt sem er breyst náttúrulega fyrirtækin eru fyrst og fremst að þjóna hlutum sínum en hafa minni samfélagslega ábyrgð heldur var áður. Já, það hefur í sumum tilfellum breyst. Og þá tillöguna það að við ætlum að borga þeim fyrir það að taka falla fólk í vinnu? Já, við verum að styðja, eins og kerfið í dag til dæmis, að þá í sumum tilfellum borgað kannski 75% sem lækkar niður í 50%, lækkar niður í 25% af hluta launana eitthvað slíkt. Og mér finnst niðurstaðan eða reynslan af þessu hefur verið mjög góð vegna þess að þetta eiginlega hvati fyrir fyrirtækin til þess að sjá það ekkert mál að vera með mannesku sem ekki með fulla starfsgetu í vinnu og þannig þetta líka hluti af vitundarvakningu og fá atvinnulífið með í þessa för. Þar hef ég lagt áherslu á að í þessum breytingum verðum við að horfa til ríkis- og sveitafélaga sem að þurfa að sýna kannski ekki síst gott fordæmi. Við erum í þessari endurskoðun á atvinnuþáttunum að horfa til sérstaks tilraunaverkefnis sem að við ætlum að vinna í ráðuneytinu hjá mér og hjá stofnunum ráðuneytisins að fyrirmynd sem að hefur verið hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Þannig að ég bind vonir við að það sé mjög margt að fara að gerast til hins betra í þessum málum og það snýr líka að menntatækifærum fatlaðs fólks. Ég var með sérstakann starfshóp sem að skilaði með tillögum bæði mennta- og starfstækifæri. Það skilaði sér síðan inn í svo kallaða landsáætlun í málefnum fatlaðs fólks sem að ég fekk samþykkt á þinginu núna fyrir páska. Þannig að það er mikil hreyfing að mínum mati í þessum málaflokki og óbærslega mikilvægt að við náum að klára þetta vegna þess að ég held að þetta muni skipta mjög miklu máli fyrir þennan hóp á komandi árum. En baráttan heldur alltaf áfram. Eitt sem við dreigum út úr viðtalinu við formennina var það að skortur á samráði. Og þú kannast við slagorð ÖBÍ sem að margir baráttuhópar sem að hafa verið ósýnilegir nota, ekkert okkur án okkar. Við erum að sjá þingið afgreiða frumvörp þar sem að lögfræðingar hagaðila skrifa nefndarálit og breytingar á lögum sem að renna síðan ekki þingið. Þarna erum við með gríðarlega stóran hóp, 20.000 manns kannski. Sem að einhvern veginn í vinnunni að þessu frumvarpi ekki skilgreindur sem hagaðili. Þannig að þau lýsir svo þannig að þið hafi komið og sagt frá hvert þið var að fara og síðan hafi þið bara farið og samið frumvarpið. Þannig að þau eru ekki aðilar að þessu og það sem að þau segja annars vegar út frá svona forsendum að vera hagaðili að ég ætti að vera við borðið af því að ég er bara gríðarlega hagsmuna að þessu en líka sem að svona sorg í því að við vitum svo margt sem að við sjáum alveg á frumvarpinu að hefði verið betra að hafa okkar þekkingu sem að lifum innan þessa kerfis með í. Sko í fyrsta lega langar mig að segja að það er mjög margt í frumvarpinu sem er afsprengi samtalsins við félagasamtökin og hafandi sjálfur stýrt félagasamtökum í gamla daga, það er ekkert orðið mjög langt síðan
að þá þekki ég nú þá tilfinningu ágætlega að finnast samráðið ekki vera nægjanlegt. Ég var einmitt að tala við formann Landverndar hérna daginn sem að lýsti því sko að það væri bara aldrei tekið tillit til þessu. Nei. Það væri þeirra tilfinning. Nei, akkurat. Og þess vegna skil ég nú það sjónarmið ágætlega. Hins vegar í þessu tiltekna máli að þá voru fulltrúar hagsmunasamtakana eða hagaðilanna voru inni í vinnu sem átti sér stað reyndar áður en ég kom í ráðuneytið á síðasta kjörtímabili sem að skilaði skýrslu í rauninni í hvaða átt við ætluðum að fara með kerfið og þegar ég kom í ráðuneytið þá hugsaði ég, þessum þætti lokið, núna þarf að vinna frumvarp og ég taldi skynsamlegt að gera það inn í ráðuneytinu án þess að vera að skipa sérstakann starfshóp í kringum það, en þegar við vorum komin á ákveðin stað, það var sennilega í fyrra haustið 23, að þá átti ég fund með geðhjálp, þroskahjálp, ÖBI og aldarfélögum þeirra, þar sem að við fórum yfir svona megindrættina, það var svo sem ekkert byrjað að skrifa frumvarpi á þeim tíma, eða eitthvað lítið, fórum yfir megindrættina og ég óskaði eftir viðbröðum þeirra og eitt af því sem að þau nefndu var áhyggjur þeirra að ef að farið yrði út í hlutaörorku að fólk myndi enda án atvinnu og það gripaði ekki neitt og ég vil meina við höfum svarað því kalli. Annað var þetta með endurhæfinguna og götin í kerfinu þar og ég vil meina við höfum svarað því kalli. Þriðja var að reyna að draga úr flækjustiginu, ég held okkur hafi tekist það allan einhverju leyti og síðan kem ég aftur til félagasamtakana núna eftir áramótin og þá komin með drögafrumvarpi og við förum í gegnum þetta komið inn, það komu ýmsar athugasemdir eðlilega þar, til dæmis get ég nefnt eina athugasemd sem að eða tvennt sem ég get nefnt sérstaklega sem að við breyttum bara áður en þetta fór í samráðsgáttina eða allavega öðru atriðinu áður að fór í samráðsgáttina og sennilega hinn áður að fór inn í þingi, skiptum kannski ekki öllu máli. Og það var til dæmis með þessi frítekjumörk að þau hafa hingað til ekki tekið breytingum eins og greiðslu ríkisins hver áramót. Þannig að við breyttum því. Þannig að núna eiga þessi frítekjumörk að fylgja hækkunum sem er gríðarlega mikið hagsmunamál og ég ákvað að bregðast við þessari athugasemd því að mér fannst hún bara mjög góð og sjálfsögð og við höfum vissulega rætt þetta í ráðuneytinu, settum þetta svona fram til þess að sjá líka bara viðbrögðin. Þannig að það er eitt dæmi og annað dæmi er náttúrulega öll þau sem eru á tímabundinni örorku í dag og var reyndar eitthvað sem að ég ákvað nú eiginlega að þau yrðu bara öll á örorku í nýju kerfi sérstaklega til þess að draga úr áhyggjum fólks og svo sem var ekki bent eitthvað sérstaklega á þetta heldur það var svona bara umræðan sem maður skynjaði. Þannig að ég veit það að þau voru ekki við borðið við að skrifa frumvarpið en svo átti ég auðvitað reglulega líka fundi bæði með sérstaklega með ÖBI en ég meina ábyrðin á frumvarpinu er algjörlega mín, hún er einskis annars og ráðuneytis mín. Þá aðra ráðherrar sem eru að leggja fram frumvarp sem oft eru meira og minna bara samin af óskum hagaðila, það á ekki við þetta frumvarp. Þetta er svona Já, ég vil nú meina mjög margar óskir hagaðalina hafi komið þarna í gegn sko, þannig en vissulega ekkert allar. Herðu, en eitt í þessu að því að þú talar um þetta kerfið sér flókið og það er einhver leyti rétt og einhver leyti er þetta líka hálfgerð svona þjóðsaga og ég held að séu margir þingmenn sem að einfallega hafi ekki sett sig inn í kjör öryrkja. Vegna þess að það er alltaf verið að segja við fólk að þetta er svo flókið. Það var bara eiginlega Pétur Blöndal sem skilur þetta og hann er dáinn. Það er eiginlega, og ótti formannana var meðal annars það að frumvarpið færi í gegnum þing og fyrst í ríkisstjórn og síðan í gegnum þing án þess að fá raunverulega þá umræðu sem þá skilið. Þetta er eitt af allra stærstu málunum sem eru á borðu þingsins í dag. Það er bara þannig. Sammála því. Já. En ég er ekkert viss að ef við tækjum inn að þingmenn bara að handahófi þeir færi að ræða þetta mál, ég er ekki viss það. Og það ég held að þessi raunverulegur ótti eða hann byggir á raunveruleika að hættan er svo að frumvarpi fari í gegnum þingið án þeirra umræðu sem að áraunverulega skilið. Já. Þannig að reyni ekki nógu mikið á þetta. Skil hvað mennar.
Nú frumvarpið búið að fara í gegnum fyrstu umræðu og var svona allnokkur umræða það. Þetta frumvarpið tiltölulega langt og fyrir þau sem að þekkja til almannatryggingakerfisins kannski einfaldara átta sig á þessu heldur en önnur. Og ég lagði mig nú líka fram það að bjóða upp á kynningu fyrir bæði stjórnarandstöðu og stjórnarþingmenn áður en ég fór með þetta inn í þingið. Mér fannst það mjög mikilvægt og líka inn í velferðarnefnd áður en ég fór með þetta inn í þingið og reyndar áður en ég fór með þetta í gegnum ríkisstjórn. Ég held að það skipti máli. Nú formaður velferðarnefndar Steinunn Þóra Árnadóttir í VG og hún hefur heilmikla þekkingu á þessu kerfi, bæði sem notandi þess og líka bara hefur lagt sig eftir þessum málum í þinginu í þau rúmu 10 ár sem að hún hefur verið á þinginu. Það svona sennilega meiri þekking inn í velferðarnefnd að sjálfsögðu og þar hefur fólk líka verið að kynna sér kerfið á þessu kjörtímabili. Við höfum verið að hitta þau í ráðuneytinu. Ég man allavega eftir einu mjög góðum fundi þar sem að var verið að fara svolítið í gegnum máli meðal annars þetta og ég held að nefndin hafi í einhverjum tilfellum líka kallað til sín sérfræðinga til þess að fara svolítið yfir þessi mál. En að sjálfsögðu þarf að ræða þetta vel og núna eru komnar umsagnir, það verið að taka á móti þeim sem að senda inn umsagnirnar og ég veit að til dæmis ÖBÍ og Þroskahjálp eru búin að koma fyrir nefndina. Þannig að núna tekur við vinnan að eitthvað þarna sem að þarf að betrumbæta sem að ég útiloka alls ekki því að það líka hlutverk þingsins að takast svolítið á við það verkefni. Já, við getum bara hvatt þingmenn til þess að setja sig inn í þessi mál því að þetta eitt af stórum málunum sem eru þarna. Þannig að þú sett ekki í þingsal að tala bara við Ingu Sæland og nafnaðinn, Guðmund Inga og Steinunni Þóru. Já, það samt ágæta fólk. Já, það ágæta fólk, en það væri að því þetta almennt frumvarp líka, þetta er hornsteinunum í velferðarkerfinu okkar sem Já, Kolbeinn Stefánsson sagði nú einu sinni upp í Háskóla Íslands, ég satt með honum í pallborði og hann sagði einu sinni, við megum aldrei gleyma því að við getum verið einum hamborgara frá því að fá hjartaáfall og korteri frá því að lenda í slysi. Þetta kerfi til þess að grípa okkur. Já. Og það fyrir þá sem eru heilbrigðir, þá hvet ég líka fólk til þess að velta þessu fyrir sér. Því ég hef tekið viðtal við margt fólk sem hefur orðið fyrir slysi eða veikindum og það svolítið sammerkt á því að öryggisneti sem við trúum að grípa okkur miklu gistnara heldur en fólk gerir sér almennilega grein fyrir. Og það held ég sé mikilvægt að við séum einhverja vitund það í samfélaginu hvernig öryggiskerfið raunverulega Herðu, en síðan eitt þingið, síðan ríkisstjórnin þú hefur þú hefur metnað til þess að koma þessu frumvarpi í gegn, ætlar að gera það í vor? Já, ég vonast til þess að við getum klárað þetta í vor. Það metnaður minn liggur til þess. En auðvitað það þarf að fara vel í mun ríkisstjórnin lifa sumir segja að ríkisstjórnin muni bara deyja strax eftir forsetakosningar? Já, ég hef ekki heyrt það en það í svona alls konar spjallháttum. Já, ég hef heyrt það í þeim en ég hef ekki heyrt það innan úr ríkisstjórninni. Ekki innan ríkisstjórninni. Hún vill lifa til haustsins 2025. Já, við stefnum bara að því að klára kjörtímabilið. Það svona það sem við höfum rætt. En mér finnst til dæmis þetta mál mjög mikilvægt. Það annað mál þarna inni sem að tengist líka þessum málaflokki sem að mér finnst mjög mikilvægt og það að koma á mannréttindastofnun. Við Ísland eitt af fáum ríkjum í Evrópu sem ekki með mannréttindastofnun eða svona sjálfstæða mannréttindastofnun og það skiptir máli til þess að uppfylla þau skilyrði að geta lögfest samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það mál fer svolítið í taugarnar á hægri hluta hægri flokksins í ríkisstjórninni. Já, það Eila meira þetta, því ég hef ekki heyrt mikil andmæli við þessu frumvarpinu. Þetta svona, sumt fer mikið í taugarnar á okkur vinstrimönnum og sumt fer í taugarnar á hægrimönnum. En þetta bara mál sem er stórt mannréttindamál og stór liður í því að við stígum þýðingamikil skref í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Þú hefur metnað að því að afgreiða almannatryggingamálið og mannréttindaskrifstofu. Mannréttindastofnun, já, ég hef metnað til þess. Já. Þú formaður VG
og þannig svona gengið á ykkur í dag í skoðanakonum? Já, þær mættu nú vera aðeins betri. Já, hvernig metur þetta? Hvað er? Hvernig ætli þið að ná viðspyrnu sitjandi í þessari ríkisstjórn? Sko, allir stjórnarflokkarnir hafa tapað miklu fylgi. Við skulum heldur ekki gleyma því að sjálfstæðisflokkurinn er mjög lár miða við svona sögulegt fylgi sitt. En hann hefur heilsu til gangs. Þið hafið svo slæma heilsu að þið hafið ekki heilsu til gangs. Og Framsókn líka mist heilmikið fylgi. Já. Við vissulega kannski erum komin, ég myndi segja bara á hættulegan stað, eðlilega. Mér finnst skipta mjög miklu máli að okkar rödd heyrist áfram í samfélaginu, algjörlega. Þannig að verkefni framundan hjá okkur er að bæði rífa upp starfið innan VG, finna betur okkar hillu aftur. Ég held að það sé ákveði rými að skapast bæði í grænum málum og í vinstri málum sem að verður spennandi að sjá á næstu misserum hvernig svona hið pólitíska landslag mun þróast. En er hægt að ná þessari viðspyrnu og endurskoðun verandi í ríkisstjórn? Það er kannski alltaf erfiðar að ná viðspyrnu þegar þú ert í ríkisstjórn vegna þess að það eru meiri kröfur að sjálfsögðu, þú ert að gera málamiðlanir og svo framvegis, en við viljum láta reyna á það að ná þessari viðspyrnu og þetta er stóra málið núna í samfélaginu er að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það eru þetta svona verkefni sem við getum öll saminast og sama tíma við erum að reyna að klára líka önnur mikilvæg verkefni. Ég fekk til að tala við almannatryggingar en ég ætla ekki að nærra því í umræður almenn stjórnmál. Ég ætla samt að spyrja því, hefur þú metnað til þess að vera formaður VG lengi ennum sinn? Lengi ennum sinn. Ég hef ekki tekið ákvörðun það hvort að ég ætla að gefa kost á mér. Ég ætla að leyfa bara þeirri hugmynd að malla svolítið í undir meðvitundinni. Hvenær eru þið með ráðgert flokksþing? Sko landsfundur, ef hann verður á svona reglubundum tíma, þá er það á fyrri hluta árs 2025, en svo þurfum við að sjá hvort að við hittumst fyrir til þess að kjósa nýja forystu og ég nú þeirra skoðunar að við eigum að gera það því að það er mikilvægt að ný forysta fari inn í síðasta vetur. Og hafi skýrt umboð sinna flokksins. Já, mér finnst það mjög mikilvægt. Þannig að þú upplifir að þú sért ekki alveg, þú ert formaður, stundum ertu sagt þú sért eins og sért sitandi formaður og þú ert formaður bara. Já, ég er sitandi og standandi og starfandi og líka bara formaður. Þannig að maður er það náttúrulega bara þangað til að verður kosin formaður. Herðu, Guðmundur Ingi, kæra þakki fyrir að koma hingað. Sömuleiðis. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, herðu, það er komið tími að fara í leikhús. Og ég var sendur í leikhús á föstudaginn síðasta á frumsýningu á óperunni 100.000 sem var stórmerkileg sýning og hingað eru komnir hluti af aðstandendunum. Það er Þórunn Greta Sigurðardóttir sem er tónskáldið og Herdís Anna Jónasdóttir sópran sem fer með öll hlutverkin og Salvör Gullbrá Þorvaldsdóttir leikstjóri. Við erum velkomnar. Takk fyrir. Svona því ég tek eftir því að þið eru allar konur en þetta er svona kvennasýninga, ekki? Jú, þetta er það sko. Það er einn kallmaður í hópnum, er það ekki? Nei, tveir. Hljóðfæraleikara. Ilmur og Frank. Já, en þeir eru náttúrulega partur af stelputeiminu sko. Þetta er kvennaverk. Og svo textinn er eftir Kristín Eiríks skáld. Já, akkurat. En bara því að ég nefndi þetta hana með kvennasýning, hvernig er það þessi kvennasýning, fyrir það að þið séu konur? Sko, þetta er náttúrulega svolítið mikið kynslóðir kvenna, þetta er, þú veist, þetta fjallar þrjár konurinn, eða það 3 personur sem Dísa túlkar er allar konur og þar er móðir, dóttir og drottning sem eru þú veist, eru ákveðin móðir, ákveðin dóttir, ákveðin drottning en samt að einhver leiti getur verið svona eins og svona erkitýpur kvenna, þú veist, út í samfélaginu þannig að ég myndi klálega segja, þú veist, að textin er
ég tengdi mjög mikið við textan Úr frá kvenna byrjun, heimi. þú veist, já. Kemur kvenna heimi. Þó að Já. séu stéttaskipting og alls konar hlutir þetta. Já, þá er samt svona, já, það er stéttaskipting sem konur eru mjög meðvitaðar þú veist, það er, ég meina, drottningin í þessu verki er svona samtíma drottninga einhver leiti, þú veist, ég sé hana pínlítið eins og svona, já, þessu svona ofurríku konu sem að er mjög aftengt konunni á, sem er að skúra, fara að borga fyrir að skúra gólfin eða, keyra leigubílinn, eins og í þessu æventýri. Já, hvað segir þið? Já, ég, það er svona einn af útgangspunktunum, getur sagt, bara frá byrjun, þegar við byrjum bara í hugmyndavinnunni, er einmitt þetta svona, sko samband okkar og viðhorf gagnvart vinnu og vinnuafli og sem sagt út frá þá í samhengi við alþýðuna eða sem sagt almenning að bara hvað sko sjálfsmynd kvenna getur verið djúpt tengt því að afkasta eða vinna eða vera dugleg var ég hef svona oft hugsað Charlotte Böving, leikona, hún skrifaði einhvern pistila sem hún talaði að vera duglegur fasismi á Íslandi. Þetta er svona, það er já, þetta er svona þetta samband við afköst einhvern veginn og bara vinnu siðgæði yfir höfuð og svo kemur sem sagt sko þetta sem Salka myndist á í drottningunni vinkillin á sko aftenginguna síðan sko við hvaðan er allt þetta upprunni, ég meina við erum öll einhverjir hamstarar í hjólum atvinnulífsins og til þess að eiga meiri pening til að kaupa okkur dót sem og hver bjóð það til og hvaðan er það komið og upprunnið og hvar endar það einmitt og svo framvegis og þessi endurspegluninn í drottningunni á það bara algjöra aftengingu við þessa þætti á meðan móðirinn sér bara sæng sína uppbreyta ef hún þjónar þessu ekki sko. En svo er þessar konur líka allar fastar í einhverju kerfi sem að það er eiginlega og sérstaklega dóttirinn bara sér engar leið út úr því eiginlega og þetta er líka tengt þessu þá að þessu kynslóð eftir kynslóð er þetta sama upplifun þetta er svona þessi áfallasaga kvenna sem er mitt búið að vera rannsaka og hún er rakin hana í marga ætliði já, akkurat einsetning á ætlið já, akkurat, nákvæmlega já, í kvenleik já en móðirinn er að líka að kúa dótturina svolítið, það er hérna svona dætra mæðra söngur hérna sem að móðirinn veður inn á dótturina og hefur endurleysa skoðanir hvað hún eigi að gera bankar ekki bankar ekki fyrir en hún er komin inn sem er klassík stundum þarf bara aðeins að berja hann í gang já, dótturina já, því að þú veist, hún í rauninni þú veist, ég held að móðurinn í þessu verki, hún lítur á svona sem sitt hlutverk að viðhalda þessu kerfi hún lítur á, þó að hún sé ekki að blómstra eða líði vel eða þú veist, í því, þú veist, þá lítur hún samt á sem sitt hlutverk að viðhalda því og koma dótturinni inn í það, þú veist, að endurtaka það sem að móðir hennar gerðu, þú veist, þannig að það er ekkert svona, það er enginn sem brýtur þá hringrás, sko, nema kannski dótturinn, þú veist, það er svona, það er svona opið í endan hvort að einmitt, ég held líka sko að mamman er að því hún heldur kannski að dóttirinn geti komist lengra ég á barn sem er betra en þitt og hún
vill meira fyrir dóttur sína en er samt bara að viðhalda þessu sama og vill ekki leyfinni að komast, þetta er einhver rosa pressa innan í henni held ég, það er eins og má ekki, barnið er betra en ég en það má samt ekki vera það sem ég held að maður tengi við, þú veist, af því það er það er oft tala þú veist, hvernig konur, þú veist, koma fram við aðrar konur og kúa aðrar konur, þú veist, það er alveg hluti af þessari stéttaskiptingu og það er alveg hluti af þessari, þú veist, kúun kvenna er hvernig við viðhöldum, þú veist, líka Akkurat. því kerfi. Þannig að þú veist, mér ást það líka einhvern veginn áhugavert. Það er ekki líka bara eins og Bjartur, þú veist, sá sem er kúaður í stóra heiminum, hann er kúari í litla heiminum eða hann kemst upp með það, sko. Nákvæmlega. Og móðurinn er náttúrulega kúarinn og drottningin í úlingarvíkinu. Já, akkurat. Það er ekkert afl verra sem við getum labbað inn í þær byggja heldur en móðurinn. Já, akkurat. Já, og hún sér ekki svo er þetta líka sko ég sé það líka þannig að hún sér enga aðra leið sko, hún er svo hrædd við það að stíga út úr því að því að bara hvað gerist ef við borgum ekki hvað gerist ef við eigum ekki pening allt í einu bara, við verðum bara borðnar út já, það sungjum það já. Þetta skiptir máli, þetta er allt öðruvísi ef að drottningin væri kall, að þá fengi þetta allt aðra merkingu. Já, sko. Með allt annan svip og tón. Já. Og sjónarhótt. Það myndi breyta öllu. Það myndi breyta öllu. Já, það er allt öðruvísi. Já, það er allt öðruvísi dýnamík, þú veist. Karl að kúa konur eða konur að kúa konur. Já, það er náttúrulega bara ein karlpersona í þessu verki, það er prins sem að er ekki sem svona, eða þú veist að hann er reyndar kemur aðeins við sögu í verkinu en hefur ekki beint rödd sko, en hann er samt svona í þeirri stuttu sko, alveg hann sést hann sést en í þeim stutta hluta sem hann fær, þú veist, þá er hann eiginlega svona hann er svona objekt, þú veist, sem er dáður, þú veist, af drottningunni, þú veist, þannig að, hann er svona tákmynd, sko, og þannig að það er, En finnst þið ævintýri, er þetta ævintýri? Er þetta, það er náttúrulega sena í lokin þar sem að dóttirinn er í brúðarkjól, en þetta er svona þyrnirús, dóttir leigubílstjórans giftist. Já, hugmyndin er sótt í, Grimsævintýrið um spunakonuna 3. Það er og þaðan koma þessar pælingar öfurlega, það sem að það ævintýri hefst bara á þýsku er það bara es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, það var einu sinni stúlka sem var löt og hún vildi ekki spinna bara, það fer bara svona stað því líkt hneyksli náttúrulega eins og gjarnan er í þýskum ævintýrum. Það fer ekki vel fyrir þeim sem eru latir þar. Nei, siðferðisboðskapurinn náttúrulega bara ofbeldisfullur í öllum þessum ævintýrum og þjóðsögunum og við þekkjum þetta alveg í öllum þessum, eða öll þessi minni, en þar er, sko, það sem að mér fannst svo spennandi við þetta ævintýri er samt í rauninni að það er alveg hægt að lesa það á þann hátt að sá sem að eða sú sem að er löt standi uppi sem einhvers konar seguveri en við fórum aðeins lengra heldur en það við náttúrulega og við sækjum hugmyndina bara þangað þetta er bara svona kveikja og í rauninni konsept og Þeir eru ekki trúverkinu? Nei, við erum það ekki við erum bara að sækja hugmyndir þangað og velta fyrir okkur hver eru tengingarnar bara við samtíman í þessu verki og ég meina það sem við hugsaum í samhengi við drottninguna meðal annars er bara raunveruleika sjónvarp og áhrifavaldar meðal annars og fórum bara inn í að því að sko þetta er mjög nútímalegu texti orðfærið og vísanir og það allt er bara beint úr strætó. Já, það er líka, þú veist, og því að við hugsaum
já, að þegar við vorum að vinna með þetta ævintýri og svo einhvern veginn á sama tíma, þú veist, það er svona áhugavert að pæla hvað hlutverkis ævintýri þjóna sem er einhvers svona siðferðisboðskapur eða þú veist að reyna að kenna, þú veist, ég er alltaf að lesa Rauðhettu, eða þú veist, dóttir mín vill heyra Rauðhettu, bara næstum okkur í kvöldi sem mér finnst eiginlega sko, svona frekar erfitt af því það er allt svona, það snýst að þú veist, Rauðhetta átti ekki að fara út af stíknum og átti ekki að fara út fyrir línundar og ekki tala við ókunna, þú veist, og ég meina Öskubuska og svo dugleg og hófær í rauninni að henni er launað endanum og þú veist, og í Spunakonunum þá er þetta samt ógeðslega áhugavert út af því að þá er stúlkan löt, hún fær einhverja aðra til að spinna ullina fyrir sig og vinna fyrir sig og hún fær svona þessa áskorun frá drottningunni, ef þú spinnur alltaf þessa ull þá færðu það að giftast prinsinum sem er náttúrulega æðsta takmark. Já, sem getur hent konu eða fengið konu. Já, nefnilega, það er eina leiðin til þess að færast upp stjætt, það er ekki til ævintýri þar sem einhver kona vinnur sig upp á toppin, sko. Þú veist, nema að fá einhverja svona, að giftast einhverjum prinsi, sko. Og ævintýrin enda yfirleitt þannig. Og já, við vorum að hugsa þú veist, já, ég var ekki að pæla mjög mikið í raunveruleika sjónvarpi þegar, ég man ekki alveg hvar það byrjaði, en það var einhvern veginn það, þú veist, að raunveruleika sjónvarpi snúast eiginlega líka þetta. Þú veist, það er kannski svona ævintýri samtímans er að þú ert venjuleg manneskja og svo færðu einhver áskorun og allir eiga að horfa á þig leysana og þá þú fær verðlaun og lífið umbreytist ef að þér tekst að klára áskorununa. Þannig ég held að þú veist, það sé ekkert frá tíma Grímsævintýrina þó að við séum ekkert endilega kannski, já ég veit ekki, ég held að þú veist öll börn samt fá alveg að heyra ævintýri ennþá og allt þetta, þú veist, og þau lifa alveg en þú veist, ég held að þetta sé svona ævintýri nútímans, það eru þessar umbreytingar þar sem að þú færð eitthvað tækifæri og þú ert alltaf að býja til því sem er svona almúgin, þú ert alltaf að býja til einhver komið með tækifæri og svo sér einhver Simon Cowell þig og já, nákvæmlega og verður framgang og við sem almúgin, þú veist, akkur eigum við að mér finnst áhugavert að pæla í, þú veist, hver tilgangur þeirra hvort almúganum, það til þess að almúgin sjái þetta og hugsi, já, þetta gæti orðið ég, þú veist, ef ég bara held mínum gildum og ég er rosalega dugleg og rosalega hófær, þá kannski mun einhver taka mig upp á götunni og gefa mér áskorun sem ég mun leysa með glæsi brag og fá að giftast prinsinum. Uppgötan á kaffibarnum, þetta var eins og við sagt, sko. Akkurat. Það eru kynslóðin sem er kannski 1-2 undir mér. Já. Þetta eru hömulega örlög, það var eitthvað gamalt poppari sem sagði það að þeir sem að slá svona í gegn, þeir fá fræðina en engan pening. Já. Það er ekki hægt að, það er ömulegt ástand. Það er sérst að vera svona ædolstjarnaðir. Já, þú verður frægur, en þú átt ekkert. Sem að þó popparandi gömlu kannski eiga. Já, en það dóttir... Þetta er í amerískum heimi, við íslenski poppar eiga ekki. Það er maður náttúrulega við dótturinn það. Dótturinn náttúrulega, já. Hún er ekki með hamingjusemi í endan. Nei, hún fær þetta allt upp í hendunar. Hvað breytist. En engin gangur nógu langur og ekkert herbyggja nógu stort. Og stúlkurnar eru ekki mjúkendar sem klæðan á... Já, einmitt. Þannig að, já, er þetta góður endir? Ég veit það ekki. Raunsannur. Já. Herðu, hvernig er þetta búið til? Eru þið að semja tónlistina og textan samtímis? Já, það var í rauninni svolítið markmið hjá okkur að prófa það. Við Kristínu höfum unnið saman 2 sinnum áður og þá í bæði skiptin þá hef ég komið svolítið inn í þetta svona þegar allt er tilbúið, þegar textin er tilbúin en svo kviknaði þessi hugmynd að okkur langaði til að prófa að frumsemja saman og Og hver er munurinn fyrir þig? Hafði áhrif á músíkina? Er þetta öðruvísi músík? Ég held að hafi aðalega haft áhrif á já, ég náttúrulega vona að ég sé ekki að endurtaka mig mikið. Ég held að við séum ekki að endurtaka mig mikið núna. En það hafði áhrif á nálgununa og sköpunarferlið tölverð. Ég hef aldrei skilið svona mikið rými eftir til dæmis fyrir samsköpun og spuna og var að prófa það bara í fyrsta skipti að skilja eftir áður en æfingatímabil hefst
töluvert rými fyrir hérna mótun og samsköpun. Þá fyrir hljóðfæraleikaranna, hvernig, eða fyrir söngvaran? Fyrst og fremst, en samt við vorum búin að vera, ég vil nú alltaf vera í miklu samtali við að vera semja fyrir rödd, sérstaklega við söngvarana, en og yfir höfuð flytjendur þegar ég er að semja svona, mér finnst voðalega gaman að klæðskera sníða alveg ofan í flytjendur, mér finnst það mjög gaman. Og það hljómaði þannig eins og það verið bara sniðið fyrir hana sko. Það var ekki bara eðlilegt hvað þetta var sko, þetta var bara mann veist það stórkostlega framist Já, það var bara salón í hálsinn á mér. Já, það var alveg mögnuð og einmitt þó að ég hef oft hugsað líka þetta, núna er þetta farið að hljóma eins og þú farir svo létt með þetta sko, en þetta er nú ekkert auðsungin tónlist alltaf á öllum köflum, þetta er alveg þannig, tónsviðið er alveg þannig í báðar áttir og svona. En já, ég myndi segja að þetta hafði það að fara saman í hugmyndavinnuna og leggja af stað þannig hafi einhvern veginn allavega þá fannst mér ég ekki ég vildi einhvern veginn meira af þessu, ég vildi meira af samtali inn í ferlið allt og fannst ég einhvern veginn hafa þörf fyrir að gera einhverjar meiri tilraunir í vinnuferlinu sjálf. Og leyfa því að gera sem að verður til þegar maður er að vinna með öðru fólki, eða ekki? Já. En þessi hljómsveit sem er nú eiginlega bara yfirnáttúruleg klarinett og svo bara eitthvað drasl. Þetta er það er rafmagnsharpa. Það er náttúrulega hún var ein áskorun. Ég hef unnið töluvert með Frank og Katie, þau mynda dúó harpverk saman og þau voru bara áhrifavaldar í rauninni og hafa bara á íslenska samtímasenu sko í tónlist þau voru bara fyrstu samstarfsaðala mínir fyrir utan skóla bara í þegar ég er að prófa mig áfram bara og þannig að ég hef unnið með þeim töluvert mikið áður og hef þá alltaf skrifað fyrir bara akústíska hörpu, pedalahörpu en svo var Katie búin að fá sér þessa græju og kynnti okkur bara fyrir henni og við vorum bara á fyrsta svona workshop í Slagverkskjallaranum í Hörpu og þar sem við fundum líka til allt þetta þar vorum við plastnum í dótakassi en það er bara svona ímislegt dót svona auka dót sem að slagverksleikarar eru oft með sem býr til vind og býr til einhverja svona skrifna takta og við vorum líka svolítið að hugsa að reyna að hafa sem mest úr plasti við vorum að svona plastdót. Já, við erum svolítið, það er svolítið mikið gerfiefni í þessu. Þetta er svolítið bleikt og gerfi. Já, af því að hún tala líka þú veist, hún kemur inn með drastlskúfur fullar af litlum plastlutum sem enginn veit hvaðan komu. Segir dótturinn sko, bara svona hennar fyrstu. Hver á ekki svona drastlskúfu heima á sér? Já, með plastlutum. Já, ég held einmitt að þú veist, það sé svolítið, gefur verkinu svolítið mikið að vera að vinna með í tónsmíðunum, það er líka svona mjög mikið konsept einhvern veginn hvernig hljóðfæravalið er eða þú veist, hvað hljóð koma og einmitt þessi litlu hlutir sem að þú veist eru notaðir þegar að dótturinn talar litla hluti, þú veist það er svona, ég held að það er öðru segja ef þetta hefði allt verið samið svona alveg verið bara tilbúið lengur fyrirfram og Það lítur að vera öðruvísi að syngja með svona hljómsveit sem að stundum er bara eins og bara eitthvað svona grind eða eitthvað í samanburði að maður sæði fyrir sér bara heila Þetta ferli var bara allt
óvinnlegt og öðruvísi heldur en ég á að venjast en það var alveg ógeðslega skemmtilegt og mjög forvitnilegt og ég man ekki að verða ár síðan við hittumst á svona workshopi til að pröfa og þá var Þórunn Greta líka, þá var ég komið með texta og þá var hann að fá mig til að syngja svona og hinsegin, prófa meira Wagner og alls konar bara til að, þá var hún bara að kynnast mínu hljóðfæri tók upp og fór með það heim og svo þetta búið að vera mjög forvitnilegt og ég fekk líka taka þátt í að vera búið til spunavélar úr þessum hljóðfærum í Slaverskjallaranum þannig að við vorum svolítið að leita að þessum hljóðheimi saman sem Þórunn Greta setti svo niður á blað og setti saman en það var náttúrulega ógeðslega skemmtilegt en jú, ég var stundum alveg pínulítið lost líka en það er bara partur af þessu. Það svo röddin sko er bara, hún er einhvern veginn svona framalega í þessu eins og kannski stundum er í óperu og mér finnst það mér finnst bara margt í þeim laglínum minna mig bara á það sem ég hef heyrt bara í óperum á meðan að sko undirspilið var miklu kemur einhvern veginn úr svona öðrum heimi það fannst mér sko röddin vera raunverulega bara klassík en ég er ekki að tala séð sko gamaldags hún er alltaf melodísk oft sko hún verður oft melodísk ég var svona svolítið þarna var líka kannski svona búa til svona, reyna að draga fram einhvers konar einkenni eða bara hvers og eins karakters fyrir sig og það er kannski mitt og hugsunin var sem sagt allan tíman í sérstaklega í öllum köflunum þar sem móðurinn kemur fyrir að að þá svona fer ég ekkert rosalega langt kannski frá bara svolítið þulunni bara og svona hugsaði með svona rockin og þetta svona eða og oft í svona handverki hjá konum að það er eitthvað svona taktfast og svo svona þetta svolítið það er líka alltaf í textanum maður getur bara fundið þegar maður lesa bara án tónlistarins einmitt og það komur svona ákveðin element náttúrulega þaðan og þetta var líka svona ákveðin marki meðvitað frá grunni sko áður þannig að við vorum svona eða við lögðum svona svolítið upp með það að þarna væri svona svolítið þessi vél einhvern veginn alltaf gangandi þú veist sem að bara hættir ekkert og að hvernig er hægt að vinna með það í hljóðheim og mér finnst líka mjög gaman að vinna með hreyfingar í samhengi við tónlist að því að oft bara ef ég bara geri svona hreyfingu þú heyrir á endanum taktinn þú veist þó þú heyrir ekkert hljóð að svona, mér finnst gaman að vinna með þetta getur og það er það sem er skemmtilegt við leikhúsið og að hafa hljóðfæralekarinn svona sýnilega þeir eru ekkert onni grifju eða til hliðar eða neitt þannig þeir eru bara líka því það er ekki til grifju þarna í þessu ég hefði aldrei haft á í grifju Herðu, en það er náttúrulega það eru 3 persónur í þessu en þú skrifar þetta allt fyrir sömu röddina og samansöngvaran hvað er það? Já, ég er búin að vera að spyrja þessu ansi oft hvað er þetta í mér að gera einleiks óperur fyrir söngkonur margratta og marglaga já mér finnst það bara eitthvað ótrúlega spennandi við það en þá er þetta, ég meina þetta er ópera en maður hugsa svo býtu ég geta alveg bara konsert fyrir sópran og hljómsveit þetta getur verið vísnasöngur þetta getur verið eitthvað svona ópera getur verið svo margt þetta getur verið malir bara þú veist fulla hljómsveit og eitt söngur ljóðaflokkur já þetta er raunverulega þetta er bara ljóðasöngur þú getur bara farið og þið getur bara sett þetta upp annar staðar og sleppt búningunum og kandiflósfjölinni og þá er þetta bara ljóðasöngur eða hvað ég spyr eins og Björn það er alveg allt hægt sko en svo bara, einmitt en svo er þetta einhvern veginn, en svo líka eins og með þessar 3 persónur þú veist, mér er svo skemmtilegt að sjá, við hefum getað verið til þess með 3 söngura og
eða Já. 3 leika, eða þú veist, eitthvað og tónlistin hefði verið öðruvísi reyndar út af því að þetta allt samið ofan í Dísu. Já. En Þá hefði líka orðið til sem oft í óperum sem persónur syngja móti ykkur annari. já, Þetta eiginlega nákvæmlega. bara Þetta aríurnar eiginlega- út í sal, sko. Já. Já, nákvæmlega. En það einmitt líka svolítið þannig í óperu. Manni finnst oft fólk vera eða þegar ég hef séð óperu, þá finnst mér oft eins og séu bara svona mónulókar. Já. En þú veist, mér finnst Það er oft það eins og sem óperusöngarnir ekki vera. Aríur Já. eru það. Það er það sem er dásalegt við óperu. Já. sko. Já, Og en þegar bara er Tíminn sungið innan stoppar úr og- hjartanu Já. í salin já, og hitt liðið þannig í sögunni er eiginlega sko, Það bara hlustar á já, meðan. það er bara mér finnst hlustar. það dásamlegt og ég er alltaf að býða eftir óperu að koma aftur sko, af því að Já. ég held að þetta sé Já, hún bara er að koma tjáningamóti aftur. sem vantar. hún er að koma aftur, sko. Þegar Hún við er erum að- með þessa óperu Já. og hún er náttúrulega, nú mæta allir á hana og svo það er sko 2 óperu í gangi í Þjóðleikhúsinu núna. Og svo á að setja upp þjóðaróperu sem að ég tjá mér reyndar ekki um út af þekkingaleysi, ég veit ekki. En Það er mikil gróska í Það er gangi. mikil gróska, bara, sko. það eru margir grasrótarhópar. Já, það eru margir grasrótarhópar og það var bara komið tími til. Ég bara þegar ég var í framhaldsnámi 2011 bara svona alveg orðin frekar gömul þegar ég fór að þá þá átta ég mig á því bara að það er búin að vera 10 ár þar á undan var bara búin að vera gríðaleg gróska í samtíma contemporary music theater, bara svona samtíma tónleikhúsi í Evrópu bara sem var bara mjög spennandi og ég er henni bara svona, átta mig bara á þegar ég byrja að sækja viðburði þar. Svo líka held ég að sé að því að þetta með að persónan talið sitt innra líf út í salin. Mér finnst fundið sko í sömum uppfæslum sko leikrit vilja vera þarna. Til dæmis mjög ábyrjandi í Eddunni og Þorleifi sem var eiginlega bara ópera án tónlistar þar sem að eins og allar persónuna vildu sko blokka út í salin. Já, þetta þetta skiptast á að gera það. Þetta Kannski er það orðin svolítið svoleiðis og við Hann er viljum bara tala náttúrulega- beint við eitthvað svona við fjöldan. Hann er Já. náttúrulega líka Hægt að alltaf tala að leikstýra óperum Hann í er það. úti og hann har Já. ekki gert það hér ennþá. Nei, og svo, en það voru einmitt, það hafa verið svona leiksýningar eins og X, trílógían, Já. bara langir mónulókar, mann eftir og rosalega vinsæl, Jim Cartwright gerir þetta til dæmis, hann var rosalega vinsæll á Íslandi í 10. áratugnum, Stræti og Taktulagi Já. Lóa og Já. Stone Free og eitthvað, þetta er bara eintöl, Aríur. þetta eru eintöl, þetta er ekki samtöl. Já. Það er eiginlega ekkert samtala fullt af leikurum á sviðinu, þeir bara fara með eintöl. En tölum þetta, því að þú lendir í þessu vandamáli, Salka, að þú ert með 3 persónur sem að öll eru skrifað fyrir sömu röddina Já. og það er sama manneskja sem leikur það Já, og þú ert að búið í leikurshús. já. Þetta var áskorun, sko. En á sama tíma, þú veist, þá hugsaði ég líka, mér finnst það samt bara skemmtilega áskorun líka út af því að, sko, það er líka svona smá, ég held að Dísa, þú veist, líka það er rosalega auðvelt að vinna með því. Hanna, hún er rosalega til í allt þetta, svo hleypur þú undir sviðið eins og þú getur og kemur upp syngjandi og gerir þetta og þá segir hún, þá er hún alltaf bara eitthvað, þú veist, og er náttúrulega fárlega professional og er náttúrulega, þú veist alltaf hvað varst úti í Já. Þýskalandi, Já, þú veist, og ég 17 ár. hugsaði alveg, þú veist, Og svakalega svona performer myndum að segja Já, við af því söngvara að sem að stundum ég er er ekkert annmarki viss á um- söngurum að vera það ekki. ég er Það ekki að reyna að sleikja Dísu neitt upp, sko, með því að segja, ég held að Nei, eru tók mjög alveg fáir sem hefði getað gert þetta, sko. Ég held að allir tekja eftir því. Já, þannig að það var alveg stór faktor en við fundum samt að svona praktist með hvað við vildum gera sem var að mér langaði bara til að búa til rosalega sjónrænan heim vegna þess að bæði, sko, mér finnst textin svo skýr að mér fannst margar svona tilraunir til þess að reyna einhvern veginn að láta eitthvað leika það sem er svona beint einhvern veginn bara mér flatar og einhver leiti er ég svona mjög hrifin af abstrakt núna, sérstaklega svona tímum sem eru hvað maður að segja svona það sem að raunveruleikin er mjög er orðin of raunverulegur þá held ég að þú veist
alveg svo, þú veist, ég fór að hugsa svolítið data, þú veist, datahreyfinguna sem spratt upp eftir, þú veist, seinni heimsstyrjöld, eða þú veist, eftir heimsstyrjaldir og hvernig það alltaf surrealismi eða data eða eitthvað svona abstrakt sem að fólk leitar í og ég var sjálf svona í svona smá burnout, þú veist, ástandi að einhverju leiti bara út af eiginlega ástandi í heiminum og þessari vinnu menningu sem í gangi í, sko, ekki síst í sviðslistaheiminum og örugglega listheiminum, ég meina hér þetta reyndar út allt. Þá fór ég að hugsa svona hvernig getur við sett þetta upp einhvern veginn þannig að sé þannig að við mætum ekki inn og erum alveg bara já, akkurat, við erum í hamstrahjóli og þú veist, þetta var aldrei að fara að vera realist þannig að mér langaði einhvern veginn að fara einhverja aðra leið að því og sá einhvern veginn strax fyrir mér að þarna var hægt að búa til eitthvað svona mjög sjónrænt verk og í samtali við Guðný Hrund Sigurðardóttur, leikmynda og búningahönnuð sem að ég hef unnið svolítið með og vissi að þú veist, bara leiði mér að segja bara eða metna fylgsti leikmynda og búningahönnuður á Íslandi, skilurðu að hún myndi vilja fara alla leið, þú veist, með það þannig að við einhvern veginn ákvaðum að leyfa okkur að reyna að gera mjög sjónrænan heim þrátt fyrir að vera, þú veist í kassanum, þú veist, að gera sjálfstæða uppsetningu fyrir eitthvað lítið budget í rauninni að vinna úr því þannig og nota þá til að túlka þessar 3 persónur, þá þurfti í rauninni hún að breyta alveg um útlit, sko og settum og drottningin náttúrulega mjög svona sjónrænt, ég meina hún fer alla leið í sínu og en móðurinn einhvern veginn, þegar ég las móðurina þá fannst mér hún svona næstum ósýnileg næstum ég svona einhvern veginn svona eins og svona einhver vofa eða gufa eða eitthvað, þú veist, einhvern veginn hún næri ekki, hún talar en hún einhvern veginn alltaf rosalega svona, þú veist, passív og aftengt að einhverju leiti líka, sko, og föst. Þannig að við vorum búin að sjá einhvern glugga inn í kassanum sem gluggi eða sem skjávarpi og Guðný kom með þá hugmynd að þetta móðurinn bara föst inn í glugganum og þá hugsaðu hvernig gerum við það og fórum að leika okkur með sko vídeo á gluggan og hún myndi syngja yfir en mér varst alltaf mjög ákveðið að þú veist allt þið sungið live af því að ég sjálf mér finnst ógeðslega leiðilegt ef það eitthvað á bandi eða eitthvað söngur eða eitthvað þú veist það er alveg nóg í óperum sko verki, það er alveg nóg í óperum já það er nóg í óperum ég veit neina óperureglur en mér fannst allavega þú veist það alveg mjög mikilvægt og svo svona sá effekt sem kemur sem að þú nærði eiginlega svona aldrei 100% að fylgja þú veist þegar þú horfur á myndband og einhver syngur yfir það þá nærði aldrei það nærði aldrei að vera 100% mér fannst það passa við móðurina þú veist mér fannst alltaf vera aðeins svona hvað maður að segja svona einhvern veginn að lagga eða ekki í tengingu við það sem hún var að segja því hún föst í þessu hamstrahjóli og kemst ekki út þannig að við leystum það þannig að hún rauninni á myndbandi og drottningin og dóttirinn eru þær sem eru sko höld á blóði á sviðinu þannig að það var svona lausnin en hefði aldrei gengið samt sko þetta er svo margar skiptingar nema því að Dísa sko það spretthlaupum hérna upp og niður stiga já, það er stanna fyrir aftan Þegar maður þarna inni þá svona rammi sögunar og aðgreining persónuna og hvað persónuna segja að það ég náði ekki alveg svo bara fekk ég mér þessa bók og las hana og þá svona opnast þetta. Ég myndi hvetja fólk til þess að lesa þetta áður. Já. Þú mátt bara gera það sem þú vilt. En því að til dæmis talandi óperur og þá þekkir maður yfirleitt sko söguþráðinn og þekkir verkið áður maður fer. Og ég veit að komin einhver kynslóð sem er alltaf hrættum að verið spoilað einhverju sko. Vill ekki vita hvernig Hamlet endar. Ég er ekki þar sko. Mér finnst bara fínt að vita meira og minna hvað sagan er, þannig hittir maður eiginlega flesta sögur það er svo hugmynd að maður megi ekki vita eitthvað áður ég myndi hvernig fólk þess að lesa þetta og þetta er náttúrulega frábær texti
get sagt það við Kristínu sem ekki hérna. Þetta ógeðslega skemmtilegt. Já, þetta alveg magnaður texti. Og einmitt, fólk getur, þú veist... Þetta ótrúlega svona innan úr svona deginum einhvern veginn. Þetta svona, þetta bara sprottið einhvern veginn upp úr malbygginu einhvern veginn. Já, það er alveg, hérna, við getum alveg staðfest að það var bara margt í vinnuferlinu sem að svona birtist okkur, sko, sem að rataði þarna inn. Bara eitthvað sem við heyrðum í fjölmiðlum og hérna... Já. Auglýsing, starfsauglýsing frá Reykjavíkurborg eftir verkefnastjóra, verkefnastofu og... Einmitt. Já, hún rataði þarna inn í einhverjum brotum. Já, akkurat. Þessi hérna... Þannig að það er... Í starfsumhverfi, hérna, krefjandi verkefni í faglegu starfsumhverfi. Já. Það er það sem allir þrá. Auðvitað. En þetta er, sko, af því það er einmitt, það er ekki textað og þetta er ekkert, þetta er einhver svona heimur sem þú gengur inn í og þú náttúrulega situr ekki, þú veist, í sætinu eins og fólk er líklega vant í óperu, þú veist að það sitji bara og sé mitt hérna með textan og allt þetta, því að sko mér finnst erfitt að hafa sko texta á sviði, sko sérstaklega því það er svo mikið að gerast sjónrænt og Dísa er að túlka svo mikið að hérna frá því ég heyrði sko Dísu syngja þarna á einhverjum fundi, þú veist, það sem að við vorum að prófa okkur eitthvað áfram og hún er svo skýrmælt að ég hugsaði svona jafnvel þó að þú veist, auðvitað hljóðfærin koma inn í og maður nær kannski ekki 100% öllu en mér fannst mikilvægt að það væri ekki svona, þú verður ekki alltaf að gjóa augunum á texta. Eins og er oft í óperum. Já, mér finnst persónulega mér þreytandi, sko. Með þetta í sætinu fyrir framann, ég man ekki hver það er. Já, það er í Berlín til dæmis. Já, í Berlín og New York held ég einhvers staðar. Það er eiginlega, mér betra að hafa þetta upp á sviðinu. Já, betra að hafa þetta upp á sviðinu. Mér finnst erfitt að alltaf að gjóa augunum. En þú veist að Salka sumir lesa textan, aðrir ekki og fólk gerir bara það sem að vill. Þú þarft ekki endilega að stýra því hvað ég geri. Nei, ég er að segja það, en þú veist, en ég akkurat hugsaði bara, þú veist, fólk, má bara, þú veist, alveg missa af einhverjum setningum og síðan getur það bara að skoða þetta eftir á eða vill. Eða fyrir, mér veist það reyndar, þú veist, ég er ekki að segja að sko það fari, ég hlusta á þetta sem bara músík, menn ég var hann inni. Já. En svo opnast bara svona, maður fær svona aðra grind og skilning þegar maður sér texta með. Já. Og þannig er það, þannig held ég að sé bara við allar óperur, sko. Þannig er bara óperur, sko. Mér finnst einmitt galdurinn við óperuna er að það er eiginlega saman að hlustur ofta á góða óperu. Þú uppgötur eiginlega alltaf eitthvað nýtt og það er, maður getur ekkert of undirbúið sig, það er engin spoilerar, það er, þú heyrir alltaf eitthvað nýtt eða skilur eða bara hlustar, heyrir nýja fegurð eða eitthvað. Það má alveg koma aftur og aftur og það má alveg þekkja músíkina og það má endilega lesa textan og kynna sér hann og ég mér sér sjálf ef ég fer í óperu sérstaklega sem ég þekki ekki eða líka sem ég þekki, ég rifja oft bara upp textan bara til að ég sé ekki að ofhugsa á meðan ég er að njóta hvað fara að gerast núna, hver er þetta ef ég veit að þá bara nýti þess en þá betur. Þannig að þarf maður ekki að hanga á textanum, sko. Nei, nefnilega ekki. Þú sér maður bara, hún er sorgmætt. Það bara sé ekki að miskila eitthvað, sko. Já, það þarf ekki að hanga okkur í einu orði, sko. Nei, og ég held líka bara að einmitt þegar maður upplifir listviðburð í fyrsta skipti að maður nær aldrei öllu 100% og bara þegar maður frumlesa einhverja bók, maður nær aldrei öllum, þú veist, hugurinn reikar alltaf eitthvað og svona þannig að það er ekki... Og það er bara allt í lagi. Nei, já, bæði er það allt í lagi og svo er mitt líka þetta melta aftur og að það getur bara bætt einhverju við. Sko. Bara þetta með 3 persónur og 1 leikari, myndi þetta virka ef það væru 3 persónur sögurinn? Já, bara verður þetta allt annað. Þá hefði þetta bara orðið einmitt annað verk. Sko. Þá hefði Stína líka kannski skrifað öðruvísi. Þá getur verið með meiri díalóga og þá ertu með allt aðra sýningu í höndunum í rauninni. Kannski kemur það seinna. Þessi texti geta alveg verið settur upp. Sko. Og óperan, þú veist, hver veit að þetta verið klassík og verður bara sett upp. Bara nú er þetta 3 Já, repertoarstík. En Herdís, hvernig er að syngja þetta? Mér finnst það alveg rosalega gaman. Maður sá það reynda, sko. Já, gott. Þetta er áskorun og tekur orku en maður finnur ekkert fyrir því á meðan. Ég var svona, maður er svolítið þreyttur í kroppnum og eftir búningarnir eru
ekki léttustu búningar en nei, þetta er alveg ógeðslega skemmtilegt. Ég líka mjög heppin með þau 3 teymið álfana mína sem eru með mér á sviðinu að spila, þau eru æðisleg og bara allur hópurinn, þetta búið alveg rosalega skemmtilegt ferli og það er náttúrulega algjör draumur að koma og syngja á íslensku. Mér finnst það alveg stór pluss, búin að vera í 17 ári í Þýskalandi og það er allt annað að koma heim og syngja. Hver er munurinn? Sko, mér finnst náttúrulega bara vera fyrst að syngja móðumálinu er alltaf eitthvað annað, það er eitthvað önnur tenging og ég þarf ekki að byrja að þýða hvert einsta orð og líma einhverja þýðingu inn í heilan á mér, en svo er bara mér finnst bara gott að vera á heimaslóðum. Já. Svo er þetta náttúrulega nútími líka, ég býst á að syngja mikið gamalt. Einmitt, og mér var svolítið gaman að koma heim og fólk er svona að hissa að því fólk er búið að setja mann óperusöngkonuna í einhverja skúfu, maður er komin í einhverja skúfu, náttúrulega, sem einhverja óperusöngkona og fólk svolítið hissa maður sé að gera eitthvað svona. En ég er búin að vera að gera þetta út í Þýskalandi, var náttúrulega mest í þessu þegar ég fór að læra. Einmitt 2006 eða eitthvað svoleiðis fór ég til Berlínar. Já, einmitt. Og þá var ég rosalega mikið í svona stúdendaverkefnum. Ég var að syngja óperu í súpermarkaði og Pelléas og Mélisande og þá var ég með íslenskan texta inn í því og það var Herbert Grönemeyer músík og alls konar samsettar óperur og blöndu listform og óperan er ekki þetta háheilaga listform. Óperan er svo stórkostlega að þú mátt eiginlega gera hvað sem er. Og það er rosalega gaman að koma hingað og sjá að senan hér er aðeins að taka við sér í þessu líka. En auðvitað ég sakna íslensku óperunar mikið og að fá ekki að sjá svona stórar uppfærslur hérna líka því að maður vill auðvitað hafa allan skalan. Já, mér finnst þess að þú veist, mér finnst þetta alveg skín í gegn, þú veist, í bæði, þú veist, tónsmíðanum og söngnum hjá Dísu, þú veist, að það er einhver áhrif frá þessari samtímaóperu sem er svo risastór á meginlandinu og mér finnst ég ekkit endilega á hverjum degi eitthvað sjá nýjar óperur auglýstar hérna á Íslandi og mér var svo gaman að fá að gera þetta af því að þetta er óslega skemmtilegt listform og því að ég meina tónlist er náttúrulega svona, er æðsta listformið sko að mínum mati sko það er óslega gaman að fá einhvern veginn að blanda þessu saman og ég svona fór eiginlega að hugsa bara svona af hverju það er ekki meira og vonandi gerist það náttúrulega þú veist, núna bara í samhengi við það að fólk er að gera ólíka hluti og það er gróska og allt þetta en já, mér finnst þetta gaman að sjá einhvern veginn, þú veist, hvað Þórunn og Dísa koma með svona ferska strauma sko, hingað. Tónlist og leikhús, það er ég held að sé reynsla margra sem setja upp óperur. Það er þú getur gert það sem leikhús. Svo kemur svona tímabil þessum að tónlistin mætir og þá svíkja söngvarnir þig sem leikstjóra og bara það komið annar. Það getur verið rosalega flókið og erfitt verk að ná þessu sko að falla saman af því að það er oft sem að leikstjórinn kemur úr leikhúsinu og er með eitthvað. En mér fannst eins og heldist þetta er svo gaman að performa þessu að ég get ekki ímyndað að það hafi verið vandamál þarna að þetta gerist. Þetta er alveg algengt, en það fer líka mjög mikið eftir karakterinum sem eru að vinna saman. Allt er að vera sögur að byrja að syngja þá hættir að leika. En maður hefur líka lent í leikstjórum og heyrt alls konar sögur óperuleikstjóra. Það var einn víst óperuleikstjóri, ég upplifði hann ekki sjálf en vinir mínir og kollegar upplifði leikstjóra sem mætti og hann var bara með textan úr svona geisladiska búkletti og hann stöðvaði á fyrstu æfingu alla bara söngvarana, hvað er það að gera? Þið ekki verið að syngja saman, hér stendur nafnið þitt og svo þessi, þá er þetta kvintett og allir voru að syngja saman en hann neitaði að, þú veist, fólk er á svo mismunandi levelum. Já, kom bara inn að sína bara. Já, hann held að fólk ætti að syngja sig ykkur lægi, bara þetta ekki óperu, en þetta er þá spyr ég þig að því að þú segir þetta að því að Salka hefur þrisvar talað að hún viti volítum okkur hvernig gæti hún logið þessu saman einhvern veginn?
Það var bara einhvern veginn ekkert mál. Hún var náttúrulega bara líka opin með það og spurði bara. En það var heldur ekkert, sko, þetta er náttúrulega lítill hópur og allir mjög þægilegir í samstarfi. En það var aldrei neitt vandamál, þannig. Ég held ekki. Það var kannski ekki, þú veist, ég fann alveg fyrir því að fólk vildi vera í tilraunamennsku með þetta form. Þannig að mér fannst ekki eins og, þú veist, ég er alltaf mjög ofið með þegar ég ger eitthvað í fyrst skipti, sko. Ég veist, ekki, þú veist, starf leikstjórans er eiginlega bara svona að hlusta og síðan, þú veist, fara að einhverju næmni í, þú veist, hvað verkið þarf og, þú veist, og þjóna verkinu, þú veist, ég er allavega ekki, held ég, þannig leikstjóri sem hef gaman að því að koma inn og inn að segja öllum hvað ég veit mikið, þú veist, það var náttúrulega nei, einmitt maður er bara þarna að hugsa lausna meira það er miklu meira það er einmitt leiðilt að vinna með leikstjórum sem að vilja bara setja sitt konsept ofan á verkið og koma sín og framfæri og þá er ekkert samtali í gangi en þetta var alltaf samtali í allar áttir bara algjörlega ég held nefnilega að það má alveg koma fram líka að hérna sko, sjónræni þátturinn hafði líka áhrif á mína vinnu. Algjörlega. Þetta var ennþá í mótun og meðan þetta er allt í mótun í samtali á öllum póstum. Það er bara leikmynd og búningar og lýsing og allt. Þetta er allt þegar allt er í mótun og samtalið er mikið og öflugt og það er líka bara mikið traust. Ég held að það hafi líka alveg verið lykilatriði í þessum hóp. Það ríkti ótrúlegt traust held ég á mörguleiti og þá hefur þetta allt áhrif hvert á annað sko. En að þú hefur þurft að svona keyra músíkina aðeins upp til að mæta þessum búningum fyrir voruðunir það láfið að ég fengi áhyggjur sko þegar ég sá hvað búningarnir voru að verða flottir bara, tónlistin er bara ekki eins flott og búningarnir þetta bara gengur ekki plastbúningur sem að kemur rétt undir lokin ekki brúðar, hann var svolítið hann var hittur að vera svolítið þungur þessi búningur ekki? Já, ég hef alveg haft ágjör að dísa sér með harsperur ég var með harsperur allir síðustu viku en það er alltaf en að því við byrjum að tala um að það væri kvenna þetta sem við að tala núna samvinnuna og þú ert að vísa í einræðisherran leikstjóran sem að kemur fram með sínar hugmyndir og veður inn í unglingaherbyggi allir gerir eins og hann vill Er þetta svona kvennastjórnun í þessu samvinnu? Vá, þú fyrir að spyrja strákana. Já, ég meina, þú veist, það er alveg munur á orku, þú veist, í einhverju, en mér finnst það samt oft vera frekar kynslóða eða svona hýrarki, þú veist, í minni reynslu. Þú veist, mér finnst oft frekar að ekkert endilega fara eftir, þú veist, kyni heldur, en ég meina þú veist það getur alveg gert það en þú veist það líka oft vera bara svona spurning þegar að einhver stjórnandi langar að halda rosalega fast taumana og er í litlu trausti, þú veist, mér finnst það miklu frekar og kannski eru konur oft bara, þú veist, búin að pæla í þessum valda strúktúr meira skilru. Já, ég hugsa þetta getur verið hvort kyni sem er. Já, einmitt. En allavega í þessu tilfelli, þú veist, þá vorum við alveg að vinna með það að, þú veist, að leyfa okkur að vita ekki allt og vera í smá flæði, þú veist, með hvernig hlutinir myndi verða og þannig mótaðist, þú veist, einmitt oft tónlistin af leikmynd og búningum og öfugt, sko. Þannig að það var alltaf skemmtilegt að það gæti þróast svolítið samhliða, sko, þó að væri þetta eitthvað svona grunnur, af því að það er einin svona fastin sem við vorum með á textin. Þú veist, frá byrjun. Þú veist, það var eina svona sem að við vissum, þú veist. Það var eina sem var endanlegt. Sem var endanlegt. Allt annað var svolítið í flæði, sko. En ég veit ekki hvort að, Heyrðu, Salka, Herdís og Þórunn, bara takk fyrir sýninguna. Takk fyrir komin að yngar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur og takk fyrir komin á sýninguna. Við ætlum að sitja áfram hér við rauðaborðið og reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er ekki á hverjum degi sem við á samstöðinni bjóðum áhorfendum og hlustendum upp á viðtöl við 3 14 ára gömul börn. En í dag ætlum við að svipast á meðal nemenda í Hagaskóla sem standa fyrir fjársöfnun, góðu máli. Framtakinu verður nú lokið þegar þessi þáttur fer í loftið, en sem sagt fyrr í dag stóð Hagaskóli opinn þeim sem vildu styrkja annars vegar stríðshrjáð börn á Gaza og hins vegar íslenskan dreng sem glímir við fötlun eftir læknamistök. Það er kannski ekki á hverjum degi sem okkar besta unga íslenska fólk víkur sjónum sínum að hugar heimi og hlutskipti þeirra sem ekki sitja sterkir fyrir og virkilega gaman að fá fulltrúa frá þessum nemendahópi hingað inn í stúdíóið í dag. Verið velkomin, krakkar. Þú ert Jóhanna Engilráð Hrafnsdóttir, ekki satt? Jú. Og þú ert Salvör Árnadóttir. Já. Og þá erum við með Vésteinn Gunnarsson sem ert þú. Innilega bara velkomin til okkar og til hamingju með daginn. Takk fyrir. Hvað veldur því að þið standið fyrir svona umfangsmiklu átæki til þess að rétta hag annars vegar íslensks drengs sem glímur við fötlun og hins vegar eru það að safna peningum fyrir stríðshrjáð fórnarlömb á Gaza? Já, við erum búin að vera að gera þetta síðan 2012 og þá var þetta sem sagt átak. Skólinn sem sagt? Já, skólinn. Já, 2010. 2010? Já, ok. Við gerðum þetta 12 sinnum þá. Já, ok. Já, og þetta er bara svona góðverk og þetta kennir krökkum að það er svo auðvelt að gera góða hluti og þetta breytir dálítið svona hugsunum hjá ungu fólki. Já. Og svona hjálpar að hjálpa öðrum og svona, já. Hefur þetta verið sem sagt bara árvis viðburður, kannski fyrir utan COVID-árin að einhvern tímann á vetrinum eigum við að taka hausinn upp úr okkar eigin rassi og hugsa aðra og leita leiðum til þess að gera þeim lífið léttara? Já, þetta hefur ekki verið haldið síðustu ára, þetta hefur verið öðruvísi haldið síðustu ár út af húsnæðisvandamálum og COVID. Já. En nú ætlum við að gera þetta aftur. Já. Og þetta, ég er frekar sem varst að spyrja áðan líka hvernig við ákveðum að styrkja börn á Gaza og Sindra Pálsson. Já. En það er vegna þess að það er alltaf bekkirnir sem að ákveða hvað þau vilja og svo er einn bekkjarfulltrúi hverjum bekk og þeir fulltrúar safna saman í allsherjarnefnd, við erum í allsherjarnefnd og við ákveðum svo síðan hvað peningurinn myndi fara í. Og það var voðalega mikið talað börn á Gaza og svo hjálpartækisjóðs Sindra. Já. Ef við höldum okkur aðeins lengur við Gaza, eru þið í hópi nemenda sem stóðu fyrir mótmælum niður í bæ til stuðnings Palestínumönnum fyrir vetur? Já, við tókum þátt í því. Það voru einhverjir aðri nemendur sem að plönuðu allt og auglýstu. Já. En já, allavega ég og Jóhanna fórum og gengum með þeim niður. Já, þið voru viðstaddar. Já. Hvernig er það að taka þátt í þannig mótmælum á þessum aldri? Það er áhugavert, en þú veist, það er bara gott að vera hluti af þessu og sjá hvernig, þú veist, bara, já, vera partur af þessu og taka þátt. Þá líður manni eins og maður, þú veist, sé að gera eitthvað. Já. Eru engin svona aldursmörk fyrir því hvenar maður sem krakki getur farið að láta til sín taka á þessu sviði? Nei, ég held ekki. Nei. Bara láta sér heyra ef maður hefur sterkar skoðanir á svona. Já. En manni finnst ekki vera rétt að, þú veist,
eins og stemningin sem núna. Ef maður á móti henni þá bara endilega koma og mótmæla með manni. Já. Þið sem sagt talið fyrir aktivisma, ef svo má segja. Þið viljið með virkri þáttöku hafa áhrif á ykkar samfélag. Já. Og hvernig standið þið áður við komum á hann Sindra og hans hlutskipti á eftir, hvernig standið þið að þessari fjársöfnun? Hvernig getið þið aflað fjár? Í hverju fólst dagskráin í dag? Það alls konar í boði. Þú veist, við erum með fullt af skemmtiatriðum og kaffihús og veitingar og bara leiki og alls konar sem að fólk Þannig að skólinn sem sagt opinn Já. Á einhverju tilteknu bili í dag, var það frá 4 til 7 og fólk kaupir miða og svo kostar allt ákveð marga miða og, já. Þannig að hver og einn gestur sem kemur hann getur lagt fram eins og hann vill og fær þá bæði listsköpun, skemmtiatriði? Já, það alveg fullt að bjóða upp á skemmtiatriðin og sem að nemendur halda og líka starfsmenn og aðrir gestir. Síðan verður líka höfum við alltaf haft draugahús og svo hver bekkur með sitt þema, sínar þrautir og leiki og veitingar. Þetta stulla. Já. Og eru sem sagt foreldrar og frængur að baka, koma krakkarnir sjálfur með bakkelsi sem svo selt eða eitthvað? Krakkarnir komið allt sjálfur, sko. Já, einmitt. Og hafið þið gert ykkur eitthvað svona í hugarlund, hve mikils fjár væri mögulega hægt að safna ef allt gengur vel? Hvað segja svona fyrri viðburðir? Já, við sem sagt slóum dálítið með 2017 með fjáröflun þegar við öfluðum 3,8 milljónir króna til styrktar Óla. Það mest sem við nokkuð tíma að safna. Til styrktar hverjum segiru? Óla, hann var yfir ára á spítala og var með streftakokkar eða eitthvað, nema það var bara ennþá verra og dreifðist yfir allt. Og hann var í Hagaskóla? Já, hann var í Hagaskóla og bara mjög veikur og það var bara við söfnum, ekki við, en krakkar í Hagaskóla söfnuðu 3,8. Vá, það eru rosalega peningar. Já. Þannig að þetta alveg eitthvað sem munar Áður tölum Sindra, höldum okkur enn við hitt, sá hluti fjárins sem rennur til Palestínu, til hverra fer hann og í gegnum hvern og svo framvegis? Það þannig að nemendur í bekkjum hafa núna sitt verkefni að kynna sér hvað verið að gera í Gaza, hvað hjálparsamtök getum við sett peningin í og við þannig að við erum ekki alveg komin með nákvæmlega hvert peningurinn fer en við vitum hvað okkur langar að gera með hann og nemendurnir gera ákveðið allt. Ætlaði að einblína ykkur að börnum? Já, börnum og unglingum. Börnum og unglingum? Já. Þetta náttúrulega hræðilegi tímar sem við erum að upplifa þar. Og síðast í dag þá bakslag eða í morgun eða í gærkvöld að kviknaði einhverja vonur vopnalegi í gær og síðan gjörbreytt suðsmynd enn eina ferðina. Alltaf þegar við höldum að það sé eitthvað að þokast. En víkjum þá á honum Sindra. Sindri ekki nemandi í Hagaskóla, það? Nei, en hann á stjúpbróður í Hagaskóla. Já. Og hver saga Sindra? Já, hann Sindri sem sagt með Warburg microsyndrom sem að felst í sjónskerðingu og einhverfu og svona lélegri vöðvaspennu. Já, akkurat. Þannig að hann gat samt alveg tekið þátt í öllum skólastafsumum og svona öllu sem að krakkar sem eru ekki með þetta heilkenni geta gert sko. Nema svo fór hann í aðgerð á Landspítalanum og þá misheppnaðist hún. Þannig að hann lamaður sko bara neðan frá öxlum og bara niður. Nei. Já. Hvað þetta gamall strákur, veistu það? Hann er 15 ára, hann jafnaldri okkar. Já, hann jafnaldri ykkar. Læknamistök. Já. Og hvernig sjáu þið fram á að það sé hægt að gera líf hans léttara með fjárstuðningi? Já, hjálpartækjasjóður Sindra var stofnaður
fyrir hann og þannig að hann kaupir bara allskyns tæki sem að Sindri þarf. Hann þarf lyf og hann þarf vélar, öndunarvélar og svoleiðis og þessar vélar eru voðalega dýrar og það er ekki allt tryggt. Þannig að við viljum hjálpa til með það. Já, einmitt. Þetta er eitthvað sem skiptir raunverulega máli. Líður ykkur vel í hjartanu að hugsa annað fólk og aðhafast? Já, ég tel að það sé eitthvað sem að allir ætti að gera, hugsa aðra og mér líður mjög vel með að ég og mínir vinir í Hagaskóla séum að því. Við erum svolítið föst í okkur sjálfum svona frá morgun til kvölds. Það er alltaf sagt að unglingar séu svo sjálflægir að það er svona innbyggt í ykkar aldur og mér minnir að ég hef verið ansi sjálflægur þegar ég var 14 en það er ekki allir með sjálfa sig á heilanum. Já. Það er rétt. Já, þetta er frábært framtak hjá okkur og er eitthvað svona sem þið myndu vilja koma á framfæri frekar á þessu stigi? Er einhverjir starfsmenn eða svona einhverjir lykilfaktorar sem hafa verið að hjálpa ykkur í þessari vinnu eða? Það eru mörg fyrirtæki búin að vera að styðja okkur. Já, það er allir í skólinum eru búin að vera að standa sig gríðarlega vel og við erum búin að fá fullt af styrk frá fyrirtækjum sem til dæmis Búllan, hún hefur komið og selt borgar bara í 4 ár núna og hjálpað okkur með það. Við höfum fengið alls konar styrki frá við höfum fengið gjafakort og bara vinninga og hráefni fyrir bakstur og svo líka tónlistamenn sem hjálpa okkur og áhrifavaldar sem hafa auglýst fyrir okkur á samfélagsmiðlum og já, þannig að það er svo mikið af fólki sem hjálpar með þetta og það gleður mig að sjá það. Já, frábært. Eitthvað sem þið viljið bæta við þetta? Kennarar og svoleiðis, eru allir bara klárir? Já, bara allir mjög hjálpsamir og bara, Og ekkert mál fyrir ykkur að fá frí úr skólanum til þess að koma í þetta við? Nei, nú eru allir bara að undirbúa, sko. Já. Það er bara að vera undirbúa alltaf fulli. Var sem sagt kannski bara kennsla fyrir hádegi í dag? Nei, það var engin kennsla. Það var engin kennsla. Allur dagurinn tekið. Þetta er stór dagur. Þetta er stór dagur. Og fyrirsögnin er gott mál. Gott mál. Já. Þetta er sannarlega gott mál. Þetta er gott mál. Frábært að fá ykkur í heimsókn, krakkar. Og þakka ykkur fyrir ykkar framlag. Virkilega svona inspirerandi fyrir okkur hinn að sjá hvað eru það að gera og gangi ykkur allt í haginn og ekki síst gangjunum Sindra sem best að ná bata. Vonandi verður afrakstur af þessari fjársöfnun sem léttur honum lífið, eykur lífsgæði hans og vonandi munu peningarnir sem er safnið fyrir stríðshrjáð börn á Gaza, vonandi munu þeir skila sér og koma sér í góðar hendur, við vonum það. Kannski rétt í lokin ætluðu að fylgjast með Eurovision eða eru þeir sniðgöngu fólk í þeim efnum? Ég persónulega horfi ekki á Eurovision. Út af þáttur Ísraels? Ég hef aldrei haft mikið áhuga á Eurovision eiginlega sjálfur. Nei, en þú? Nei, ég er ekkert að planna því að horfa á það núna, sko. Ég hef engan áhuga á því. Pólitísk ástæða fyrir því? Já, það er bara svona, ekkert spennt fyrir heldur. Nei, einmitt. Ekki mikil stemning í ár. Einmitt. Þið finnið tónlistina á einhverjum öðrum stað í kvöld. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk sem leys. Takk fyrir. Og ætli ég gefi þá ekki Gunnari Smára boltan. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, herðu, við fjalla svolítið bækur hérna sem er að koma út fyrir jólin fyrst og fremst, gerðum svolítið sirpu af því og fjöllum þá fyrst og fremst hvað heitir það, non-fiction, bækur sem er ekki skáldskapur og hugmyndi var svo eiginlega að við erum náttúrulega ekki í neina menningarumfjöllun hérna við Rauðaborðið, þetta er samfélagsumræða og við tökum bókum bara eins og hverju öðru innlagningu inn í samfélagsumræðina og tökum því þannig. Og svo hefur verið að þreifa okkur áfram með leikús og það er þannig að ég er sendur í leikús og svo segi ég eitthvað svona undan ofan af
hvað mér fannst sýninguna en leikurinn sá að ég gera það fyrir framan aðstandendur, koma hingað leikarar og höfundar og leikstjórar og við spjöllum svona mestum erindi verkana sem ég segi þá að við erum ekki mikið að fjalla lýsingu og búninga eða svona listina heldur svona erindi. Og svo sá ég daginn að það var verið að skrifa nýja bók gegnum trekkur eftir Einar Löfdal, fjallaði svona kynslóður í þess að þetta gott verkefni fyrir mig að fjalla þessa bók. Þetta er skáldskapur en hún fjallar líka svona kynslóður, alltaf ógeðslega gaman að tala kynslóður og hvernig svona samfélagin breytast frá einni kynslóð til annarra. Og ég hafði samband við Einar og við meldum okkur mót og forlagið hans ætlaði að senda mér bók en það var einhver veikindi og við svona pósthúsinu og fleira. Þannig ég fekk ekki bókina í tíma þannig að ég þetta bjargaði svo einhvern veginn þannig að ég fekk bara að lesa þetta inn í samtalið. Þannig að hér komin höfundurinn Einar Löfdal en síðan komin lesandinn Hallgrímur Helgason. Verið velkomnir. Kæra þakkir. Og ég ætla svona að eiginlega fá ykkur til þess að fjalla bók. Góð lausn. Góð lausn. Herðu, en ég veit að Hallgrímur, þú lest hana. Já, Hvers konar bók er þetta? Þetta var mjög skemmtilegt. Ég var hérna í Stykkishólmi og fekk hérna að vera á hóteli eina viku til að skrifa mín eigin bók og svo kvöldið var ég eitthvað að lesa hérna og allt í einu datt mér í hug að lesa aðeins inn í Sölku Völku. Það er langt sem ég lesið hana. Svo bara einhvern veginn hún bara náði mér ekki bara einhver vaðall sko og hann bara var hérna í hillinu við hliðina á henni var bókina að segjast þá hefði hann verið hérna á hverju hátíð fyrir vetur og þetta var áritað inntak þannig að ég greip þetta og lukka róleg. Það er fjórði aðili hérna við borðið eða undir borðinu, það er hundur. Hvað heitir hundurinn? Lukka. Þá datt og það bara einhvern veginn greip þessi bók með alveg. Ég hafði heyrt Einar í fyrra, gafst ekki út fyrsta smásagnasafnið í fyrra? Jú, það eru liðin 3 ár síðan en svona líður tíminn hratt. 3 ár síðan? Þau eldist sko, þá líður tíminn hraðar. Ég sá einhver umfjöllunum hann í Kiljunni og hún var svolítið svona skemmtileg og fikk löngu til að lesa. Það var einhver saga sem gerist á fótboltaleik sem þótti svo fyndin. Káurvellinum ekki? Jú, það var Valur Káur á Hlíðarenda. Á Hlíðarenda, ok. 7-1 leikurinn eða var ekki 7-1? Nei, ekki svo gott. Ekki svo gott. En ég komst aldrei einhvern veginn til að lesa það bók. Nú voru liðið 3 ár. En ég var fegin að detta inn í þessa og hún náði mér alveg og mér fannst þetta ótrúlega þroskaverk að ég gaf nú út mína skáldsögu fyrstu þegar ég var 30. Hvað erst þú gamall? 33. Já. Smá forskot. Þannig að mér finnst þetta miklu þroskara verk og svona fullorðslegra og þetta bara sko mestu tíðindin fyrir mér í þessar bók voru þau að það er sena það sem að hann, aðalpersonan Askur er ungur drengur og lendur í skilnaði foreldra sinna sko. Og það er sko lýsing hérna þegar faðurinn skellir eftir fartölvunni alveg brjálaður, er búin að senda einhvern post á fyrirverandi sko og maður kannast svo við þetta hann var til endi í þessum skilnaðum sjálfur þá bara fattaði þetta fyrsta kynslóðin sem á foreldra sem skildu gegnum fartölvur sko. Þannig að mæti þú og þín kynslóð sem foreldrarnir í bókinni og þarna var sem er hort á neðan frá og lítur ekki vel út og þarna sá ég bara mín eigin börn einhvern veginn þau eru nú bara 18 og 20 í dag sko sem voru með mér í skilnaði síðast og mér fannst þetta svo merkilegt að þarna var komið sjónarhorn þessara kynslóðar á skilnaði sko og minnar kynslóðar og þetta var eitthvað svo sláandi og Af hverju? Að því að frá því sjónarhorni er skilnaðurinn hvað? Já, hann er bara allt öðruvísi frá sjónarhorni barnsins, sko. Það er kannski merkilegra sjónarhorna því að maður er oft lesið þessi svona hjónaskilnaði gegnum þá hjónin, sko, og þá sem er að skilja. En að fá hérna þriðja augað, sko, á þetta var eitthvað svo magnað. Og hvað er öðruvísi við það? Eru þau sem er að skilja, eru þau þá svolítið svona upptekinn af sjálfum sér og svolítið heimskuleg í... Sko, allir eru fávitar í skilnaði og það er náttúrulega bara þessi skilnaður í bókin er ekkit frábröðin því, sko.
og maður sko fullorðna fólkinu, nú erum við bara að tala saman og mikið kannski við eftir að spyrja hann. Það nógu tími. Já. En okkur, sko, við föllum alltaf við þessu sem við grifi og fólk gerir það að halda að börn sé ekki fólk, sko. Og börn séu bara svona bara eitthvað svona eins og hundur eða eitthvað svona bara eitthvað sem í fjölskyldunni bara smá vesen að hafa en fatta ekki að þetta náttúrulega fólk vex úr grasi og verður bara fullorðið eins og allt annað og að taka inn allt sem í gangi, sko. Og bara svona spennu og átök já, þetta bitnar alltaf á þeim, sko. Er það, hérna, frá þér séð þarna lengst niðri. Þess að Hallgrímur, ég held að væri sko miklu yngri, þannig sko með skakka sín líka á aldurinn. Svo 33 ára eru unga kynslóðin. Þú veit að detti það að vera miðaldra bara. Það líka við. Er kynslóðin hérna okkar Hallgríms, sjálfsupptökin og sérstök í liti? Ég nú kannski ekki tilbúin að varpa þeirri sprengi fram, sko, en hérna þetta er náttúrulega líka hluti af bara þessu ferli þetta að vera barn sem á foreldra sem gangi gegnum skilnað, er líka bara hluti af þessu að uppgöta svona einhvern breyskleika foreldra sinna eða hvað sem það heitir að bara þegar maður náttúrulega hafi heldur maður að foreldra sínir séu alvitrir og allt það en annað kemur á daginn að sjálfsögðu. Og séu hér fyrir okkur sem að kemur allt inn í ljós að býta þau eru með sitt eigið agenda hérna í þessu. Ég er í mínu eigin lífi en ekki. Akkurat. Það gerir það ekki þegar maður er svona 6-7 ára eitthvað. Nei, akkurat. Hvað segirðu? Gerir það ekki þegar maður er svona 6-7 ára. Það gæti verið, jú. Allt í einu kemur augnablik og maður sér býtu mamma hún er í sínu eigin lífi. Hún er ekki bara hér til þess að sjá mig. Einmitt. En þannig að ég já, þú veist get alveg talað það þannig að ég meina ég er foreldrar mínir skilja þegar ég er á mjög viðkvæmum aldri sem unglingur og og þegar við erum að tala reyndar aldur minn og aldur ykkar og eitthvað slúst þá reyndar aðalpersónu bókarinnar sem heitir Askur, hann er nú yngri en ég þannig að við erum að fjalla mann sem er svona á milli 20 og 30 en ég laði svo sem bara upp með að skrifa sögu af nýfullorðnum eða vanfullorðnum manni einhvern veginn sem að er að fóta sig í sko þessu lífi, bara bæði hvað varðar að velja sér einhverja vegferð í lífinu og að vega og meta hvort hann sé tilbúin til þess að axla ábyrgð á sko öðru lífi með því að verða foreldri hvernig sem það er, svo bara slæðist einhvern veginn með þessi svona saga fullorðna skilnaðarbarnið ef svo má orðið komast og það er líka eitt sem ég hef allavega upplifað við það að vera skilnaðarbarn ef maður notar það orð að einmitt jafnvel þótt í sé orðin 33 ára að þá einhvern veginn dúkkar þetta alltaf aftur upp til dæmis þegar kemur að hátíðum með eitthvað svoleiðis og jólahaldi eða hvað eina sko og ekki að því að það sé eitthvað allt í einhverju átaka stíl sko, heldur einmitt bara því að þetta er bara flókið að þetta er brotið eitthvað. Að bara eitthvað búið eitthvað sem ætti að vera heilt er brotið. Akkurat. En er það raunhæft að þetta geti verið heilt? Það er stóra spurningin. Ég meina auðvitað ef maður sjálfur gengi í gegnum það kannski sem skilnaðarbarn allt í einu hugsa að bara að ekkert svona endist og bara hvort sem heitir hjónabönd eða sambönd eða hvaðina og sem einhver bölsýn úlingur hugsaði maður kannski svoleiðis en það fallega er hins vegar líka að upplifa hvað fjölskyldur geta verið einhvern veginn samansettar á fjölbreyttan hátt og ef eitthvað er, þú veist, þá undanfarin ár kennt mér það með bara til, ekki bara í minni fjölskyldu heldur fjölskyldum í kringum mig þegar fólk og börn eiga kannski alltaf því kannski 3 pappa eða eitthvað sem bara eru allir pappar barsins og svoleiðis á einn eða annan hátt sko. Þannig að heilt og ekki heilt það er allavega þetta er oft einhver svona fallegur órói sem hangir saman. Stundu tekst að fólk séu vinir og gerir þetta saman en stundu gerir það náttúrulega bara alls ekki. Það er rétt. Verður bara mikil spenna. Einmitt og ég er enda lánsamur hvað það varðar að munurinn á til dæmis mér og þessum aðalkarakter sem Askur er að
að þá hef ég sem betur fyrir einhvern veginn átt í gott bakland að venda og þess áttar en einmitt þess vegna var svolítið áhugavert að skrifa þessar aðstæður ef þær hefði farið aðeins verri veg einhvern veginn. Þannig að þú íkir svolítið þá upp þín eigin sögu í gegnum hann kannski. Engin spurning, já. En mér veist, magna hvernig er text samt að gera það og var þetta eitthvað svona sem kom bara úr undir meðvitundin eða var þetta meðvitur ákvörðun að skrifa svona sögu eða? Kom þetta bara fram, spratt þetta fram? Já, ég myndi segja að það hafi sprottið svolítið fram að því að fyrst og fremst var ég einhvern veginn á leiðinni að skrifa sögu af þessum svona áttavilta gaur einhvern veginn sem og það er kannski innblásið reyndar af mér sjálfum líka því ég meina, eitt af því sem einkennir Asker, hann er mjög svona óákveðinn bara til dæmis hann er svolítið að svona rávar svolítið milli háskólabrauta og svoleiðis og það er eitthvað sem ég svona prófaði örlítið að því ég var skráður á í 2 námsbrautir áður en ég fann mína fjöl í íslenskunni, jafnflott ég hafi kannski vitað uppalega að ég ætti að læra íslensku og þá var maður að elta einhverja strauma eða undir áhrifum frá einhverjum öðrum í kringum sig og upplifði þá svona þess að tómleika tilfinningu þegar maður allt í einu fattar að maður er bara á röngum stað einhvern veginn, satt einhverja hagfræði tíma sem eða línulega algebru sem nemandi í hagfræði sem ég bara tengdi ekkert við. Sástu ekki fegurinn í því? Sá ekki fegurinn í því og þar að lendi, það kemur einhver tómleika tilfinning að finnast maður að vera á röngum stað og það var kannski svona frægið að sögunni að vilja skrifa einhvern svona náunga og ég var sjálfur þegar ég byrja á bókinni þá var ég eða þegar svona þessi persóna kemur til mín þá stóð ég sjálfur frammi fyrir því að kona mín var ólétt af eldri dóttur okkar og þá allt inn fyrir maður að velta fyrir sig bara hvort maður sé tilbúin í þetta ábyrgða hlutverk. Hver er ég að koma með barn inn í þennan hryllilega heim? Nákvæmlega og þar að lendi einhvern veginn, það var svona útgangspunkturinn og svo myndi ég segja hitt hafi bara svona sprottið fram svona eða slæðist með. Það er mjög flott setning í bókinni að tengdafaðir aðalpersóna segir við hann Askumenn, þú veist að háskólinn er ekki tífóli, þarfst ekki að prófa öll tækin. Er þetta setning sem þú kannski heyrt sjálfur eða? Ég held ég að nú heyrt það einhvern veginn út undan mér en það var nú enginn sem að slengdi þessu akkurat framan í mig. Þá var ég sjálfur kannski uppteknari bara að því að ég væri einhvern veginn að eins og segi, prófa öll tækin eða þannig, ég var kannski ekki komin svo langt að prófa öll tækin en svo má reynda líta á það frá hinu sjónarhorninu að það er ótrúlega gaman í skóla og það er ótrúlega gaman að prófa ýmislegt og ég sé svo mikið eftir því að En mér finnst þetta að lýsa svona einhvern ákveðin þroska að geta skrifað sjálfan sig innan gesalappa og byrt gagnrýni á sjálfan sig og þú veist, horta sjálfan sig einhverju fjarlægð og En ef þetta er kynslóðsaga, þá var Hallgrímur náttúrulega fyrstu bækurnar hans voru kynslóðsagur mjög tengdar inn í ákveðin tíma áður en hann hraktist í sögulega skáldsögur það sem ég verið að velta fyrir mér að hlusta á ykkur að því að það verið vera svona með sambandi við fjölskylduna og einstaklingin inn í svona einhverjum hóp það hefur nú grunum að sögurnar hans hafi verið einstaklingurinn verið svona leit einstaklingsins og það ég man ekki eftir að hafi verið fjölskyldan en það var eiginlega allt samfélagið annað og svo var það líka, hann gæti ekki skrifað svona nála sjálfum sér, þannig hann skrifaði konur bæði hella og þetta er alltaf koma og svo var það í 101 sem að þessi vegvilti maður sem að veit ekki hvort að hverju staður hans inn í þessum heimi er og kannski er það eitthvað skildleiki þarna á milli það ekki að því að er þetta ekki eitthvað leiti svona týnt hlutverk kallmannsins líka þarna Jú, eflaust og þú veist, ég held einmitt að þegar búið að hrinda okkur af sessinum og þá erum við náttúrulega halv lost kannski einhver leiti og þú veist, ég held að þú veist, já, ég vona að í þessari bók sé dregin upp svona einhver samfærandi mynd af Íslandi samtímans eða því samfélagi allavega sem að fólk á milli 20 og 30 er að einhvern veginn strita við að fóta sig í en og það er mikilvægt að einhver segi það er svo mikilvægt þegar það kemur fyrst fram einhver tími inn í skáldsögur eða leikrit eða þegar það birtist í fyrsta skipti eða eitthvað því að hver tími er öðruvísi en annað og það náttúrulega náði Hallgrímur að gera mjög vel hann er svona
hann alltaf fyrir allt í gegnum hann. Já. Hann svona, var alltaf á þessu tíma svona eins og kallaði svona að vera röddin, það bara sama hvað helvítis vitleys að var sögðu, þetta ældist út muninum hann. Já, og en ég held að, þú veist, þótt þessi dregin upp svona einhver samfélagsmynd, þá er svona sagan sjálf hverfist í kringum einstaklingin og svo, þú veist, og þannig sem ég hugsi þetta, ég svo sem lagði ekki upp með að draga upp einhverja mynd af samfélaginu sem heild eða slíkt, en þú veist, maður svona kannski næra að draga upp einhverja mynd af því með því bara að endurspegla til dæmis samfélagsmiðlanotkun, bara hvað hún er einhvern veginn algjörlega sko, hvað maður að segja, ég meina bara þessi svona ímyndmanns og notkun á þessu er einhvern veginn algjörlega samofin bara hversdagsleikanum og ímyndarsköpun sinni og þess áttar, þannig að það er kannski eitt og sér næra svona staðsetja þessa sögu í tíma, ef svo maður segja, sko. Og ég fór að hugsa þetta bara á dögunum, bara hvað, að ég er af þeim aldri að ég man alveg tíman, man eiginlega tíman án internet, eða svo leiðis, og þú veist, en er samt algjörlega, sko, þegar ég er að verða úlingur til að með svo leiðis, þá bara lifi ég á spjallforritinu MSN, og það er bara svona, það var í alvöru þannig veruleiki að maður kom heim úr skólanum, settist í tölvuna og svona hálfpartinn bara stimplaði sig inn, þú veist, að þetta er fyrir tíma snjallsímans, maður er ekki sítengdur, en maður fór svona bara á MSN vaktina liggur við, og ég til dæmis man eftir að hálfpartinn fagnaði ef að ég var kannski 13-14 ára og vissi að mamma og pabbi voru að fara í matabóð eða eitthvað, og þá bara gæti ég hangið í tölvunni á MSN og þú veist, bara kannski spjalla við 5-10 manns á sama tíma, og þetta er svona samtöl sem að maður þá bara stimplaði sig inni og sagði bara hæ, hvað segir þú? Ég segi gott, hvað þetta gera, hvað þetta, og svo þegar því samtali var lokið, þá kvaddist maður líka, og því var þá lokið að tala alltaf við einu? Já, mann talaði við nokkri í einu, en þetta var ekki þessi svona, ég upplega þannig eins og samtölun á Messenger núna eða svoleiðis, þau eru nokkurn veginn, sko, það er sírensli, eða svoleiðis, ég komar að kalla það er maður þarf ekkert endilega kveðja, maður tekur bara upp þráðin aftur á mótni eða hvernig það er, og þetta voru svona afmarkaðari samtöl sem að stundum fór á flug eitthvað spennandi og safaríkt eða svoleiðis, en stundum var bara bókstæla hæ, hvað ertu að gera, ég er að chilla en þú, eitthvað svona. Þekktur alla þessu að tala við? Nei, og það er áhugaverð að sko, þú veist, það var allt vinir manns á MSN, en það slættust alveg með kannski bara einhverjir sem bygg út á landi og maður vissi að maður væri aldrei að fara að hitta eða svoleiðis. En svo er þetta líka krakkar í skólanum sem að maður kannski rétt svo heilsaði á ganginum í skólanum, en faðmaður á það líka við, sko. Var Facebook hann að komið? Nei, Facebook er nefnilega ekki komið, og þannig að þetta er svona vísirinn að því samt að maður fór að móta sér einhverja ímynd á netinu, því maður var samt með einhverja mynd svona á forritinu. Ég valdi sérstaklega að skrifa með rauðu letri, en annars skrifa eitthvað með bláu letri og svona, þú veist, þannig að þetta er svona mjög frumstæð útgáfa af því að skera sig úr einhvern veginn, en ég hef samt svo oft hugsað bara akkurat þessi samtöl einhvern veginn á, þú veist, að það hljóta hafa bara mótað mann, sko, í samskiptum almennt, sko, líka reynda bara stíl í að skrifa, því maður sóttist alveg eftir í að geta sagt skemmtilega frá á MSN, en líka bara, þú veist, mér finnst stundum eins og ég sé búin að forrita heilan á mér þannig að maður ég kannski að labba út á götu og ég byrjar að móta einhver skilaboð til vina míns á leiðinni, skiljið, þú veist, og bara svona, eða ég vil sé að ég hef búin að fá skilaboð frá einhverjum á mótni, eða síðan að svona næsta klukkutíman hálfpartinn að setja saman eitthvað svar í höfðin á mér á meðan ég gera eitthvað allt annað, skiljið hvað minna, þannig að ég mista svona. En þetta er kannski stæðsti hluti félagsrýmisins er þarna. Það má segja það. Það heitir fleiri þarna. Ég líður svona eins og við séum, svona einhverju, eins og við séum svona ungir strákar og tala við einhvern gaman forna búskapa hætti, sko. Já, hvernig var þetta? Við vitum ekkert þennan heim, en MSN. Það sem er langar að, því að það er nú ekkert svo langt á millikar, kannski 30 ár, cirka. En kynsluð, myndum við líklega, ef maður væri að hugsa aftur á baki tíman, kannski 25 ára kynsluð, þannig það er kannski bara svona hálf kynsluð á millikar, það er ekki meiri munur það. Það sem ég langar að spyrja, því að þið eru báðir að reyna einhvern veginn að höndla tíman sem að þið eru koma inn á svona fullorðins árum, kjærslega.
þá langar með svona hver staða einstaklingsins og samfélagið. Þegar ég að rifja bækurnar hans Hallgríms þá var það svolítið svona eins og þetta sé einstaklingur sem að koma inn í samfélagið og samfélagið bara eitthvað svona tiltölulega ákveðið. Það getur verið svona hólfaskipt og kaflaskipt og svona einhverju svona heimar en þetta svona samfélagið og svolítið mikið svona einstaklingur sem ekki komið í samfélagið. Þess vegna ég að velta fyrir mig hvort það sé meira, hvort það sé munur á því, hvort það sé sem sagt fjölskyldin og svona svo veist klanið mitt sé þarna, af því að við Hallgrímur kannski lifum á tímum sem goðsögnin að einstaklingur brjóti sig út úr klaninu og verði eitthvað stórkostlegt og losi sig við svona Billy Elliot sagan okkar, þess var alltaf einbreytt okkur að við ættum að rífa af okkur þorpið til þess að verða eitthvað. Það er annars vegar það og svo þetta sem að þú ert að tala sem að vægi samfélagsmiðlana, hvort það verði bara afgerandi breyting á því hvernig við erum í samfélaginu. Ég myndi segja að þetta væri kannski bara svolítið svipað ennþá því að þessi saga fjallar ungan dreng sem á mjög erfitt í samskiptum við móður sína sem fara eiginlega öll fram í gegnum samfélagsmiðla og megin plottið í bókinni það að hann á að sækja hann út á flugvöll í Keflavík og svo snýr hann við á miðri Reykjanesbrautinni og keyrir í aðra átt. Hann meikar ekki að fara að hitta móður sína. Og svo erum við náttúrulega forvitin það og það dræfið í bókinni hvað gerðist og svo smá sem að lesum við okkur að því og hann geymir það þangað til á svona frekar seint í bókinni og það rosalegt moment sem skýrir allan að sársauka og mjög magnaði og svo þetta svona þrjú hjól í bókinni það annars vegar þessi samskipti við móðurina sem við erum smá saman að finna út úr, svo það hans samband við kæristuna og svo það þessi flótti sem tekur hann frá Reykjanesbrautinni og austur á landu hann fer á puttanum að missi bílinn og þá fer hann alltaf upp í bíl hjá nýjum og nýjum túrista og þetta Breiðfjörðsstæl. Já, og maður fær svona mynd af nútíma Íslandi í gegnum líka þessu túrista þannig að það er mörg element að mér finnst þetta skemmtilega byggt upp og ótrúlega flott byggt upp og þannig að hann eins og þú segir að brjótast svolítið út úr sinni eigin fjölskyldu að flýja því að hann getur ekki annað og veitir ekkert hvert hann ætlar eitthvað óljóst bara að fara að taka Norrænu til Færeyja eða eitthvað eða bara til Danmerkur eða eitthvað byrja nýtt líf eins og maður gerði á sínum tíma Ég held ég eigi svona 40 svona dæmi það sem ég var alltaf að því að ég var að fatta ekki alveg hvað staða mín var í þessu samfélagi áttaði mig á því að það eru líklega aldrei hringt inn þannig að það er aldrei tíma að byrja þannig ég bara að finna mér einhver aðra leið en áður að maður fattar það að þá ég með endalaust á svona sögum þar sem að maður bara að því ef maður ekki hluti af þessu þá má ég gera hvað sem þannig það svona bæði eins og frelsi og svo náttúrulega eitthvað svona eyðilegging í því að þú ert ekki alveg með þetta svona ungsmannstími ekki spurning og eitt sem ég allavega upplifið bara þegar ég skima yfir völlin þessa dagana að þá það það mikið ákall einhvern veginn eða svona mikið verið að skora á fólk og sérstaklega kannski bara ekkert endilega bara ungt fólk heldur alla einhvern veginn að láta ljósitt skína einhvern veginn og verða besta útgáfan af sjálfum sér og allt þetta og það birtist okkur meðal annars á samfélagsmiðlum þar sem það er mjög ríkt eða svona mjög mikið það á samfélagsmiðlum að séu til dæmis einhverju svona fyrirlesarar eða pepparar eða markþjálfar eða hvað sem maður að kalla þessi einstaklingar sem eru svona einhvern veginn íta við okkur að verða betri útgáfa af okkur sjálfum og það einhvern veginn ef við stundum ekki eins og bara þessir einstaklingar sem eru að svona næstu í vinnavita heldur eða líka náttúrulega fólkið bara óbeint í því að við erum alltaf að spegla okkur í hápunktum hversdagsleikans hjá öðru fólki, við sjáum þegar einhver er að útskrifast, við sjáum þegar einhver er að gifta sig eða eignast barn eða hvaðina sem eru hlutinir á samfélagsmiðlunum sem fá mest viðbrögð þannig að ég velti því bara upp hvort að sé jafnvel ennþá meira verið að hvort það skapist ennþá meira pressa á að ekki bara brjótast út úr einhverjum hóp heldur hreinlega að skara fram úr eða ekki endilega skara fram úr heldur samt einhvern veginn að skapa sér nafn og einhvern veginn að Þú notar það að vinur aðalpersónar í bókinni er svona peppari og svona Við veist alveg hryllilegt að heyra þetta hljómar eins og að samfélagsmiðlarnir
séu eins og frænka í fermingaveislu sem alltaf að spyrja mann hvernig gengur. Það hryllingur, sko. Já, og eitthvað svona gömul tugga sem að við samt einhvern veginn svolítið tökum samt flest hver þátt í, líka bara með því að vera alltaf að spyrja hvort það sé ekki brjálað að gera og einmitt að svona örugga umræðefnið að leita í sé alltaf annarkvort hvernig gengur í skólanum eða hvernig gengur í vinnunni eða þetta í staðan fyrir bara hvernig hefur það eða þú veist hefur verið að gera eitthvað skemmtilegt nýlega eða eitthvað í þeim dúr, sko. Það er einhvern veginn svona þægilegast að leita í þetta hvort við séum ekki örugglega dugleg. Outside showing, svona. Já. Það lítið vel út, sem gera eitthvað merkilegt. Einmitt. En Helga mín, að pröfa aftur þarna með svona stöðu unga mannsins í samfélaginu. Finnst þér að vera öðruvísi hjá honum heldur en þegar þú varst að skrifa svona þínar kynslóðabækur? Þetta er alveg rétt hjá mér, ég má alveg kalla þessar bækur svona kynslóðabækur. Já, þetta er sko í grunninn, 101 og þetta er alltaf komið, bara klárar kynslóðabækur. Já, í grunninn er þetta svipað, sko. En það sem hefur breyst er kannski þessi nýju tæki og honum tekst til dæmis að mjög vel að taka inn samfélagsmiðlana og einhvern veginn gera þá að vettvangi skáldsögu þar sem að skjárin, þessi litli svona flötur verður að einhverjum dramatískum leikvangi og þú veist, litlu punktarnir sem sýna að viðkomandi hafi séð það sem skrifaðir verður mjög svona sláandi, áhrifamikið og bara öll þessi barátta sem fer fram á þessum litla fleti og þetta er magnað gert hjá honum, sko, af því að hann gerir ekkert mikið úr því, þetta verður bara svona mjög eðlilegur hluti af lífinu, jafn mikið eðlilegur hluti af lífinu og Esjan sé þarna hér með við sjóin, sko, eða eitthvað neginn svona bara... Sem er erfitt, maður segir þetta þessi bíómyndum, þetta er alveg fáránlega erfitt, því að það eru endar þessar bíómyndir sem gerir illa, sko, að vera með, sko, hinn raunveruleikann með, það er ótrúlega flókið. Og það var oft liðin í bíómyndum að byrtist hérna á milli okkar svona eitthvað samtal, eitthvað dúti og eitthvað svona letur sem hverfur og fer. Það var eftir að finna lausnina þessu, hvernig það gera, hann er ekki uppfyndir. Það gengur vel hjá honum. Já, en þú veist, sko litteratúr er í grunninn alltaf eins þannig, sko. Þetta er alltaf saga einstaklings gegn samfélagi hann er með samfélaginu en er í því, hann er fórnarlamb þess en samt hlutaði og hann er fascineraður af því líka og hann er eitthvað að reyna að standa á einn fótum og verða eitthvað en veit ekki alveg, þetta er náttúrulega klassísk saga þannig, sko, og hver hefur ekki skrifað svona sög áður en eins og segir, listaverk, skáldsögur þurfa alltaf að tengja sig við tíman og verða samfærandi vegna þessum textað. Og þessi bók er einhvern veginn þannig, hún beintengist inn í þetta moment sem við erum að lifa núna og það er svo magnað að þegar það text sem mér finnst honum hafa tekist og þá verður það sterkara verkið, sko. Þó að mönnum hætti til að segja, já, það er ekki bara úrelt eftir 5 ára því að þá hefur tæknin breyst, sko. En það einhvern veginn gerist ekki, sko. Þetta er svona tímahylki sem lifir áfram. Hver vill ekki hafa lesið svipaða bók frá 1925 og hvernig var landslagið þá, sko, þá færði þann tíma beint í æð. Þannig að listaverk verða sko, virka á bæði þessum þennan hversdagslega hátt og líka á einhvern klassískan svona ungi maðurinn versus lífið, sko. En maður verður að finna fyrir lyktinni af samtímanum eitthvað leys. Við nótum þetta oft í blaðamennsku, sko, farið bara inn á tímarit.is og fletti gömlu moggum. Þeir eru engu nærum hvaða samfélag var í gangi þarna. En flettið gömlu pressunni eða eitthvað sem við tókum þátt í að búa til. Og þá bara fattaru bara bæng, þetta er tíminn, sko, þetta er tíðarandinn. Sem er náttúrulega, því að tíðarandinn skiptir máli, það sem er gaman að fá ykkur, að því að tala svona kynslóðir, að því að stundum er talað þetta, svo stundum einhvern veginn tölum við minna þetta, ég held að það skiptir gríðarlegu máli, ég held að það skiptir gríðarlegu máli svona hvenar fólk komst til vits og ára, þú ert líklega einn af þeim sem komst til vits og ára á tímum nýfrásíkunar og er mótaður af því að það vera best útgáðan á sjálfu þér mannslega ekki aftur fyrir kvótakerfið Nei, náttúrulega Hann er eiginlega, sko, aðalpersónan í bókinni er fórnarlega prófkjörs í stóran flokknum, sko og hann svona setur söguna í, er það ekki Keflavík bara? Það er hann í bænum við flugvöllinn. Já, við aðalgötuna og þar er mamman með prófkjörsskrift og það er mjög áhrifaríkt þegar hún er komin hérna á einhvern
mynd af henni á einhvern flenni vegg sko, meðan allt í skralli heima fyrir og þetta náttúrulega klassískt minni. Tröst eða eitthvað. Já, mér finnst svona og bara persóna mömmunar kannski svona svo tæpast að hún svolítið svona sko maður spyr sig, þetta raunveruleg manneska eða ekki sko, eða hún svolítið ekstrem en einhvern veginn, maður kaupir þetta samt sko. Var hugsaður mikið þessa persónusköpun? Já, engin spurning, hún, að því var að lýsa því áðan hvernig þessi, hver svona útgangspunkturinn var að bara draga upp einhverja samfærandi mynd af svona ungum manni í þessari stöðu sem hann í að það var hins vegar ekki einhvern veginn fyrir mitt leyti fyrir en mamman fór að taka á sig mynd sem ég fór að finnast þetta byrjaði einhvern veginn að gerjast á einhvern skemmtilegan hátt sko. En varstu ekki trættu við það að gera mömmun að vondakallinum? Þetta svona dekúning, mamma? Því að þið málar okkur hans, þannig að þetta kúning þegar hann málar mömmu sína. Já. Bara svakarlegasta skrýmsli sem hefur byrst í myndlistasögunni. Okay. Þetta svoleiðis, mamma? Ég þekki ekki heldur, en fyrir mitt leyti þetta svo sem engin góði kall, nýja vondi kall í þessu heldur, bara erum við einhvern veginn misstórar púðutunnur, einhvern veginn ef sem má segja, sko, og hún kannski svona stærsta púðutunnan, sko, og það sem þarf ekki mikið til þess að allt fari í bál og brand, og það eitthvað sem ég bara man eftir sjálfur sem krakki, sko, það hefur ekkert með mína foreldra að gera, heldur bara fullorðið fólk sem var umgekk sem krakki, það gat verið fótboltaþjálfari eða einhver starfsmaður í skólan með eitthvað sem að voru fullorðnir sem að það var alltaf svo óljóst hvenar það var tilefni til þess að sprella og bara vera svolítið léttum nótum og síðan gæta hrokkið svona yfir í hinn áttina sem að við áttum bara öll að stein þegja, skiljið, eða hvernig sem það var orðað. Og ég man bara sjálfur eftir að hafa verið svo ringlaður í kringum þannig karaktera og bara sem svona að reyna að átta sig á því hvernig maður átt að vera og standa og sitja og eitthvað og það var eiginlega kannski það sem mér fannst áhugavert að vinna með hvernig það allum að vera barn einhvers með það þannig lund, ef maður skiljið hvað við, að svona einhvern veginn sem að svona sveiflukent skap bara, sem að mér fannst einhvern veginn þú getur aldrei reiknað út fyrirfram og þú svona meðvirkur í þessu andrúmi. Þetta er ekki margir sem alast upp með alkoholistum eða narsistum eða eitthvað svona fólki sem er erfitt að útreikna, sem með sérkennilega, það ekki alltaf samhengið í hvernig það bregst við því sem að maður segir. Það er einhver guð í vélinni sem að veldur því hvernig það talar. Fólk getur orðið brjálað í svona samskiptum. Já, og bara, sko, líka bara almennt þegar fólk með svona einhvern veginn, þetta er einhvers konar útgeislun, þótt getur verið einhvern veginn neikvæð líka, en þetta er einhvers konar útgeislun sem allir aðrir dá, sko, allir kringum sko, akkurat, sem ekki inn í fjölskyldinni. Já, akkurat. Og dyrka þess að mömmu. Lítur rosalega vel út þegar maður kemur nær, eins og það var sagt mann eins og því. Og eins og frábær sena það sem að drengurinn heyrir tvo stráka tala, djöðlar hún hot og tala mömmu sínar og þetta er eitthvað hræðilegt líka, sko. Það held ég eitthvað sem sérstætt kannski við í lítið samfélagi eins og okkar, sko, þegar að fólk eða börn eiga, sko, fræga einstaklinga sem foreldri, ég held að það sé mjög snúið, veist, og þarna mamman þetta svolítið svona brjótast til einhvern veginn inn á okkur framabrauti eða svoleiðis, og ég held að það sé mjög flókið að vera barn, sko, einhverja stjörnu eða svoleiðis. Já, og við svona í tilefni þess að við erum að tala saman núna, þá finnum við til með öllum börnum forsetaframbjóðanda. Það er eiginlega ekki einfalt, akkurat. Það er aflega flókið. Já. Móðurinn er náttúrulega upphaflega autoritet. Ég hlustaði einn svona fyrirlestur hjá svona, held að vera tauga læknir. Það sem gerða svona tilraunir, það sem að fólk sýnd alls svona myndir af öskrandi ljóni og eitthvað svona, svo verið að mæla viðbröðin og meðal annars svit í lóanum. Og það eru allir þannig að það sem að veldur mestu sveiflánum er mynd af mömmu. Þannig að mammunar okkur hafa alveg ótrúlega áhrif á okkur. En er þetta strákabók? Af því að það eru búið að vera undanfarið svona og sömuleyti það kannski eðlilegt af því að eins og ég sagði áðan að það er búið að henda okkur kollunum af stallinum og við erum að vafra þarna einhvers staðar án við þurfum að labba heiminn á þess að vera á stalli
Og við höfum séð að þetta er svolítið í bíómyndunum, stundum við byrja að kvarta yfir þessu, ég fara að horfa á eina myndin enn af einhverjum svona ung miðaldra kalli eitthvað að vafra lífið í einhverju, Hallgrímur náttúrulega skrifaði bara prototípuna þessari bók sem 101 sem bara sem að held að sé aðalpersóna sem að getur bara stuðað fólk sko að hlusta því að hann svo mikill vesalingur sko, maður langar að fara og bara löðrungan. Er þetta strákabók svona leit karla að einhverjum svona staði í samfélaginu eftir að hvað ég segja, síð karlaveldis, þó að ég sé ekki að segja að það sé fallið. Ég myndi segja að þetta væri bara hvorki strákabók né stelpubók ef það er sko mótsvarið eða svoleiðis. En spilar það inn í þetta þessi svona tilvistarlegi svona evi kallana? Þú nefndir eitthvað aðeins áðan svona kalla sem að geta bara týnt sér eitthvað staðar og ég meina það undra misstundum að það bara strákar sem eru bara fram undir 50 einhvern veginn eins og lifi bara í einhverju úlingaherbergjur og horfa enska boltan og spila einhverju tölvuleiki og það er bara eins og því að talaði áðan að það væri hringt inn, það er bara svo sem ekki hringt inn í þessum mönnum sko. Einmitt, já, ég meina þetta er að sjálfsögðu svona einhver þráður eða ég hef sótt innblástur í svona þessa stemningu sem þú ert að lýsa en ég vona að mér hafi tekist betur til en svo að það séu eingöngu menn í þeirri stöðu sem að getur tengt við þetta, ég vona bara að ég veit þetta er hluti af því sem við fellum. Akkurat, ég myndi bara engin spurning og en svo nefnilega er þetta svolítið áhugavert að tala til dæmis eins og heila skáldsögu og auðvitað sko til þess að hægt sé að ræða þetta í hnitmiðu málu og svolítið þá viljum við hengja einhverja merkimiða á þetta einmitt vegabók eða eins og þú segir enn einn sagan ungan mann í krísu eða hvað eina sko þú veist, en svo upplifir maður alltaf sjálfur þegar maður er búin að grautast í þessu í 3 ár þá finnst maður þetta að vera svona einhver ofureinföldun eða alltaf því smættun sko að því að þú veist, eins og segi, ég vona að þarna sé eitthvað sem að nær langt út fyrir þetta þema sem við erum að tala að eitthvað ungan kallmann í krísu að því að bara ég held að ég sé að fjallum líka bara mannlegar tilfinningar hvort sem það er svona kyni sem bókum svona hann er svolítið veikur fyrir sko veikur, hann er umkringdur sterkum konum alveg frá móðurinni og svo er hann í sambandi við konu eða stelpur sem er svona sterkar á svellinu, fær atvinnu tilboð, gengur vel í lífinu og gengur vel í skóla og er svona betri skaffari já, og á svona fjölskyldu sem er svona stabíli og svona og hann er svolítið svona vængbrotinn karakter finnst manni út í gegnum alla bókina og kannski stemmir það allt út frá þessu áfalli sem að kemur hérna sem hann lýsir sko þegar hann runni verður samsegur framhjáldi sko móður sinnar og það er náttúrulega rosalega erfitt fyrir unga sál að bera að komast að því að verða vitna því að ég kannski er að spoila bókinni en mér finnst þetta bara svo það má alveg spoila sko, það veit alltaf allir hvernig Hamlet endar en það getur alveg notið sko. Já, það er bara spennusögur sem má ekki spoila en þetta er samt spenna í þessari sögur sko, það er ekki það en þetta er alltaf mjög svona djúpt sko áfall og það situr í honum og maður skilur persónuna út frá því og öll hennar viðbröði og svona veran í þessu sambandi skýrist út frá því líka það kemur svona áfall í því sambandi líka sem ég vil ekki tala mikið en allt þetta gengur mjög vel upp sko en þetta er bara svolítið svona veikur ungu maður umkringdur sterkum konum og leitar einhvern veginn til þessara sterku kvenna sko og er fastur einhvern veginn í því netti þannig að ég myndi ekki kalla þetta eitthvað strákabók sko, alls ekki þannig að því að sterka kynið í bókinni kvenkynið sko En það er hluti af þessu sem er breytingar sem við erum að ganga í gegnum að stundum er talað að konum skorti fyrirmyndir að þeir eru að koma út úr einhverjum öðru heimi og eru komið með ný hlutverk og þessi flókið en það á ekkert síður við kallana ég held að þín kynslóð, þú getur ekki verið pabbi eins og Hallgrímur var Já, nú veit ég ekki hvernig það er aðra kröfur strákarnir líka að vera að endursemja öll sín hlutur Já, talandum samfélagsmiðla ég get alveg nefnt sem dæmi að ég fæ oft upp
út frá algoritmanum, þá fæ ég mjög mikið efni upp á Instagram og þess aftar sem er svona einhver húmor, sko, einhver pappahúmor, og þá er ég ekki að tala um pappahúmor í merkingunni einhverju 5 euro brandara, heldur húmor það að vera pappi og föðurhlutverkið og eitthvað og svona, þú veist, bara hvernig pöppum gengur að pakka, þú veist, bleium í tösku og bla bla bla, sko, og eitt gríni sem er gegnum gangandi þar er að ungir feður í dag að vera þakklátir fyrir hvernig, sko, hversu lágar væntingar eldri kynslóðin skapaði til feðra, skil hvað meina, sem að ég er ekki að segja, ég tengi við það sjálfur, en bara að því að nefnir þetta, þá held ég að, já, ég meina, kannski eru auknar kröfur gerðar til dæmis feðra, en það er af henni góða. Þetta hlutur, já, það er af henni góða. Já, því að það er líklega þannig að fyrirmyndinar, það er ekki alveg augljós, sko, að þú er að gera eins og pabbi þinn eða pabbi hans þannig að þið þurfið að endursemja þetta. Ég verið búin að vera, sko, pabbi alveg frá 84, fyrsta sinn, þá voru allt aðra kröfur, eða engar kröfur í rauninni, sko, það var bara eitthvað one night stand og bara var mjög lítið inni í lífi bassins, sko, fluttu til New York og hún fluttu á Höfn í Hortnafirði, þetta var mjög langt á milli og hittustu jólin og maður fann að maður gat aldrei unnið upp þann tíma sem maður glataðist og maður, það var alltaf einhver fjallað við það barn fannst mér og svo eignast ég aftur barn þannig 2005 og 2003 og 2005 og þá er maður staðráðin í að standa sig, sko, og svo kemur síðasta barnið núna 2017 og þá er maður svona orðin kannski svolítið svona eldri og fjarlægari en samt nærði í einhvern veginn, þannig að maður er búin að taka pappanámskeiði 3 sko, og það er alltaf mikil breyting. Það er alltaf breyting, sko. Stórkostleg breyting sem að þú hefur gengið í gegnum á þessum ferli. Já, til dæmis föðurferliðinu. Þegar ég er að vaxa úr grasi þá pabbi sá ekki einasta fótboltaleik sem ég spilaði, sko. Var aldrei með mér og var bara ekkert inn í mínu lífi bara í 10 ár, þú veist, hann var bara alltaf á skrifstofunni, kom heim réttur í kvöldmat og var svo bara sofnaður, þú veist, og ég bara var engin samtöl við hann. Ég var alltaf bara með mömmu, sko. Og svo núna, ég var í 10 ár bara á Valsvellinum, sko, bara nánast bara á hverjum degi með drengi minn, sko, og bara var alveg innvólar í hverju einstu sól sem hann var að byggja upp og var að kommentera það eftir leiki og svona, þetta var allt annað umhverfi, sko. Herðu, en að því ég er með ykkur hérna ungar höfund og Hallgrímur, gamlan höfund, stablíseran höfund. Og það er alveg ljóst, Hallgrímur, að Einar er þræl efnilegur ungu maður. Já, hann eiginlega, í þessari bók er hann ekki mynd efnilegur, hann er bara hann góður, sko. Kannski var hann efnilegur í smásagnasafni sem ég átti að lesa. En mér finnst þetta bara, það er alltaf gaman að sjá ungt fólk koma fram á reitvöllin, sko, og sanna sig. Og það er alltaf endurnýjun á Íslandi, það er með nú eiga það, sko, þó að lestur sé kannski eitthvað á leiðinni niður og þetta sé erfitt umhverfi og þá kom alltaf fram nýju talentar, sko. Þetta er svo djúpt í okkur, sko. En er þetta svona ferill sem að þú myndir óskonum að vera að skrifa bækur og íslensku og vera í því bölvaða harki, sko, sem að það er? Hann minnir svolítið á mig að hann er að vinna á auglýsingastofu og hann er að semja daglega texta og hann er að gera tónlist og hann er að gera allan fjanda. Hann er meira að gera íðorðasafn. Ég get svarið. Þannig að hann er að víðavöll og leitar víða fanga og mér finnst það skemmtilegt, en svo endar hann kannski bara semja sögulega skáldsögur, sko. Þú varst nú að mála líka og þú varst fjölmiðlamaður og myndlistarmaður og komst nú eiginlega svona skakt inn í skrift. Já, það má segja það, já. Tróðst þér þar inn? Hafði það verið planið lengi? Áður nú gafst út þessi fyrsta bók, varstu búin að vera? Já, og var svona með það í bakhöndinni, sko. Það var búin að skrifa aðra bók sem kom aldrei út, eða svona Forlagið fór á hausinn sem alltaf gefa hann út og hún hefur aldrei komið út og þannig að ég var... Og mun hún koma út það? Já, ég veit ekki. Hvað er bókir það? Þetta var svona litlar anekdótur, bara svona eins og dagbók, en svona póetíska lýsingar á hversteginum, svolítið svona Peter Handkelegt og svona, það var mín svona byrjun inn í bransan og sem enginn sá, ég oft velti ég fyrir mér ef hún hefði komið út, hvort ferillin hefði orðið öðruvísi, sko, og veit það ekki, sko. Það er náttúrulega bara það sem maður er. Já, já. Það er ekki hægt að breyta því.
Það sem mér fannst merkilegt þess að innkomu Hallgríms inn í bókmyndirnar var að hann kemur úr myndlistaheiminum. Það sem hefð fyrir því að senda krakkana á listasafnið og láta á kópera verk og eitthvað svoleiðis. Og hann náttúrulega notaði eiginlega þá aðferð við að verða rithöfundur. Þannig að hann getur ort eins og Jónas og Shakespeare og skrifað eins og allir hinir sko. Og hann mætti alveg með bara einhvern veginn svona ótrúlega hæfni sem maður hafði bara ekki séð sko. Og reyndar hafði hæfnin verið eiginlega fallið svolítið úr tísku sko. Það var eiginlega, þannig hann mætti bara með svo ótrúlegt sko, ég veit ekki hvað það heitir, bara hæfni í textagerð, það sem að mér starfið bara ótrúlegt. Þannig var það. Heillandi að heyra. Því að kemur annars staðar frá. Já. Það minnst líka skemmtilegt bara með tillit til að því ég var bara nýlega lent í ykkur umræðu sko kröfuna frumleika sem að var eitthvað svona, það var einhver bókmyndafræðingur sem sagði að krafan frumleika væri tiltölulega ný, einhvern veginn svona, nú ætla ekki eins og reyna að fullera hvernig það var sko í bókmyndum, en þú veist þannig að áður fyrir hafi einmitt þessi, hvað maður að segja, úrvinnsla á sagna arfinum og svoleiðis verið það sem að einhvern veginn var hið rétta sko og svo seinna bara kannski á sérstaklega og hún er alltaf mjög ríkjandi á 2000-öldinni og einmitt í svona svolítið umræðu eitthvað nýtt verk eða eitthvað, þú veist, þá er maður alltaf mjög fljótur að vísa í fyrri verk sem þetta einhvern veginn, og mér finnst það næstu stundum notað á neikvæðan hátt að ef eitthvað minnir á eitthvað, þú veist, að þá sé verið að segja að það er í rauninni búið að gera þetta, skiljið hvað við, en einmitt að segja að hvað er frumleikinn, sko, þú veist, þú veist, það er hægt að byggja eitthvað, eins og mér heyrist þú hafa þá gert að byggja kannski grunnsöguna á einhverjum eldri fyrirmyndum og en svo er náttúrulega heilmikið rými til frumleika ef þetta á annan borð snýst það að tefla einhverju nýju fram að þá er það. Það þarf eiginlega ekki að hafa mikla áhyggjur af því að hann kom ekki fram sko. Nei, akkurat, ég meina, það er alltaf eitthvað nýtt, bara ef einhver stingur niður penna þá er alltaf eitthvað nýtt að gerast, held ég. Já, sérstaklega, þú veist, svona beintengdu við nútíman alltaf. Þetta viðhorf þarna, neða, nú búin að gera þetta áður eða, neða, ég sá þetta þarna í Berlín 84, hafði alveg ótrúlega eyðileggjandi áhrif á sko mína kynslóð. Eitthvað svona hugmyndum að við værum sko heimsagan. En því að listin er náttúrulega uppkvötun, listin er með sannleika sem er uppkvötun í augnablikinu sem að þetta viðhorf lokar svolítið augunum fyrir eins og það þurfa að koma eitthvað svona algjörlega nýtt. Við vorum líka svo dómhörð og sem ekki dómarka í kringum okkur, það var alltaf verið að níða okkur niður og þetta var eitthvað svona sjálfshatur sem við uxum upp í og að því að Ísland var bara álitin einhver útkjálki sem gæti aldrei orðið hluti af menningu Evrópu eða heimsins sko og við vorum alltaf svona einhvern veginn beygð inn í okkur að við gætum ekkert og þetta var einhvern veginn viðhorf sem að þurfti svolítið mikið að berjast gegn sko. Vörðum okkur og vopnum með eitraðir í kaldhæðni. Svo getur verið skemmtilegt. Herðu, strákar, takk fyrir að koma hingað og ræða þessa bók og ýmislegt annað kynslóðir og ritstörf og fleira. Einar og Hallgrímur. Takk hérlega. En við sitjum hérna áfram við að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli kemur eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru forsetakosningar og við höfum hérna við rauðaborðið talað við alla frambjóðendur eða svo til alla. Við höfum ekki náð sambandi við Katrínu Jakobsdóttur en annars höfum við talað við alla fyrir utan Viktor Traustason sem er hingað kominn. Þakka þér. Þú situr svolítið lágt í stólnum. Þú vildi fá mig nær borðinu? Já, allt í lagi. Herðu, kannski svona eðlilega fyrsta spurning er Viktor, af hverju viltu vera forseti? Ég vil ekki vera á forseti, en mér fannst mikilvægt að bjóða fram ákveðna hluti þannig að fólk geti valið á. Ég myndi ekki treysta neinum sem að myndi vilja vera forseti. Þú ert í framboði, þannig að ég get kosið þig. Já, ég er í framboði og það er hægt að kjósa mig og ég veit ekki hvernig þú hugsaðir en ég mæli með því að kjósa ekki fólk sem vill vera forsetar. En þeir sem er í framboði er náttúrulega að bjóða sig fram til þess að verða forsetar.
Það er engin hætt á að ég veri forseti, en það er smá hætt á að þú veri forseti. Mikið rétt. Herðu, en hvað er þetta sem að þú vilt bjóða fólki upp á að velja? Mér langar til þess að búa til möguleika sem að snýst ekki út á ákveðna mannesku eða personu. Það sé ekki verið að bjóða fram ákveðið ego, heldur að bjóða fram bara skýrar og markvissar reglur sem að byggjast á ekki á mínum stjórnmálaskoðunum eða mínum geðþótta ákvörðunum eða minni einhverju svona ofurmannlegri getu til að skipa ráðherra frekar en einhver aðrir og byggir ekki á mínum ofurmannlegu kröftum til þess að lesa vilja þjóðarinnar. Heldur er þetta þá bara allt saman fyrirsjáanlega reglur sem við kemum til með að fylgja og ættu að vera frekar þverpólitísk sátt í kringum. Eina fólki sem þetta gæti mögulega móðgað eru leiðbeinendur eða leiðtogar stóra stjórnmálasamtaka og þeir sem hafa myndað sér ákveðna svona valdaklíku á alþingi og halda að þau séu með öll völdin í höndunum svona ósjálfrátt. Þannig að framboð þitt stilt á móti stjórnmála stéttinni, stjórnmála elitunni eða hvað? Stjórnmála flokkonum? Þú getur orðað þannig. Sækið, en eins og allir fyrsta stefnumáli mitt er bara að þingmenn fá ekki vera ráðherrar. Það er ekkert sem að segir að þingmenn eigi vera ráðherrar. Það er ekkert sem að segir að þetta sé hlutastarf. Það er ekkert sem segir að þau séu alltaf í 50% vinnu. Hingað til þá hefur forseti alltaf skipað ráðherra í samráði við þingið. Þess vegna alltaf talað um að leiðtogar ákveðna stjórnmálasamtaka sæki umboð til ríkisstjórnarmyndunar. Til þingsins? Nei, til forseta. Ja, þeir sækja umboð til forseta og forsetin veitið umboð til þess að gera þetta fyrir hans hönd. Það myndar ríkisstjórnina? Já, eða skipa í ríkisráðið, því að samkvæmt stjórnarskrá heldur ekki til neitt sem heitir ríkisstjórn. En sem sagt, þetta vald klálega liggur hjá forseta, samkvæmt 15. grein, og þess vegna þeir eru alltaf að sækja umboð þangað og þeim hefur verið neitað þetta umboð. Ég ætla ekki að vera að blanda mínum stjórnmálaskoðunum inn í þetta eða velja þá flokka sem að ég fíla best eða ég meitt halda að ég sé með einhvern ofurmannlegan kraft til þess að vita hver sé bestur ég vera ráðherra. Ég held að sé langt sniðust að gera þetta bara ennþá í samræðu við þingið af því að það er það sem Íslendingar virðast fíla. Ég ætla bara að setja þá lágmarkskröfu að þingmenn með ekki velja sjálfan sig. Já, þannig að þetta er þá þingbundi stjórn, þannig að það ef það er meiri hluti á þinginu fyrir tiltekinni stjórn, að þá gerir þú engar athugasemdir við það nema að þú, hvað myndum að segja, veitir ráðherrunum ekki umboð þitt nema þeir segja sér þingmennsku eða að það séu valdir ráðherrar utan þings. Já, ég myndi ekki skipa neitt sem er sitjandi á þingi, en ef einhver sækir þessa stöðu og er með meðmæli frá öðrum þingmönnum, þá myndi ég bara gera það óháð því hvað mér finnst um það. Já, bara ef það er meiri hluti fyrir þinginu fyrir að þessi sé dómsmálaráðherra. Svo lengi sem þeir segja af sig þingmennskunni fyrst. Þeir fá ekki að vera bæði. En gera það ekki, eins og vaninn hefur verið, það er svona einhver hefð hér. Og það er mynduð meiri hlutastjórn eins og bara til dæmis núna. Svo tekur við 1. ágúst. Og það eru þarna, er ekki 12 ráðherrarnir, sitja allir á þingi? Hvað gerir það? Eins og segi, það er forsetið sem ákveður hverjum margir ráðherrar og hvað þeir gera. Já. Og mér langar ekki að vera að blanda mér alltaf mikið inn í þetta. Nei. Ég ætla ekki að vera að taka einhver sérstakar ákvarðanir. En kannski gefa þeim viku 2 gegna frest til þess að ákveða sig hvort ætlar að vera þingmaður eða vilt að halda áfram að vera ráðherra. Og já, ef þau segja ekki á sig þingmennskunni þá þarf að leysa þau embætti sem ráðherrar. Og þú myndir gera það. Og það er tilbúðið til kjósenda eða kjósa þig? Já, all mín stefnumál eru frekar svart að hvítu. Já. Og það myndi koma mjög fljótt í ljós ef ég var ekki að standa við eitthvað af þessu. Og þú veist, ég hef enga hagsmuni að gæta. Ef þetta er kosið, þá er þetta sem fólk vill. En þú værir að stilla þér upp á móti hefðin eins og það er á þinginu og hjá stjórnmálaelitunni, þannig að ef maður er að reyna að sjá fyrir sér hvernig það getur orðið, þá er það þannig að þú gefur þeim 1-2 vikur til þess að frest, til þess að segja af sér þingmennsku. Annars myndu gera hvað? Já, það þarf að leysa úr embættinu. Leysa upp ríkisstjórnina og búa til kosninga? Eins og segi, það er ekki til neitt sem heitir ríkisstjórn, samkvæmt stjórnarskránni. Já. Það er til ríkisráð sem er forseti og ráðherrar hans. Og vísaðum úr ríkisráðinu?
Já, leysa úr embætti. Já. Og þá veita þeim lausn. Ok, segjum að þetta yfir allar ráðherrana, þá 15. ágúst og þá engin ráðherra. Og hvað gerur þá? Já, það þarf að skipa nýtt fólk til þess að framkvæma valdi ríkisins. Og þá mun þú skipa auðvitað þingstjórn. Já, það ekki bara hægt að opna fyrir umsóknir og ég held að flesti kannast við að sækja störf og þú þátt meðmælabréf. Þannig ef einhver skilar meðmælabréfi með 50 þingmönnum eða 40 þingmönnum, þá alveg hægt að skipa hann eða hana í eitthvað ráðherraembætti. Og ef að þingi getur ekki komið sér saman þetta, að þá þarf maður örugglega bara að fá ráðgjöf annar staðar frá, af því að þingi greinilega ekki að standa sig í þessu. Þú þarft að ráða í embættið, af því að þú leggur svolítið upp á því að það sé ekki þín afstaða sem að ég ráða fyrr, en ef þessi staða kemur upp, þá þarf þú að mynda ríkisstjórn. Mikið rétt. Eða skipa í ríkisráð. Skipa í ríkisráð, fyrir ekki. Og þá það fólk sem að þú treystir, ekki ætlar að láta kapasent ráðningarskrifstofuna sjá þetta. Ekki hún eitthvað hlutlust afl eða hvað? Ég held að sé engin hlutlust afl. Það var líka hægt að bera bara saman hverju með flest meðmæli á þingi. Ég líka smá hrifin einni hugmynd að eins og venjan núna, þá það stjórnmálasamtök sem geta tilenga sér flesta þingmenn, eða sem sagt meiri hluta þingmanna, að þau fá einhvern veginn að ráða í hverju allir ráðherrarnir eru, en okkur deiluðu þá bara ekki hlutfallslega niður, eins og allir með sem einhver stjórnmálasamtök eru með 7% á þinginu, okkur fá þau þá ekki einni ráðherra í hlutfalli við, okkur það helmingurinn sem færðu alla. Þetta fullt af útgáfum sem að það myndi vera eins konar þjóðstjórn. Já, eins og hefur verið á Íslandi. Og eins og ég segi það virðist ekki vera það alvarlegt hverjir eru í þessum hlutverkum. Einhvern veginn á 6 mánaða fresti þá geta allir hoppa á einu stóli yfir í annan. Það fólk sem ekki með neina reynslu sem fer inn í þetta, og eins og ég held að þetta sé meira stór stjórnmálasamtök að reyna að halda í einhver völd frekar en rosalega mikilvæg hlutverk sem nöðsynlegt að hafa endilega rétta fólkið í mig grunar þessi mjög margir sem geta sinnt þessu stöðum bara heiðarlega og unnið góða vinnu. Það þjóðin sem kýs forseta. Forsetin hefur umboð og kannski sérstaklega ef hann leggur fram það sem hann vil gera með svona skýrum hætti. En það líka þjóðin sem kýs þingið og í samkvæmt þeirri hefð sem að þar hefur myndast. Ég meina, flestir vita svona hvað sá leikur snýst. Ég bara velta fyrir mér af hverju hefur forsetinn vald til þess að raunverulega setja þinginu stóli fyrir dyrnar. Af því að þjóðin sem kýs hvort tveggja. Já, ætla að sé ekki út af því að stjórnarskráin komin frá í rauninni bara þýðing á danska konungsveldinu. Nema hvað við erum að kjósa konung í 4 ár í hvert sinn í staðin fyrir til lífstíðar eða staðin fyrir einhversi fættur inn í þetta hlutverk. Þannig að það líklegast ástæðan fyrir því. Ég ekki að reyna að réttlæta núverandi stjórnarskrá endilega. En maður sér ekki alveg fyrir því að danski kóngurinn, nú eru þau með kóng, að hann neyti vísi fólki úr ríkisráðinu af því að það sitt á þingi, eða allir ráðherrarnir þar eru á þingi. Nei, það margt sem maður getur ekki séð fyrir sér út af því að það fólk í þessum stöðum sem maður finnst bara frekar þægilegt að vera þar og það myndast ákveðu maldajafnvægi sem enginn vill raska. Það enginn sem hefur hag af því sem í þessu batteríi að hrófla neitt við því, á meðan að flestallir almenningur orðin pirrar á því að mest allt versennið virðist alltaf snúast í kringu sama fólkið sem allt í senn bæði ráðherrar og þingmenn og formenn stjórnmálasamtaka allt á sama tímanum. Og það enginn sem í stöðu til þess að gera neitt í því sem hefur hagað því að gera neitt í því. Þannig að mér langar bara að bjóða upp á þann möguleika. Þannig að stjórnmálahefðin á Íslandi hefur komið okkur í ógöngur. Að það séu okkur tiltekinu öfl inn á þinginu sem að stjórna ríkisstjórninni og þingið undir hælnum á ríkisstjórninni. Og nú sé bara komin tími á að vera kosið forseti sem að hristir upp í þessu. Í stjórnarskráni þá finnst mér það frekar greinilegt að hún tekur sérstaklega fram að það sé þrískipting á valdi og skilgreinir 3 valdsvið og tekur sérstaklega fram að sumir séu á einu valdsviði og aðrir á öðru og
það mikilvægasta sem að forsetin hefur að gera oftast nær í stjórnarskráni að vera varnagli til þess að passa upp á það að þingið sé í rauninni að starfa á lýðræðislegan hátt. Að það sé meiri hluti á bakveða sem að þingið gerir og að passa upp á að geta stoppað þingið þegar það fer út fyrir það umboð sem að það hefur fengið frá fólkinu. Já. Það er til dæmis að geta vísað hlutum í þjóðaratkvæðagreiðslu og það er annars stefnumáli mitt. Það er bara að skrifa ekki undir hluti ef að 10% mótmála sem er ekki einhver frumleg hugmynd af minni hálfu. Þetta kemur frá stjórnlagaráðinu. Já. Og síðan er það einmitt að þingi starfar af því að forseti skipar þeim saman og hann getur rofið þingið. Einmitt eins og það segir, alþingi er kosið í atkvæðagreiðslu en forseti er líka kosin í atkvæðagreiðslu og það sé samræmi milli þessara tveggja atkvæðagreiðslna það er ákveðin varnagli en upp á síðkastið og bara í þó nokkuð marga áratugi, ekki ára kynslóðir að þá er eins og að forsetin afhendi valdið bara til einhvers leiðtoga stóra stjórnmálasamtaka og þá er þetta ekki sitt hvort kosningin sem þarf að samrýmast heldur þá er bara forsetakosningin allt í einu bara orðin merkingarlaus og það er bara þessi eina alþingiskosning sem að gefur fólki völd sem að þau geti síðan farið með og allir verið pirraðir í 4 ár þangað til þau geta sagt eitthvað næst en það að þau þurfa að vera samræmi milli tveggja kosninga er það sem að ég tel lykillinn að því að sé ákveðin pólitísku stöðuleiki og að þingið sé í rauninni að starfa með vilja þjóðurinn á bakvið sig af því það er forseti að passa upp á að þau geri það. En það er kannski munur á því að eins og með Ólafur Ragnar Grímsson sem að talaði gjá milli þings og þjóðar að hann gæti stíð inn í mál og hann lagði áherslu á að það væri mat hverju sinni, að það væri ekki nóg að hafa tiltekinn fjölda, heldur þið að leggja mat á það væri sum mál sem að henduð ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu og annað slíkt, þannig að þyrfti alltaf svona persónlegt mat þarna sem er ólíkt því sem að þú heldur fram. En það sem að mér finnst þú er að tala um er að svona bara almennt er kerfið á þinginu ekki gott. Þannig að þetta snýst ekki tiltekinn mál sem að koma út úr þinginu sem að stangast á við þjóðarvilja eða brjóta gegn aðri frambjóður hafa nefnt bara svona siðferðisvitund almennings og annað slíkt. Heldur þú að nota embættið til þess að ég myndi eiginlega bara segja svona bara hrista upp í þessu að það séu orðnað svona farvegir valdsins þarna inni þannig að tilteknir menn og aðilar hafi þar ómikil völd og hafi sveiktað undir sig og nú er komið tími til þess að bara breyta þessu. Þannig að völdin raðist með einhverjum hættum öðruvísi. Þetta er ekki afstaða til tiltekina mála, heldur kerfisins sjálfs. Það er munur á þessu. Já, þú getur vel orðað þannig. Ég er reynt að leggja áherslu á það í gegnum allt mitt ferli hingað til er einmitt að ég er ekki að bjóða frá mínar sértæku stjórnmálaskoðanir og ég myndi taka þessa ákvarðanir óháð því hvað mér finnst ákveðin mál og eins og segir að það sé einn maður einhver tíman sem að sá það þannig að honum fannst kannski ekki öll mál passa í þetta. Jú, það er hans skoðun og við höfum öll skoðun og þess vegna eru lýðræðislega kosningar einmitt út af því að það er ekkit endilega einhver einn maður sem ákveða hvað öllum öðrum finnst. Sem ég geti sagt að þeir hafi svo rosalega góða tilfinningu fyrir því að lesa vilja þjóðarinnar og ég er einmitt hérna til að segja ég hef ekki þessa tilfinningu. Ég ætla ekki að halda því fram að ég geti lesið það hvað öðrum finnst eða hvernig hlutirnir eigi að vera umfram öðrum, umfram það sem öðrum finnst. Þannig að ég held að sé best að hafa þá bara ákveðin þröskuld. Þannig að þegar það er nógu mikil gremja í samfélaginu þá getur fólk krafist þess að fá þjóðaratkvæðagreiðslu og útkljá málið þannig ef að hlutir er samþyktir þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hvað þá er þetta smá töf og smá kostnaður sem er ekki lítið verð fyrir lýðræðið en ef að hlutir eru felldir í þjóðaratkvæðagreiðslu þá er það bara merki að það var eitthvað alvarlegt að. Þetta áviðum einstök mál en stóra málið þitt er að vera með svona breytingar á því hverju sitja í ríkisráði að það megi ekki vera þingmenn. Það er ekki 10% landsmanna hafa ekki hvatti til þess, þannig það er þín dómgreind, þín afstaða, pólitísk afstaða sem að þú leggur fram. Þessi 10% þröskuldur á þá bara sérstaklega við það að skrifa undir lög og er komin frá stjórnlagaráðinu.
Það eru ráðleggingar þeirra, ég ætla ekki að láta mig detti í huga einhverja fullkomna prósentutölu, það eru örugglega að slípa þetta í framtíðinni, en þangað til sé ekki ástæðu fyrir því að ég ætti að fara út fyrir þann ramma, maður fylgir bara þeirra ráðleggingum. Nú man ég ekki nákvæmlega, en ég held að tillögur stjórnlagaráðs séu líka þessi þrískipting ríkisvaldsins, sem sagt þeir sem að framkvæma valdið séu ekki þeir sem eiga endilega að vera að setja lögin og það er líka þannig í núverandi stjórnarskrá, það er bara ekkert sérstaklega sem bannar það. En hún tekur fram að hér sé löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald og segir hverjir vinna á hvaða sviði. Hún segir að forseti má ekki vera þingmaður, hún segir að hæstaréttardómarar mega ekki vera þingmenn og hún segir að forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Þú segir ekki að ráðherra mega ekki vera þingmenn? Eins og hún segir að forseti má ekki vera þingmaður og að ráðherrar framkvæmi vald forseta gefur þannig að hluta til í skyn að þeir megið ekki, þó að standa ekkert, ég ætla ekki að segja að það að ráðherrar hafi verið þingmenn hingað til sé stjórnlagabrot, en við getum hugsað okkur, hefði það kannski átt að vera þannig? Af hverju þarf þetta að vera sama fólkið? Það er ekkert sem segir þetta að vera sama fólkið. Eina ástæðan fyrir því að það vill svo til að ráðherrar sé alltaf þingmenn, grunan mig er að þau þingmenn fá að velja þá og þeir velja alltaf sjálfa sig og það er bara klár hagsmuna árekstur í gangi og þannig að það eina sem ég ætla að bjóða upp á er að setja skorður á þennan hagsmuna árekstur og sjá svo hvað gerist. Og forsetakosningarnir eru þannlegandi eins konar þjóðaratkvæðagreiðsla þá leið sem að þú leggur fram, þannig ef að þú verður kosið forseti að þá er líklega komin vilji þjóðarinnar að þessa breytingar nái fram, að það verði engin ráðherra sem er frá þingmaður. Já. Það er þannig. Einmitt, þingmenn geta allan ekki orðið ráðherrar án þess að segja sér þingmennskunni fyrst og vera þá bara ráðherrar. Ok. Herðu, þetta eru 2 mál eða ekki. Það eru ráðherra sem ekki þingmenn. 10% þjóðarinnar getur knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu og er ekki eitt enn. Jú, svo er ég með þriðja málefnið sem að er uppáhaldið mitt en hann hefur hlotið minni athygli í gegnum tíðina og það er það sem ég kalla týndu þingsætin og eins og ég orðið alltaf svona í skrefum, það var það sáhópur fólk sem að mætir á kjörstað, fær kjörseðil, fer inn í kjörklefa, kemur út, setur hann í kjörkassan og fær ekki full trú á Alþingi. Og það er allir sáhópur fólk sem að skilur ógildum seðlum, skilur auðum seðlum og kýs stjórnmálasamtök sem ná ekki 5% á landsvísu. Og samanlagt þá er þessi hópur allt saman fólk sem að veitti engum á Alþingi sitt umboð og það eru bara frambjóðundir á einhverjum öðrum listum sem setjast inn á Alþingi í sætin þeirra og láta eins og ekkert sé og segja síðan tala máli meirihlutans. Og ég hef gert Þú þá þess að stóla auða? Já, ef ég væri sem ég spyrja, er þetta ekki málefni fyrir Alþingi frekar en fyrir forsetan? Ef að ég væri að bjóða mig fram í alþingiskosningum, þá geti ég komið með þær breytingar þessi stólar eigi verið auðir. Það er ekki innan valdsvið forsetans að segja að þessi stólar geti verið auðir miðað við núverandi kosningalög. Það sem ég get hins vegar gert sem forseti er að segja, það virðist vera að þarna séu 4 þingsæti, ef við teljum saman hennan hóp og sjáum ef þetta væri allt saman bara ein stjórnmálasamtök, sem sagt allir þeir sem að náðu ekki yfir 5% og allir þeir sem að skiluðu auðu og allir þeir sem að skiluðu ógildu, sem sagt allt það fólk sem að mætti á kjörstað og valdi engan af þeim sem að situr inn á Alþingi. Ef við teljum hann saman sem einn hóp og sjáum, hann samsvarar 4 þingsætum, þá get ég sagt við þingið, ég bara ætlast til þess að öll frumvörp séu samþykkt með 4 auknum meirihluta, annars get ég ekki með góðri samvisku skrifað undir því. Að því ég veit að þið eru ekki með meirihluta kjósenda á bakvið ykkur þó svo að þið látið eins og séu það. Þá er ég aftur ekki að styðja ákveðna flokka eða ákveðin stjórnmálasamtök. Ég er ekki að skipta mér að því hvaða er sem kemur fram í frumvörpunum, ég er bara að tryggja það að þau séu með meirihluta bakvið sig og þá megu það halda áfram. Þeir sem að ekki mæta á kjörstað, þau er ekki hlutið þessu? Ekki eins og eins og ég segi, ég hef gert greiningar á þessu vandamáli aftur til 95 og ég er með nokkrar mismunandi túlkanir á því. Það er með stóra vandamáli mitt er þegar fólk segir, já, þeir sem að mæti ekki á kjörstað, þeir skipti ekki máli. Þó
þó svo að ríkið hef ekki fengið neitt umboð frá þeim að þá eru sumir sem vilja meina að þú verður allan að mæta á kjörstað til þess að lýsa yfir þinni gremju en málið er að eins og uppbyggingin núna að þá er engin munur á því að mæta ekki á kjörstað og skila auðu. Það er ekki einu sinni munur á því að mæta ekki á kjörstað og að kjósa samtök sem síðan ná ekki 5% af landsvísu. Það komið eins fram við öll þessi atkvæði. Það þarf að vera einhver kerfislegu munur á öllum þessum valmöguleikum. Ég bara spyrja tæknilega hvort að þú myndir vilja taka með í þennan kröfuna aukna meirihluta þá sem ekki mæta á kjörstað sem eru slástundum vel yfir 20%. Það eru bara 12-13 þingmenn þardir. Nefnilega, góðu punktur hjá þér. Ég held að þessi umræða fyrir seinni tíma. Byrjum á litlum skrefum, byrjum á einföldum skrefum, sjá hvernig það fer. Ef að þetta verður samþykkt, þá þarf ég ekki að standa í þessu lengur. Þá er mögulega að byrja hægt að tala slíka hluti. En eins og þá held ég að sé einmitt best að byrja á litlum einföldum skrefum. En það er eitt þeir sem að mæti á kjörstað og hunsa kosningaréttinn. Og í því getur túlkast að þeir bara sáttu við þetta eins og þetta er eða þeir hafa bara ekki trú á því að þessi hægt að breyta þessu í gegnum þingkosningar en allavega mæti fólk ekki. En þú ert að tala það sem að skila auðu. Hver sem túlkaða eins og þau vilja og það er mitt vandamálið. Já, það er ekki vandamál, þannig er bara mannlífið. Að fólk túlka með mismunandi sín á samfélagið. Við getum ekki verið einn hugur, við getum aldrei fundið hann. En þegar maður skoðar í söguna þá var mesti flest atkvæði sem að fengu ekki fulltrúa var 2013 sem að ég held að færi nærði að vera 8 þingmenn með minni það sem að voru stjórnmálasamtök sem að náðu ekki yfir enn 5% þröskuld sem að er á Íslandi hærri heldur en annar staðar. Ég er í Sólstaflokknum og fyrir 4,1% sem við fengum í síðustu kosningum hefðu við fengið þingmenn í öllum Norðurlöndunum, Færeyjum og Grænlandi líka en ekki Íslandi, af því að þröskuldur er svo hár. Á 2013 var það samkvæmt dönskum lögum til dæmis hefði Dögun, flokkur heimilanna og lýðræðisvaktin fengið þingmenn. Í Hollandi hefðu Hægri græni líka fengið þingmenn, þar sem landið er eitt kjördæmi og meiri segja regnboginn. Þannig vantaði 8 þingmenn inn á en þú segir að þá til þess að mæta þessu óréttlæti að sumir fá ekki þingmenn fyrir það atkvæði sem að kýs að þá alltaf vilt þú bjóða upp á auðanstól, við getum kallað það en akkur leifir ekki bara akkur mátti Dögun ekki bara fá sína 2 þingmenn og flokkur heimilina sína 2 og lýðræðisvaktin sinn og regnboginn sinn þingmann 2013. Er það ekki eðlilega lýðræði að ef ég kýs flokk heimilana að þeir fái þingmenn því að við voru nógu mörg að við áttu fyrir 2 þingmennum en fengu það ekki, því að það voru einhverja reglur sem að flokkarnir sem að sátt á þingi höfðu sett til þess að verja sín völd. Jú, algjörlega. Nú, þannig að það kemur til greina bara að fella burtu þröskuldin. Eins og hafa auðsæti. Ég er alveg hlindur því að fella út 5% regluna en það er ekki innan valdsviðs forsetans, það er málefni fyrir Alþingi og forseti getur ekki deilt út þingsætum út frá því hvað honum finnst að kosningarnir hefðu átt að vera. Aðferðin sem að ég er búin að smíða í kringum þetta til þess að allavega tryggja það að hlutir fara ekki gegnum þingið nema þá að það sé allavega meiri hluti á bakvið á er þá allavega að krefja þingið aukið samþykki til þess að vega upp á móti þessum stólum sem að var hendi í ruslið. Já, þannig að ef við tökum þetta kjörtímabil 2013 Ég held meira að ég hafi reiknað aðeins fleiri þingsæti heldur en þú en eins og segja, já, það var bara graf alvarlegt mál og það var mjög lítið talað um það, mjög litlir eftirmálar og þetta hefur líka gerst eftir það og mér minnir að sko þing sem að starfa eftir svona kosningar þar sem að er mikið af eins og ég kalla týndum þingsætum að þau þing renna nánast aldrei undir lok sem sagt þau ná aldrei 4 ára þroska. Þingið er ekki í takt við stjórnmála afstöðu almennings. Já, það bara endar oftast á því að forsetið þarf að rjúa þingi og búa til nýra kosninga. Það hvort það sé gert út af því að einhver ráðherra biður um það
skiptir svo sem ekki það miklu máli, það forseti sem þarf að gera það og hann rífið þingi og búið til nýra kosninga. Þannig að reyndin svo að stjórnmála elítan telur að hún sé að búa til pólitískan stöðuleika með til dæmis 5% þröskuldunum en reyndin sé að svo ekki vegna þess að þá hætta á að verði svona ástand eins og var 2013 þar sem að kannski hluti af stjórnmála vakningu eftir hundsáruna náði ekki inn á þing og þar lendi var þingið raunverulega endurspeglaði ekki vel afstöð almennings. Er það eitthvað þannig sem út að? Já, ég veit ekki hver myndi nokkuð tíman heiðarlega halda því fram að þau séu að mynda pólitískan stöðuleika með þessu. Það sem þau eru klárlega að gera er að skara elda í einn köku. Þau eru að taka atkvæði sem að segja skýrt og greinilega, ég vil ekki að þú talir í mínu máli og segja, heyrðu, ég ætla að telja þetta þannig að þau tali, eða ég fá að tala þeirra máli. Annarkvort með því að henda þeim í rusli og deila þeim bara niður á hina eða bara hreinlega að segja, einmitt, þetta er ekki gilt, þannig að þetta fer með meiri hlutanum sama hvernig meiri hlutin verður. Þetta er sko augljóslega regla til þess að auðvelda þeim að fara með völd en það myndi enginn halda því fram, sko held ég heiðarlega að þetta sé til þess að skapa eitthvað stöðuleika og reynsla sýnir það að það gera það augljóslega ekki. Hérna, í þessum málum sem þú leggur fram, þá svona afstaða að við getum ekki falið ákvörðun svona dómgreidd einstaklinga. Ég ætla ekki hópa eins og hópar inn á þingi geta spilt í og þú stillir oft upp svona eins og svona vélrænum lausnum. Ef það bara 10% þá bara fer þetta og svona eins og sé svona vantrú á dómgreind einstaklinga sem í þessu. Það svona löngun að því að finna eitthvað svona kerfi sem að getur kannski bara leyst vanda fyrir okkur. Það við þurfum ekki að hafa ómikla mannalikt í húsum okkar þar sem menninir koma og taka ákvarðanir. Er þetta eitthvað í þessu svona eitthvað svona vantrú á hérna dómgreind einstaklingana því að til dæmis þingmenn þeir skrifa undir svona dreinskaparheiti og að sömuleyti afstæð þeirra á að vera byggð á þeirra persónulega mati, það eiginlega allt byggt upp á því, allt fulltrúalýðræðið og líka forsetinn að við erum að velja einstakling til þess að taka ákvarðanir fyrir okkar hönd. Alls ekki. Eins og segir að þingmenn er engis bundnir á einn samvisku og í þessu tilviki eða það sem ég er að gera er ekki að vera á móti því að einhver geti afsalið sér rétti sínum til einhvers annars til að tala sínu máli. Er hægt að gera það öðruvísi og réttlætanlegra og mögulega það er verkefni fyrir framtíðina og aðra kosningar. Ég ætla ekki að gera það núna til að fá skýr og einföld skref til þess að byrja með. En það er ekki það að það sé einhver svona teknokrata lausn. Heldur er það þá frekar að af hverju er þetta dómgreind eins aðila sem á að treysta á þegar við höfum dómgreind allra. Af hverju má fólk ekki bara segja sjálft, nei ég vil þetta ekki, okkur þarf einhver annar að svona lesa það í kosmosinum að það sé fólk sem vil þetta ekki, okkur má fólk bara ekki segja það sjálft. Ertu að tala fyrir svona bara miklu beinu lýðræði? Eins og bara með 10% þröskuldin. Af hverju þarf einhver að vera að spá í kúlu hvað sé rétt ákvörðun, okkur getum við bara ekki tjekkað á því. Kannski og síðan er það sem sagt bara afsakað því þú komst með þetta. Það er ekki það að sem sagt við getum ekki treyst á dómgreind fólks eða það sé ómikil mannalegt í húsunum en þegar að sem sagt, einhver afsalið sér veitir einhverjum öðrum umboð til þess að fara með sitt mál það er þegar að sá samningur er ekki virtur af einhverjum öðrum, segir nei, heyrðu, ég ætla ekki að taka þetta framsal gilt og ég ætla bara að taka það til mín í staðinn sem eru týndu þingsætin. Þetta er bara einmitt brot á þessum samningi milli þessara tveggja aðila og svo þriðji kemur inn og segir nei, ég ætla að fara með valdið og það er það sem ég er aðalega að gagnrýna, ekki það
það sé einhver svona kerfisleg lausn sem að gera þetta betur, heldur það hreinlega að vera að brjóta á fólki. Já. Það sem að hefur verið rökin á móti svona beinu lýðræði eru ýmis konar. Eitt að til dæmis að ákvarðanir skatta hendi ekki í það, af því það sé svona freistni hjá almenningi að hafna því að borga skatta, þó svo að fólk vilji kannski fá að ríkið sé fjármagnað og það getur lent í vanda. Það við þekkjum þessi rök að skattamála ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Annað það að meiri hlutin getur gengið á rétt minni hluta, getur verið þjóðis ástæðum að sé minni hluti í samfélaginu sem að meiri hlutin til í að skerða réttindi hjá, getur verið innflytjendur en getur líka bara verið finnar í Svíþjóð þessuna, það svona þjóðar minni hluti og það svona ýmis svona ástæðu það sem að sagt að sumt bara hendar ekki í beint lýðræði þjóðaratkvæðagreiðslu og svo hafa menn bent á það að Hitler jók völd sín sem kanslari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það verið talað og þess vegna sagt að sumir hlutir eigi bara betur heima í fulltrúalýðræðinu og sé ekki rétt að vísa yfir í beint lýðræði. Ég ekki alveg náði hver spurningin nákvæmlega. Ég að segja að þú sett með ykkur mörk á því að þú ert að segja að ef það koma 10% sem að biðja þetta, segjum að komi 10% sem að vilji fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að öllum útlendingum sem að komu til Íslands á síðustu 10 árum sem vísa á landinu. Myndur þú segja bara já að þetta væri þjóðaratkvæðagreiðsla það, hvort þú ættum að vísa öllum útlendingum frá Íslandi? Sko, forseti getur ekki sett lög. Nei, þannig að það þarf að koma fyrst lögin til þess. Já, 27. grein stjórnarskrárinnar segir að forseti þarf að undirrita öll frumvörp. Þannig að það er ekki fyrir en að þingi búið samþykkja það. Já, þetta er varnagli gegn þinginu. Ég er ekki að segja að fólk geti sett lög eða með 10% minnihluta. Það sem ég er að segja er ef að þingi gerir eitthvað sem að þjóðinni líst svo illa á að það er hægt að fá sjálfsagður réttur. Já, það sé hægt að fá 10% undirskriftir á skömmum tíma og slíkt gerist ekki nema það sé annarkvort minnihluti sem er virkilega brjálaður sem þýðir við ættum að skoða þetta eða þá að það sé svo mikil gremja almennt í samfélaginu að mjög líklega er þetta að fara að falla. Ég held að það verði ekki fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Það sem mig grunar er að þingi muni bara passa betur upp á það að það sé þverpólitískari sátt málefni sem faraðan í gegn sem ég held að flest allir vilja nema einmitt þeir sem að vilja stjórna í krafti minnihlutans sem að er eins og ástandið núna og hefur verið þar sem að það er mjög lítill minnihluti kjósenda sem er í rauninni á bakvið þessi þingsæti sem að eru síðan að segjast tala máli meirihlutans og eru síðan að sannfæra alla að þau hafi sagt, valdið til að skipa ráðherra og ekki forsetin og allt í henni er það einmitt. Rosalega mikið af völdum innan ríkisins sem er komið á hendur fárra einstaklinga sem eru með til að fá atkvæði á bakvið sig og það virðist ekkert vera neitt sem að aðri geta gert í því. Ég var að draga umræðuna svolítið út í það beint lýðræði almennt hvort á móti þessari dómgreind einstaklingarna og fulltrúalýðræðisins og dæmi sem ég tók áttu við það en ekki kannski eins og þú leggur þetta upp sem er umverulega bara möguleikar forseta á Íslandi til þess að vísa samþykktum lögum í þjóðaratkvæði. Já, ég er einungis að tala þessar greinar stjórnarskrárinnar og þetta er allt saman innan valdsvið forsetans. Þetta eru hlutirnir sem að hann getur gert og þetta eru hlutirnir sem að fólk spyr hvað myndið þú gera í þessari stöðu og þá er ég bara að gefa fyrirfram sjáanlegan í rauninni algoritma eða reglu við það hvernig ákvörðunartakan verður. Ég myndi skrifa undir öll lög án þess að spá í því nema mér berist 10% mótmæli, þá myndi ég alls ekki skrifa undir þau og vísa þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá þarf ekki að treysta á mína dómgreind heldur þá er þetta þjóðin sjálf sem í rauninni ræður því hvort það sé nómikil gremja í samfélaginu ekki til þess að hleypa þessu hlutum í gegn. Þú spyr hvort að, einmitt, hvað með fjárlög eða skatta? Ég held að eina fólkið sem að hefur hagað því að sannfæra fólkum að þessi mál eigi ekki við er einmitt þeir sem að vilja stjórna í krafti minnihlutans og fara með almannafé. Og af hverju ætti almenningur ekki að geta stoppað af stjórnvöld ef að þeim finnst illa að fara með almannafé?
Áttu við að segjum að væri frumvarp skattahækkanir til dæmis á... Já, kann bara fara alla leið og segja fjárlög. Já, en ef við tökum bara sem auðulega skattur, sem skattur á hinn allra ríkustu, að verði samþykkt á Alþingi. Og hinn allra ríkustu vilja ekki borga skatta og ná að safna 10. Þeim oft tekist að fá almenning til þess að vera á móti skattahækkunum sem þó leggjast bara á hinn ríku eða meira með skattalækkunum til hennar ríku, hefur tekist það út allan heim, að þeim geti tekist það að safna saman 10% þannig að færi í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ætti að leggja á auðlega skatt og hinn ríku myndu tala ekna skatt og eins og hafa handmælt eignasköttum í gegnum tíðina. Þetta verið gríðarlegu óréttlátur skattur á ekkjuna sem býr í 200 milljón króna einbýlishúsinu en hefur bara greiðslur frá Tryggingastofnun og rekur slíkan áróður. Þannig þetta svona dæmi það sem að gæti samt farið í þjóðaratkvæðagreiðslu, mál sem að tengjast skattamálum, þannig ég að spurja hvort það séu einhver mörg, þannig að bara ef það koma 10% að þá setur það ekki. Já, eins og í þessu tilviki þá hef ég ekki ennþá séð benda á neitt vandamál. Ég náði ekki hvað vandamál átti að vera að þessi skatti fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, að því að ég nefndi að því að það sem eru töluvert af þjóðaratkvæðagreiðslum eins og í Kaliforníu og í Sviss að þá hefur verið mikið talað hættuna á því að vera með skattamál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, en eins og ég segi, nú varst þú að nefna dæmi en ég heyrði ekki nefna neitt vandamál. Ég náði ekki hvað vandamáli var við það að þessi auðlega skattur færi í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að 10% eru nógu brjáluð til þess að vilja ekki leggja á auðlega skatt og geta unnið það í þjóðaratkvæðagreiðslu í krafti efnahagslegra yfirburða sinna í samfélaginu og náði að almenningur hafni auðlega skatti þó svo að það stjórnvöld og þingið telji nauðsynlegt að vera að setja á til þess að halda hér upp í velferðarþjónustu. Ég er bara að reyna að búa til eitthvað svona dæmi þannig ég sjái svona að reyna á kenninga þínar. Það hljómar sem þú hafur ákveðna skoðun á þessu máli. Ég gæti mögulega haft skoðun á þessu máli. Ég þarf ekkit endilega að vera sammálaðir. Ég ætla ekki að bjóða fram mína skoðun á einstaka málefnum. En ég sé ekki af hverju einhverjum sem að finnst hann hafa meira rétt fyrir sér heldur en aðrir geta að stoppa það að hluti færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það til nóg á þannig fólki í samfélaginu og þau eru öll ósammála. Þannig að ég held að sumir sé á dálítið háum hesti þegar þau telja mitt að þau viti betur en aðrir en meira sé að ég hef verið í hagfræði og prófessorinn á hagfræðideildinni þeir eru ekki einu sinni sammála, þeir eru meira sé að á algjörlega öndurum með við hvern annan. Þannig að jú, það allir með ástæði fyrir því af hverju að hlutir sem að þeim finnst mikilvægir eigi ekki farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo eru aðrir hlutir sem að gera það og það allt byggt á eigin geðþótt á eigin stjórnmálaskoðunum sem mynd það sem ég ætla ekki að bjóða fram. Það það sem ég er að spyrja hvort það séu einhver takmark fyrir því hvaða mál þú setur inn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það ekki. Þannig ef að 10% spyður það, þá er þjóðaratkvæðagreiðsla og þá líklega í þeirri traust að meiri hluti almennings að hann má taka afstöðu. Má vera gegn þinni afstöðu. Af frumvörpum sem eru samþykkt á Alþingi og forseti þarf að skrifa undir. Þar myndi ég hafa hennan 10% fyrir skuld, rétt eins og stjórnlagaráð mælti með. Eins og ég segi, ég býst ekki við að það verði fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Mig grunar að leið og Alþingi veit af þessu, að þá passiði bara betur upp á það að almenningur sé almennt samþykkur því sem þið er að gera, sem er markmið og það sem við viljum öll saman. Og engin takmark hvað er sett í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ekki eins og er og ég sé ekki ástæðu til þess að flækja þessa reglu mikið meira. Þetta tilgangurinn með þessu er að bjóða fram einfaldar, skýrar reglur sem er ætlað að vera fyrsta skref sem ég held að flest allir séu sammála og ég held að það gerir engum gagn að vera að búa til eitthvað 30 blaðsíðna manifesto með smáaletri og viðhengi aftan á yfir hvenar þetta á við og hvenar ekki af því þá endar það bara í ruslinu svo hitt allt og við fáum sömu stjórnmálasamtökin aftur. Já, en telur að þessar breytingar sem þú leggur fram að þú segir að þá fáum við sömu stjórnmálasamtökin aftur, telur að þær muni fella þau stjórnmálasamtök sem hafa mest völd á Íslandi í dag? Þau komast allan ekki upp með að mynda
sömu valdajafnvægi þar sem engin að passa upp á sem sagt, að þau geti starfað í krafti minnihlutans. Og eins og þú segir áðan, eru ákveðin málefni sem að eiga ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það getur verið alls konar skattalög sem eru sett og það eru samþykkt fjárlagafrumvörp á hverju einasta ári. Nú er bara engin möguleiki fyrir fólk að gagnrýna, ég er bara að bjóða upp á möguleika. Að það er allan möguleiki á því að stoppa hluti sem að fólk er óánægt með. Þú getur sagt nákvæmlega sama dæmi og þú nefndir áðan með auðlegðarskattinn, ímyndaði bara að sé að fara í hina áttina. Ímyndaði bara málið sé að fara í hina áttina. Að það sé verið að fella skattaði burtu það? Já, og veist. Það hefur verið gert hérna. Nefnilega. Egna skattanir fóruð 2004 og það hefur bara stórkostlega áhrif á Íslands samfélag og jöku mjög egna söfnun fárra á Íslandi. Það fór bara þegjand og hljóðlustikinu þingið held ég. Nefnilega. Þannig að snildin við varnagla er nefnilega að þeir virka í báðar áttir og í eðli sínu eru þeir alltaf að passa upp á þá sem að hafa minni völd. En þú erir ekki að leggja til einhverja breytingar á svona struktúr stjórnmálana ef þú segir ekki einhverja ágalla á núverðarkerfi. Hverjir eru þeir? Og þá er ekki að tala sko formið, heldur, formið þarf að laga formið vegna þess að niðurstaðan er líklega ekki nógu góð. Þú verður ekki að leggja til breytingar ef að allt væri frábært á Íslandi. Ég held að það sé hægt að segja þetta sko alla sem að bjóða sig fram. Ég spyr alla þessu sko. Já, en stundum hugsa ég að ég fái spurningar sem aðrir fá ekki og ég ætla bara að minna á það að allt sem ég er að bjóða fram er innan valdsviðs forsetans samkvæmt núverandi stjórnarskrá og ég er ekki að leggja til breytingar á henni. Já. Ef að fólki líst vel á þessi stefnumál þá hefði ég ekkert á móti því að þau eru samþykkt sem stjórnlagabreytingar einhvern tímann í framtíðinni en það þyrfti þá að gerast á Alþingi en eins og ég sé þetta þá er þetta bara stefna og já, mig grunar að sé alveg ágætis vilji fyrir því í samfélaginu að það sé ekki sama fólkið sem er inn á þingi sem er að deila valdastöðum sín á milli og láta eins og ekkert sé. Þetta er allt á sama tímanum er þetta sama fólkið sem að mestöll gremja virðist vera í kringum ítrekað og ég held að fólk væri alveg til í að þurfu ekki að reiða sig á geðþótta einna manneskjur til þess að knýja í gegn þjóðaratkvæðagreiðslur. Munu hvernig ICE fór, það þarf ekki vera svona mikið drama í samfélaginu, það þurfu ekki allir að vera rífast, okkur bara rippuðu sig ekki af, útkljá málið og bara höldum áfram. Það fylgir nú lýðræðinu svolítið skoðanaskipti og... Já, algjörlega, en það þarf ekki að vera sko þessi ótti og hvað maður segja, óvissa með það hvað er þessi manneskja sem að situr á Bessastöðum að fara að gera í þessu. Þú veist, af hverju getum við ekki sagt, nei, heyrðu, þetta er alveg fáránlegt, við viljum fá að kjósum þetta. Af hverju þarf að reiða sig á geðþótta einna manneskju og eins og segi, það er náttúrulega út af því að stjórnarskráin er komin frá danska konungsveldinu. En í nýju stjórnarskráni sem að þú hefur vitnað til, þar er réttur almennings til þess að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. En þar er líka málskotsréttur forsetans. Þannig að hann getur með sinni dómgrind líka tekið ákvörðun og neitað að skrifa skrifundur lög og þar með sett mál í þjóðaratkvæði. Þau fella það ekki í burtu. Af því að þau áttu sig á því í samtali við þjóðina að þjóðin tilur að vera mikilvægt að forsetinn með sína dómgrind sem fulltrú okkar að hann geti líka haft þessi völd. Já, þess vegna segi ég alltaf að þetta með að finna í tillögum stjórnlagaráðs. Ég er ekki að bjóða fram nýju stjórnarskrána. Ég er ekki einu sinni að segja að ég sé sérstaklega hrifinn af því plaggi. Ég er hins vegar sammála mjög mörgum breytingatillögum sem koma þar fram og ég sé ekki því til fyrirstöðu að það sé hægt að innleiða það sem að er mest sáttum af því að ég held að öllu líkindum er ekki þverpólitísk samstaða meðal landsmanna að innleiða einhverja nýja stjórnarskrá frá grunni og endurskrifa, þú veist, þetta er mögulega dálítið eins og reyna að finna upp hjólið en ef við
Það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem að almenningu samþykkt að gera einmitt að fá nýja stjórnarskrár á grunni þessara tillögu eða frumvarps stjórnlagaráðs. Já, þetta var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla í þeim skilningi að þetta væri eitthvað lagalegur prósess. Þetta var í rauninni ekkit annað en dálítið stór skoðanakönnun. Eins og ég segi, ef þetta væri svona rosalega mikill vilji og þver pólitísk sátt hana, að þá mjög líklegast bara hefði verið meira gert í þessu. En er það ekki dæmi það að stjórnmála elitan sem að þú telur að hérna hafi náð undir sig alþýkju og svona, hún vill ekki fá þessa stjórnarskrá og þar með hefur hún bara ítt inn í burtu. Það kannanir að sýnt að það er ennþá meirluti fyrir sem að vill fá nýju stjórnarskrá. Mikið rétt og þá má það vel vera þannig, en eins og ég sé það að þá eru mesta líkur á því að ná fram mikilvægustu breytingunum. Viljum við að hluti verði raunveruleiki eða ekki? Viljum við rífast á netinu eða viljum við sjá breytingarnar? Kannski hvort ekki. Já, mögulega. En ég allan en ekki rífast lengur á netinu og mér langar ekki að tala um pólitík á kaffistofum, en ég ákvað bara að gera þetta. Og það er alveg hægt að taka það sem að fólki finnst vera mikilvægastu hlutirnir sem að skipta mestu máli í tillögum stjórnlagaráðs og það er hægt að innleiða það skref fyrir skref og það tekur ekkert það mörg kjörtíðanbil að fá stærstu og mikilvægastu hlutina í gegn sem það bara breytingar á núverandi stjórnarskrá og meðan að það er ekki gert þá hvað ég að taka nokkra hluti og bjóða þá bara fram í gegnum stefnu sem forseta á embættið hefur. Já, og takk fyrir það að bjóða þig fram. En að þú sagðir áðan að þú fengir öðruvísi spurningar heldur en aðri frambjóðendur og ég var hérna með Eirík Inga í gær sem að líka leggur til svona annars konar beitingu á forstavaldi heldur en hefðin hefur verið. Hann er eiginlega að leggja til að mynda hér bara utanþingsstjórn ef hann verður kosinn bara held ég að nefnda einmitt 2 eða 3 vikur sem að þingið hefði til þess að aðlaga sig bara nýju raunveruleika að forsetinn ætlaði að taka framkvæmdavaldið, hann var í höfuð framkvæmdavaldsins og ætlaði að mynda sína eigin ríkisstjórn. Og við ræddum þetta, hvaða breytingar þetta væru og byggum til einhvers dæmi, hvernig það geti litið út og allt þetta og svo spurði ég hann að maður leggur ekki til breytingar nema maður upplifið að sé eitthvað í samfélaginu, þannig ef allt funkeraði vel og bara kemur rétt niðurstátt og því þá var maður ekki að horfa á svona struktúrbreytingar eins og þú ert að gera og hann er að gera. Og ég spurði hann hvaða væri sem að veri helst í íslensku samfélagi og hann nefndi 3 atriði, hann nefndi orku nýtingu og orku dreifingu, hann nefndi svona fjármál og sérstaklega það hvernig byrðin af hækkun vaxta til þess að kveða niður verðbólgu lendi á skuldurum og var með svona útfærslu á því hvernig mætti laga það að umfram vextirnir færu til þess að greiða niður höfuðstól og hann nefndi stjórnleysi á landamærunum og lagði eiginlega til að Ísland færi út úr EES og Schengen og eiginlega bara svona hálf lokaði landinu. Þannig að það sem ég var að reyna að fá út úr þessu var afstaða hans hver er hvatinn af því að leggja til svona struktúrbreytingar. Það er það að það sé eitthvað í samfélaginu sem að bendi til þess að stjórnvöld sé að fara gegn almannavilja og almannahag og þess vegna var spurningi til þín. Sama og allir aðrir frambjóðendur hafa fengið. Hvaða er helst í íslensku samfélagi sem eru afleiðingar af því að kerfin eru ekki góð og ná ekki að vinna í takt við almannahag eða almannavilja. Birtinga myndi þess. Ég mani mitt þegar ég var að keyra yfir Suðurlandið á leiðina á Höfn að safna síðustu undirskriftunum og þar heyrði ég viðtal við einhvern í útvarpinu sem að mér fannst tala mjög svipað og ég geri og ég hugsaði hverju ósköpunum er þetta og okkur er að stela stefnumálunum mínum þegar enginn vissi hver ég var hann átti líka stutt eftir að safna og ég hugsaði hvaða viðtalið þetta, ég man ekki eftir að vera í útvarpinu en já, kemur í ljósa að það er þessi plasa Eiríkur Ingi. Ég hins vegar hugsa munurinn á okkur tveimur hvað þetta varðar er sagt, þetta hljómar allt eins og sértækar stjórnmálaskoðanir á ákveðnum málefnum sem þarna verið að tala um og tilgangurinn
ætlunin er að gera hlutina eins og einhver, telur að hann sjái lausnina fyrir sér og gera það af eigin geðþótta. Ég er einmitt ekki til þess að bjóða fram mínar stjórnmálaskoðanir. Ég held að ég er ekki kosin ef ég myndi bjóða fram mínar stjórnmálaskoðanir og ég ætla ekki að þykjast vita betur en aðrir og að minn geðþótti sé eitthvað yfir aðra hafin. Það sem ég myndi einmitt vilja gera er að leysa þessi kerfislægu vandamál til þess að við getum komið í veg fyrir þessa gremju áður en að hún verður að raunveruleika. Þannig að ég átta vel á því að þetta er tildulega skýrt, en ég vil samt spyrja hvað það náði að leggja fram þessar breytingar. Getur þú nefnt dæmi í samfélaginu sem að sýnir okkur hvers vegna núverandi stjórnmálakerfi er ekki það þarf að hrista upp í því? Ekki bara stjórnmálakerfinu, heldur hvernig fjölmiðlar fjalla hluti, hvernig fólk talar stjórnmál inn á heimilinu, hvernig það er talað stjórnmál á kaffestofum, á vinnustöðum, eins og til mér bara það að þetta hugtak ríkisstjórn er ekki til. Þetta er hugtak sem er ætlað að lýsa sem sagt ákveðnir svona klíku eða svona valda jafnvægi inn á Alþingi, en alþingismenn er alltaf bara bundnir af eigin samvisku og þeir koma frá ákveðnum kjördæmum. Það er alltaf að tala þingmenn sjálfstæðisflokksins eða framsóknar eða þannig. Það er heldur ekki til stjórnmálaflokkar, það er til stjórnmálasamtök sem að sum þeirra heita flokkur, aðrir ekki. Þau hafa það hlutverk að setja saman lista fyrir alþingiskostningar og þar lýkur þeirra lagalega hlutverki. Formenn stjórnmálasamtaka allumis eiga ekki vera skipa ráðherra, þeir ráða því ekki hvað aðri þingmenn gera og þeir skipa ekki í ríkisstjórn. Það er ekkert af þessu sem er til í stjórnarskráni, en fjölmiðlar sérstaklega tala þetta eins og hlutinni séu svona. Stjórnmálafræðingar tala þá eins og þetta séu svona. Ég líki svo oft við eins og til með þeir sem að þekkja fótbolta. Það eru reglur í fótbolta. Það eru 11 leikmenn í einu liði. Það eru mörk. Það eru línur sem að bolti má ekki fara út fyrir. Það er einn leikmaður sem má snerta boltan með höndunum á ákveðnum stað á vellinum. Þetta er allt sem að reglur í fótbolta. 4-4-2 er leikkerfi. Það er ekki reglur í fótboltanum. Það er ákveðið svona metagame sem að myndast ákveðið jafnvægi í kringum. Þangað til einhver kemur 3-5-1. Hann er ekkert að brjóta reglurnar. Það er oft það sem að fjölmiðla umfjöllun snýst út á. Það verður að lýsa ákveðnum svona leikkerfum og reglum og spilum inn á Alþingi og láta eins og það séu í alvörunni sem sagt stjórnlög. En veistu, kannski blessunarlega ef við myndum snúið sig yfir á íþrótta umfjöllun, þá blessunarlega eru þið ekki bara með dómarabók KSÍ að fjalla fótbolta eins og það sé fótboltinn. Blessunarlega þá sjáum við leikskipulögin og hugmyndina og dómgrindiða snildi einstaklingana inn á vellinum og erum að fjalla það, ekki bara lagagrunnin á bakvið íþróttina. En það er engin misskilningur þar hvað það varðar. Það er engin þjálfari sem er bannað að spila 3-5-1 út af að fólk segir, já nei, fótbolti spilaður 4-4-2. Það eru hellingamönnum sem eru til í að segja það, bæði fréttamenn og fólk í stúkunni og jáfnvel aðrir þjálfarar að segja leikskipulagi sem að þú ert að nota, Viktor, er bara skilar engum árangri og þetta er bara gamaldags og þetta er leiðilegt, það er nóg að því í íþróttamfjöldunni, svona ágreiningur hvaða taktík er notuð. Já. Og það verða tískur í því, eins og þú ert að lýsa, 4-4-2 getur verið lengi, og það bara allir eru konu með það, svo allt í einu breytist það, og þannig er það líka í stjórnmálunum að það getur verið svona í orðræðunni, þá tali allir það verða til svona samfélagssáttmálar, bara eins og nýfrjálsíkjárunum, og allt í einu tala bara allir eins og nýfrjálsíkjumenn, og svona eru mannheimar svolítið. Mögulega. Ég er bara hérna til að benda það. Já. Ok. Herðu, Viktor, má ég aðeins spyrja svona hvað hún kemur og svona? Hver er Viktor? Ég var að koma á Kjarvalsstöðum úr öðru viðtali. Já. En þú sagðist að hann vera hagfræðingur? Ég er hagfræðingur mennt og ég má kalla með það lögulega. Já. Ertu menntaður hérna heima eða? Ég kláraði Háskóla Íslands og Kaupmannahafna Háskóla. Þess að ég tók framhaldsnám. Já. Og í hverju? Hvort tvekja hagfræði. Þú
gæti sagt stofnanahagfræði ef þú ert að telja sérstaklega sem sagt hvaða áfanga ég valdi mér en ég fór ekki í skipulagt framhaldsnám heldur bara hagfræði og valdi sem sagt það sem að mér fannst svona áhugavert hverju sinni. Já, og gekk vel í námi? Ég hef alltaf verið svona ágætur í skóla, já. Já. Og ef ég spyr svona eins og frænka í fermingavislu, hvað gerur þau? Já, síðastlega 4 mánuði þá var ég búin að vera að vinna í frambúðinu. Já. Síðasta sem ég var að starfa var slátufélag Vopnfirðinga. Það hefur síðan lagt upp laupana og var síðasta sláturhús á Austurlandi til þess að leggja niður störf. Var verið að slátra fé þar eða? Já, hvort það var eitthvað á skalanum 30.000 lömb sem að... Er það austan það? Já, ættir að rekja á Austfirði, allan í móðurætt og í föðurætt þá annars vegar í stjúptengsl á Hnífsdal og Bólungavík á Kjálkanum og en já, í föðurætt þá er ég 1/4 Króati. En hefur ekki unnið við hagfræði eftir að þú útskrifaðist? Það hefur enginn borgað mig fyrir það en já, það hefur örugglega það spilar inn í sko allar það greiningar og svona svo sem skrifs ég hef unnið kannski í gegnum tíðina. Já. Þannig að hjálpar það því leitinu til? Já, mögulega. Þetta er eitt af þessum fögum þar sem að á fyrsta ári þá er alltaf nú ætlum við að læra að hugsa eins og hagfræðingur. Þannig að þú smítast það inn í marga hluti. Og þú gerir það og getur ekki annað en hugsa eins og hagfræðingur eða hvað? Já, sko, það er náttúrulega maður gerir það að því þetta er svona eins og eiga skóplu þá getur maður allan að mókað en ég nota hann ekkit endilega sem hamar. Nei. En hefur þú tekið þátt í samfélagsumræðinni? Tekið þátt í einhverju pólitík? Og þá er ég ekki að meina flokkapólitík, það getur verið sko. Já, ég ætla að segja, ég hjálpaði Pírótunum að klára listan 2013, þá var ég í 2003. Sæti. Hér í Reykjavík? Já, fyrir alþingiskostningarnar 2013. Það er svo í Reykjavík kjördæminum, öðru? Já, hvort ég held ég örgulega verið í Kraganum. Já. Og já, svo er það svona, þetta virkur í athugasemdum. Ég tók þátt í því svona til 2015, þá held ég hafi bara alltaf brunnið út. Því að eins og ég segi, mann bara nennir ekki lengur að rífast á netinu, það kemur ekkert út úr því. Þannig að núna hugsa ég, þú veist, annarkvæmt bara gerir maður hluti eða ekki. Varstu þá virkur svona frá á eftir hrunsárunum, svo fram til 2015 að það var ljóst að uppreisn almennings var kannski ekki að skila miklu? Sko, það er örugglega þaðan sem að fólk þekki mig með nafni, út af því að þá var mikið umræðum á Facebook, þar sem að allir eru með sitt eigin nafn, en ég hef alveg verið á netinu langt fyrir þann tíma, en þá voru flest allar síður með nafnleynd. Og hvað kallar þið þá? Ef að ykkur getur munað eftir þér? Það er nefnilega snildi við nafnleyndina, við höfum það bara þannig. Já. Ertu fjölskyldumæður? Ef þú veist að spyrja nákvæmlega, þá er ég ókvæntur og barnlaus, en já, ég stóra ætt og stóran systkinahóp, þannig að ég hef alltaf upplifað mig sem meðlim, já, fjölskyldu og ættar sem að ég tilheyri. Svo er ungur eða ekki, ekki bara rétt slefar yfir mörkin að mega bjóða þig fram? Mikið rétt. Hvað er gamall? Ég var 35 ára daginn, sem er mitt eina ástæðunum fyrir ég hugsaði ég verða að gera þetta, því þetta er bara aðeins svo mikil tilviljun. Það er mikið af hlutum sem að röðu saman og við ákvæmum að kýla á þetta, ég og félagar mínir, og eins og ég segi, síðan þegar maður fór að prófa að safna undirskriftum, það bara gekkaði líka svona agalega vel og ég komst tiltölulega fljótt að því að, sem sagt, ef ég reiknaði út hversu vel þetta er að ganga og hvað er langt í það ég þeirra að skila, að það hugsa ég, veistu, ég er að fara að ná þessu. Með því að láta fólk skrifa á pappír. Það var einhver hérna daginn sem að sagt hafa skrifað hjá þér á Röntgen, eða ekki staður? Ég fekk alltaf mjög góðar viðtökur þar, já. Í Röntgen. Og einhver hérna hitti ég daginn sem að sagt hafa séði á kaffibarnum. Varstu það líka að það? Ég fekk
góða viðtökur það líka, já. Þetta eru þín kjördæmi, Röggen og Gafibarinn. Já, ég bý í sem sagt, gamla Vesturbænum eins og og þar er hægt að fara út í almenning og tala við fólk, gera allt fótgangandi, mikið af fólki á sama stað sem einmitt til í að láta trufla sig og til í spjall og hugmyndir. Þannig að já, það tók þó nokkur kvöld og daga af því að sem sagt, þegar aðrir fara að slappa af þá skellir maður á sig bakpókan og húuna og fer út og segir ég ætla að fara að ræða við fólk. En þú ert einn í þessu frambóði, þú sagðir að væri viniðinir þannig í kring, þú ert ekki með einhverja blokk á bakvið þig og aðstofar fólk og kostningastjóra og einhverja maskinu, ertu að fara að opna kostningaskrifstofu, ertu komin á flettiskiltin? Einn að titla sig sem kostningastjóra minn, en hann svona leipur undir bagga. Ég held að það sé almennt svona samþykki fyrir því að þetta mest mitt verkefni og ég reyni að leggja sem mesta vinnu í það, en svo þetta eins og þetta með engin maður eiland og maður gæti aldrei gert þetta alveg sjálfur. Stundum þarf maður bara einhvern til þess að ef ekki nema bara að lesa yfir hluti með sér eða reka mann áfram eða eitthvað. En kjörstjórn hendi út undirskriftunum þínum sem þú hafði safnað á börum bæjarins, en þú kærðir og vannst það mál. Já, út all land. Það eru sjóarar á Vestfjarðafjórðungi og já, fólk á tattústofum á Austurlandi og já, fólk sem starfar á. Og því var hafnað vegna þess að það vantaði heimilisfangað ekki á pappirinn. Og hvað gerðist svo? Náður þá að safna þessu rafrænt eða félst bara hérna? Það hjálpaði til og bara ég mjög þakkláttur fyrir alla þá sem veittu mig liði í gegnum rafræna undirskriftir á þessum sólarhring sem ég fékk. En já, þau út af þessu formsatriði samkvæmt kostningalögum sem ennþá óvissa hvort að þetta hafi ógilt undirskriftirnar, en í þessari síðari nefnd sem að ég kærði til að þá allan að komast þeirra niðurstöðu þau ætla ekki að véfengja úrskurð þeirra að öðru leiti en það að það hefði allir átt að fá sama rétt, það er ekki tekið fram neinsta til þess að leiðrétta. Já, og þetta voru 62 blaðsíður af undirskriftum sem voru ekki tekna gildar. Það voru misvel skrifaðar og fólk hefur misgóða rithönd. Líka eftir því sem álíður nóttina þá versnar oft rithöndin? Ekkert endilega. Slíkt fólk skrifar ekkert endilega frekar undir, en þetta líka sumt af þessu var bara gamalt fólk sem stendur út í kuldanum. Þú veist, ef ég labbaði fyrir utan kjörbúð og það getur verið einhver sem er alveg til í að skrifa en er mögulega með gikt og stendur út í 4 stiga hita og er skjálfhentur. Þannig að það er bara alls konar ástæði fyrir því að já, það þarf að rýna í tölunar og reyna að finna út í hvað stendur þar og síðan þegar maður stimpla þær inn í þjóðskrá og finnur hvað fólk heitir og þar kemur lögheimili, þá get ég látið bætt því inn á. Og sastu við þetta sjálfur að færa blöðin, nöfnin á blöðunum yfir í rafrænt form? Já, ég þurfti ekki beint svo sem að setja þetta yfir á rafrænt form. Ég spurði hvað það er nákvæmlega sem þau vildu, af því að nú er klukkan farin að tifa. Og ef að ég get sett lögheimilin í viðauka, segja þá bara á hvaða blaðsíðu þessi undirskrift finnst og hvaða lögheimili fylgir henni, að þá myndu þau taka þetta gilt. Og já, það er það sem ég þurfti að gera á þessum 23 tímum sem ég fekk til þess að vinna það verk. Og það gekk glimrandi og þú slöfst inn? Já, ég skilaði eitthvað 10 morgunin eftir. Og nú ertu í kosningabaráttu, segir það, eða hvað? Ég kalli þetta aldrei baráttu. Fólk segir eftir til í slægin, ég er ekki að fara að berjast við neitt. Ég ætla að reyna sem minnst að tjá mig
aðra frambjóðendur og ég ætla ekki að fara í neitt persónulegt við þau. Ég bara til þess að bjóða upp ákveðin möguleika. Og ef þú ætti að koma honum til skila einhvern veginn, þannig að fólk viti hvað er í. Sumir segja af hverju ætti ég að kjósa þig, þá ætla ég að segja það á enginn að kjósa mig, því gerir bara að segja viljið og þú segir þú þarft að gera þetta, ég þarf í rauninni ekki að gera neitt hérðan í frá, en ég samþykki þessi viðtöl eins og önnur og ég svara öllum spurningum sem ég fæ, ég hitti alla sem að vilja hitta mig, ég reyna að vera sýnilegur, en eins og ég segi það er ekkert batteri á bakvið þetta, það er enginn að kosta þetta. Það er engin skrýmsladeild neinstæðar að vinna fyrir mína hönd. Eina ástæðum fyrir að vera kosin er að því að fólk virðist í alvörinni vera hlynnt þessu stefnumálum og ég mun kannski nýta mér það leiðir sem að kosta sem minnstan jafnvel engan pening en umfram það þá þá er ég ekki að fara að vera á neinum strætóskiltum. Hvaða væntingar hefur þú? Bara sem fæstar. Ekki sem minnstar, heldur sem fæstar. Ég held að það hjálpa ekkert mikið að vera að dagdreima eða spá framtíðina, hún verður bara eins og hún verður og þetta er bara eitt skrif í einu og halda áfram þangað til að kosningu kemur. En segjum svo að það verði einhver annar kjörjaforseti og hver var þá árangurinn að frambúðinu? Ég gæti trúa því að stefnumálinn eins og ég seti fram komið til með að hafa áhrif á umræðuna sem að verður í kringum það forsetaembætti. Ég held að fólk eigi ekki eftir að gleyma þessu og það getur vel verið að einhver annar takir hreinlega bara upp stefnumálinn ef það er viljið fyrir því. Herru, Viktor, kærar þakkir fyrir að bjóða þig fram og fyrir að koma hingað í Rauðaborðið og takk hérlega fyrir að hafa mig og takk fyrir hrósið. Takk. Já, við þökkum Viktori og öðrum gestum sem hafa komið hingað við Rauðaborðið í kvöld kærlega fyrir aðstofuna við að halda hér upp í samfélagsumræðu. Ég þakka líka Birni Þorláks sem var með atriði hérna í þættinum og Laufey og Pétri sem að tóku upp og sendu út og ykkur sem að hafið staldrað við og hlustað. Þið búið til þennan galdur, breytið þessu samtali okkar hérna inn í þessu herbergi yfir í fjölmiðla. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamennum frá efninu og sagt frá því að við erum á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu og við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Ef að þið bendir fólki á að þá mun það skoða efnið og það hjálpar okkur að dreifa efninu í framtíðinni. Þannig hefur samstöðun byggst upp hægt og bítandi með góðu orðspori frá manni til manns. Þið sem að viljið hjálpa okkur enn frekar við að byggja upp samstöðuna getið gerst áskrifundur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástandur áskrift. Ef þið ítið hann, þá getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin sem mér er sagt að sé bara lágt verð með að við það efni sem við búum til hér. Þið sem að viljið geti borga meira og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda, studdur af áskrifendum og það er allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En það er komið nóg í kvöld, ég segi góða nótt, sjáumst á morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið hér aftur á samstöðinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.